Gott kvöld og velkomin að Rauðaborðinu. Það margt á dagskrá, mikið gengið á. Með mér hér í hljóðveri Sigurjón M. Egilsson. Þú svona óðst svolítið beint í málana og fékkst til þín góðan gest. Vilhjálmur Bjarnason. Já. Hann kom og náttúrulega hann er sá maður sem helst í fréttum núna, hann náttúrulega fórnarlamb alveg ótrúlega hluta. Það njósnað hann og fjölskyldan hans og bara inn í hans einkalíf, ekki bara hans en hann kom hingað og hann nú svona grandvar maður sko og ef þeir hefðu bara hringt einhvern og spurt hvort að tækja að njósna Vilhjálm þá hefðu bara sagt nei. En það höfðu þeir ekki mikið upp úr því nema bara alveg marga klukkstundir af efni. Já, fylgd honum eldan og með það voru í sund og svona eitthvað. En honum náttúrulega brugði, sko. Þetta óþægilegt að frétta svona eftir á að hafa verið sko fórnarlamb njósnara og fjölskyldan, heimilið. Já. Þetta allt myndað og til í einhverjum fælum hér og það sko. Einmitt, maður hlýtur að fá svona trust issues, svo ég sletti nú aðeins. Og verða einmitt bara svolítið svona var sig fyrstu sinn, þetta er gríðarleg innrás. Já, heldur betur, já, og bara það sem honum kærast, sko. Það bara þannig. Og það sem hann náttúrulega hefur það hlutur að vernda sko, heimilið sitt og börni sín og svona, þetta var ekki gott, en hann sagði svona frá sinni hliði í þessu og já, en hann svona orðvar maður sko, en þetta þetta forvillegt sem kemur frá honum. Þetta það og þú fékkst fleiri góða gesti til þín hérna í dag en reynsluboltarnir voru á sínustað. Já, núna komu Páll Magnússon fyrir útvarpsstjóri og fyrir þingmaður og núna forseti bæjarstjórnar í Vestmannaeyjum og Margrét Sander sem í bæjarstjórn í Reykjanesbæ og var formaður samtaka Vestmannaeyja og þjónustu, þannig svona lífsreynt fólk og svo Þórunn Sigurðardóttir, svona menningartröllið og eftir síðari þættinum kemur dóttirinn hann Unnur Ösp og ræðið þar við Gunnar Smára. Það herðu mikið rétt og Gunnar Smára einmitt með dóttur sinni líka, Sólveig Lóu. Já. Þetta ræða þessa sýningu. Já, það Unnur Ösp og svo kemur líka Una Torfadóttir. Já. Já, þetta sem sagt það svona tvíegi, þessi söngleikur sem að þær byggu til og þau allar ræðum hann og Sólveig Lóa, hún kemur með að hún svona yngri kynslóð, allt annar kynslóð og með í umræðinu söngleikin Storm og sem að á bíla magnaður sko. Ég efast ekki það, hún alveg stórkostleg þessi stúlka Una. Alveg, ótrúlega einhvern veginn heil og lífsreynd þó ung sé, sko. Já, mér finnst líka sko ég hef ekki séð, ég ætla að sjá Storm, ég ekki búin að því, en mér finnst þegar ég heyri hann syngja þá svona mikil rödd, sko, aðeins og hún noti bara einhvern veginn bara helmingin samt hún að fylla salinn sko með röddinni sinni, en svona finnst manni svona eigin bara meira inni, hún virkar á mig svona sem bara einstakt. Já, svona star quality. Já. Það talað það. Já. Heyrðu, Björn Þorláksson, hann súmmaði norður á Húsavík. Já, það þetta fyrir Aðalsteinn Árna Baldursson, verkalýðsleiðtoga til áratuga. Og það 1. maí á morgun. Það 1. maí á morgun. Ég ætlaði nú ekki að minnast á það. Það svo mikið hægra fólki í þættunum fyrir 1. maí. Það var svona gamli sjálfstæðismenn, svolítið. Já, það svona gerðist nú bara. Það var svona ákveðið slagsíðar, þannig að það var gott að Björn Þorláksson hringdi út verkaliðin á móti. Það var að vera jafnvægi. Ég var með sjálfstæðismenn hjá mér, náttúrulega og Margrét Sanders og Páll Magnússon en samt vorum að tala náttúrulega njósnamálið og svo líka fiskveiðistjórnina og þau voru ekkert endilega sammála. Mér finnst Páll að því hann nú forseti bæjarstjórnar í Vestmannaeyjum.
Honum finnst auglýsingaherferð SFS alveg kapút bara. Já, þetta pínlegt. Alveg, ég sá greint frá því í dag að eiginmaður Hildar Björns, nei ekki Björnsdóttur heldur, hvað heitir hún? Hildur ritari? Sverris. Já, formaður þingflokksins. Já, mikið rétt. Já, og fyrrum ritari. Hann sá sem að leikstýrði og kom þessu myndbandi á laginnar sem svolítið svona innan hús. Já. Það ekki að fara yfir lækinn að sækja vatni. Nei. Nei, samt var það svona gaman. Ég fannst Páll sem forseti bæjarstjórnar í þessu mikla útgerðarbæði. Mér fannst bara, hann svona, honum finnst svona, stendur svolítið með þessum hækkum viðgjaldana á 93 milljarðar og þá farið 90 viðbútar og þá hagnaðurinn eftir 84 og eitthvað svona, og eins líka með verðlagningun og þetta var bara fínt spjall. Já, þegar ég hugsa þetta sé sveitastjórn maðurinn í honum, hann meira svona með fólkinu. Já, en svo var Þórunn sem ekkit aldrei unnið nála þessu, hún til dæmis horfði á hennan fund í morgun í beinni útsendingu stjórnskipun eftirlitsnefndar með Kristrúnu Frostadóttur að Kristrún bara hún fór svo létt með þetta, það voru svona að reyna, ég veit ekki, ítin út af brautinu eitthvað, en hún bara, þessu ekki svo langt síðan hún komin í stjórnmálinu, svo hún þarna bara mér finnst þetta alveg stórmerkileg kona. Já, hún það. Já, og öflug. Heyrðu, en þú ætlar að enda þáttinn. Það ætla ég að gera og ég fæ til mín Malik hjónin, þeim Hadi og Mansur, sem eru nýjir Íslendingar, eða svona tiltölulega nýjir Íslendingar. Þau komið með ríkisfang? Það var reyndar fylgir ekki sögu, en þau allavega hafa búið hér árabil og eignuðu sín börn hér og eru bara mjög flottir samfélagsþegnar. Þau eru múslimar að uppruna Pakistan og þau hafa fundið fyrir því svona á eigin skinni hvernig þessi orðræða, falsfréttir og annað hefur eitthvað hellt olíu á eldinn á útlendingaandúð og þá sérstaklega í garð múslima af þessum miðausturlenska uppruna. Og það svona, við fórum viðvöll, við töluðum auðvitað bara svona almennt um trú og hvers vegna og hversu undarlegt það einhvern veginn að þurfa í sífellu að koma til viðtals til þess að réttleita trúna sína sem eitthvað sem persónlegt fyrir hvern og einn og alls konar sem við fórum yfir einmitt í virkilega góðu spjalli. Já, gott. Ég ætla að horfa á þetta hjá þér. Já, ég mæli með og ég mæli eindreið með því að þið bara sitjið sem fastast og hlustið því að hér eftir nokkrar auglýsingar ætlum við að halda áfram með frábæran þátt. Það Vilhjálmur Bjarnason sem kemur til Sigurjóns hér rétt eftir auglýsingar. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, þá komið fyrsti gestur kvöldsins. Það Vilhjálmur Bjarnason, verður velkominn Vilhjálmur. Takk fyrir. Fyrir alþingismaður með meiru. Tilefnið náttúrulega þessar njósnir sem að beindust meðal annars að þér. Já. Það kannski í ríkum mæli. Já, það voru fleiri. Já, en að þér og þú hérna. Hvernig líður með það? Ertu alltaf að hugsa um þetta? Nei, ég nú ekki alltaf að hugsa um þetta. Mér líður svona ekkert sérlega vel með það að það sé ruðst inn í mitt einkalíf. Já. Ég taldi það að ég byggi í réttaríki, að ég væri frjáls maður og ég gæti gert svona flest innan þess frjálsræðis sem að venjulegu fólki er gefið. Já. Án þess að það veri fylgst með því. Já. Og það að það væri fylgst með mér frá klukkan 6:30 á morgnana þar til síðdegis og því lýst hvernig ég geng frá bíl, hvernig ég þríf bíl og óttinn við það að trakktækið sem átti að festa við bílinn til þess að vera hægt að fylgjast með mér, óttinn var sá að ég myndi finna að þegar ég var að þrífa bílinn. Náttúrulega sýndi það að það var búið að kortleggja mig alveg þokkalega. Já, þetta ógeðfellt. Þetta ekki eins og ég hélt að starfshættir væri hér. Ég hef lesið þetta í öðrum löndum. Já. Og þar þetta ekki talið til mannasiða. En tilefnið ekki, er það þessi hópmálsókn gegn Björgólfi Thor Björgólfssyni? Er það hópmálsóknin? Ég ætla ekki að segja tilefnið vegna þess að ég hef ekki rætt við þá sem að þessu stóðu. Nei. En það bendir ýmislegt til þess, já. Já. Og þátttakendur, þeir sem eru njósnaðir það sem stundað persónunjósnir að það eru aðilar sem að tengjast þessari hópmálsókn. Það Ólafur Kristinsson lögmaður og það Jóhannes Bjarni Björnsson og lögmaðsstofan Landslög og reyndar ég veit ekki hvort að eigendur Alvogen voru einnig undir. Já, en segðu mér stóðst þú að málsókninni? Varst það þú sem byrjaðir? Nei, ég byrjaði hann ekki. Hann heitir Ólafur Kristinsson sem að byrjaði hann. Hann lúslas rannsóknarskýrslu Alþingis. Já. Og fann ákveðna hluti þar sem að hann benti mér á eftir að hann hefði leitað til landslaga og þá fundum við þannig ákveðna slóð sem síðan landslög leiddi. Það var gerð sátt í þessu máli og sáttargjörðin var tilkynnt að beggja hálfu og þar með var talað það að málinu væri lokið. Já. Þannig að því máli lokið. Já, var 1 milljarður, það rétt? Já, það eitthvað næri því, já. Já, en þrátt fyrir það voru þá sem stóðu að þessari hópmálsókn töpuðu peningum, fenguðu minna? Já, þeir fengu ekki, menn urðu fyrir tjóni. Það alveg... Og þú þeirra með það? Já. Hvernig, getur ekki ímynda okkur á tilgangur með þessu hafi verið sá að sverta ykkur með ykkur hætti? Jú, nú erum við komin í annan kafla. Nú er sáttargjörðinni lokið, það mál búið. Já. En þá dúkkar þetta mál upp núna fyrir það bil mánuði fyrir mig. Já. Og það allt annað mál og þá fæ ég fregnir af því að það séu til gögn það að mér hafi verið fylgt eftir og það náttúrulega hægt að segja ýmislegt tilgangin með þessu algengasta ástæðan fyrir eftirliti og það að finna veika bletti á aðilum áfengismál, drykkja akstur undir áhrifum áfengis og víknefna og eltingaleikur við konur og hverskins ólifnaður og
síðan í þessu máli að þá að því mér virðist reynd að tengja mig við Róbert Westman og aðila að Alvagen. Var eitthvað til í því? Ég hef aldrei hitt Róbert Westman. Nei. En ertu hluthafi þar? Nei. Nei. Þannig að þú sérði ekki tenginguna sem að... Jú, ég sé tenginguna. En já, ekki hvers vegna? Nei, menn geta fengið ýmsa dillur sko í hausinn en ég hef aldrei hitt Róbert Westman. Nei. Aldrei. Nei. Og ég reyndar var í stjórn málsóknar félagsins. Já. Og við Ólafur Kristinsson sem kemur fyrir þarna í þessu, við vorum í stjórn málsóknar félagsins. Já. Og einn lögmaður hjá landslögum var sömuleiðis í stjórn málsóknar félagsins og síðan annaðist málareksturinn Jóhannes Bjarni Björnsson sem var sömuleiðis undir eftirliti. Og lögmannstofan og reyndar þá fleiri lögmannstofur sem í Borgartúni 26. Já, sko, ég held ég hafi séð ykkur staðar í dag að þú hafi verið að tala í þessu samhengi það sem gekk á í pólitíkinni 2016. 2012. Þetta gerist 2012. 2012 fyrir já. Þetta gerist 2012 og ég náttúrulega í prófkjörsslag á þessum tíma. Já. Og ein myndin af mér þegar ég að koma út úr Valhöll. Já. Sennilega skila inn prófkjörsgögnum. Já, hugsaðir. Og restur alveg út í. En sko, kosningar 2012, eða prófkjörið, að þá náður hvað, 4. sæti? 4. sæti. Já, en Bjarni Benediktsson færið þig? Nei, það í 2016, þá næði ég líka 4. sæti. Já. Og þá lætur Bjarni Benediktsson og Jónas Guðmundsson héraðsdómari þá ákveða þeir að færa mig niður. Já. Þannig að það ekki samtenging þarna á milli baráttuðinna flokksins. Já, ég náttúrulega náði þessu sæti í 2012 en svo í kosningunum 2016 þá dúkkar upp maður sem heitir Vilhjálmur Bjarnason, kennir sig við Hagsmunasamtök heimilin og segist ekki vera fjárfestir. Já. Og það algeng aðferð í sömu löndum að búa til nafnarugling og minn grunur sá mig með atkvæðatölur að hann hafi smalað en Hagsmunasamtökum heimilina til þess að rugla niðurstöðuna. Síðan náttúrulega augljóst hætt á nafnaruglingi jafnvel þó að hafi staðið þarna Vilhjálmur Bjarnason alþingismaður og Vilhjálmur Bjarnason fasteignasali. Já, þannig að það skadaði þig. Ég tel það. Já. Og heldur að hann hafi verið þar að biðja ykkur annars? Já, ég sá það að hann beitti sig mest í Garðabæ. Hann var með standandi vörubíl niður í Kvosinni í Kópavogsdalnum. Og hann auglýsti nokkuð. Og sá, ég veit hver auglýsing og kostnaður og einhvern veginn fékk hann fyrir auglýsingakostnaði. Einhvern veginn fékk hann fyrir auglýsingakostnaði. Já. Ekki fjárfestir. Nei, en þetta við höfum reyndið að tala saman áður þetta, þessi baráttu innan flokksins. Já. Í þessu myndveri hérna. En þeir baráttu loki, þannig að... Já, ég veit það, en við erum horfum svolítið til... Þetta frekar kapli í ævisögu minni. Já. En það nú eðlilegt að við lítum tilbaka í myndu núna vegna þessa máls sem... Já. En í þetta nú aukaðrið í öllu saman, en ég hef allavega til rétt að halda þessu til haga. Já, þú varst órétti beittur. Já, ef það svo að menn hafi farið þarna beinlínis fram gegn mér. Já, og líka fariður Já, það er innan hús í Sjálfstæðisflokknum. Já.
og Viltu ekki tengja það á milli? Ég ætla ekki að tengja það á milli, sko. Nei. Heyrðu, en svo kemur fram í þessu Ólafur Þór Hauksson, saksóknari. Já. Ég get ekki betur séð og heyrt en að hann segi að þessir 2 menn sem voru starfandi honum, þeir hafi farið þar í gögn í heimildaleysi áður að lita störfum. Já, og stólugögnum. Stólugögnum. Það hefur verið rætt og saksóknari ríkissaksóknari, hann felldi það mál niður eftir einhvers konar rannsókn. Og mér ekki kunnugt efni þeirra rannsóknar. En þeir voru þar undir rannsókn. En alla hefur þú verið í gögnum, þitt nafn komið fyrir í gögnum saksóknara eða nefna sem vitnis í ykkur máli? Nei, ég hefur örugglega ekki verið í þeim gögnum, en það var náttúrulega í alveg örmullar málum sem þar voru, og þegar menn eru komnir í enga praxís, starfandi innan embættis sérstaks saksóknara, þá náttúrulega kemur ýmislegt upp. Já. Það ekki til eftirbreytni allavega? Já, það skal vera fullkomin aðskilnaður á milli einkamála manna og þessara starfa, og það mjög óheppilegt ef lögreglan í einhvers konar öryggisgæslu út borg og bí og tekur síðan að sér mál eins og þarna virðist vera gert. Já. Og þannig næst þetta mynd af lögregluþjóni þar sem að hann að vakta mig á veitingastað á morgnin til. Og hann situr andspænis mér og ég átta mig ekki á því. Nei. En það sést í hvirfilinn á mér og það sést í andlitið á vinum mínum. Já. Þetta ekki gott. Heyrðu, en þú að hugsa eitthvað svona, allir grípa til einhverja aðgerð alltaf? Já, sækja réttin? Þetta kom nú upp í gær og það er best að hugsa áður en maður segir nokkuð. Já, en þetta hefur svo sem leit á hugaðinn aðeins að... Já. Ég skildi að þú viljir ekki tala meira? Nei, ég vil ekki tala þetta mál, of mikið hvað ég að gera, hvað ég hugsi. Ég vil, það var undirrituð sáttargjörð þarna af málsaðilum og við féllumst á það stjórn málsóknarfélagsins, lögmaður, að ræða ekki þessa sáttargjörð frekar, og ég ræða hann ekki frekar heldur en segir í yfirlýsingu málsaðila þegar þessu var lokið. Og en síðan hitt að þegar svona kemur upp, og þetta bara svo óvenjulegt að það eru ekki bara persónurnar Ólafur Vilhjálmur Jóhannes Bjarni Björnsson og landslög sem undir, heldur hefur persónuvernd hafið frumkvæðisathugun. Lögreglustjórinn Reykjavík, höfuðborgarsvæðinu, þarf að taka til í sínu ranni. Og málinu vísað til ríkissaksóknara, til formlegrar meðferðar. Og svo náttúrulega nefnd starfsemi lögreglunar. Hún líka til. Og það allir bara farnir af stað. Og ég ætla ekki að fara að vinna einhverja vinnu sem ég alls ófær Nei. Ég hef ekki aðgang að neinu, ég hef engar valdheimildir. Nei. Og eina sem ég hef þennan haus sem hangir þarna á halsinum á mér. Og Já, en náttúrulega, þetta inngrip í þitt líf og þinna fjölskyldu. Þetta inngrip í mitt líf og minna fjölskyldu og ég lít svo á að réttarvörslukerfi, löggæsla, sé til þess að vernda hinn smáa fyrir hinnum stóra. En stóri getur verið einstaklingur eða ríkisvald. Já. Og ef að það minnsti vafi á því að einstaklingurinn hinn smái
geti ekki leita rétta síns fyrir dómstólum, annarkvort vegna þess að mál eru of flókin fyrir dómara eða þeir nenni ekki að setja sig inn í þau, eða þá að þeir telja að hinn litli sé hverflant og rugludallur, að þá dálítið illa farið og ég mikill áhugamaður atvinnulíf og til þess að stunda atvinnulíf þá þetta félagsform, hlutafélagsformið nauðsynlegur farkostur til þess að setja stunda atvinnulíf og til þess að hlutafélagaformið virki, hlutafélagið, þá í gildi hlutafélagalög og þau eru mjög skýrmælt það hverjar eru heimildir hluthafa, hverjar eru heimildir stjórnar, hverjar eru heimildir forstjóra og það nákvæmlega þetta sem ég hef barist fyrir í 25-30 ár með virkum hætti að sé virt og það hafa fallið dómsmál þar sem ég hef verið málsaðili og á grundvelli þeirra niðurstaðana hafa verið gerðar breyting á hlutafélagalögum og einhvern tímann þá var tilkynnt frumvarp til laga breyting á lögum hlutafélög og ráðherra sem að fór með það mál kynnti það svona hálfhlæjandi á þingflokksfundi að þetta mál kæmi til umfjöllunar og ákvæðið það verið kallað Vilhjálms ákvæðið og ég mjög stoltur af því að eiga ákvæði í hlutafélagalögunum en ef að hlutafélagaformið ekki virt þá ekkert víst að það verið neitt atvinnulíf skil og þetta eykur ekki trausti á því þetta eykur ekki trausti á því og það það sem að ég það eiginlega mín barátta og hún náttúrulega nær til miklu fleiri en mín, hún nær bara til alls atvinnulífs í landinu og nú það orðið þannig að lífeyrissjóðirnir þeir eru orðið mjög stórir leikendur í íslensku atvinnulífi og hverjir eru eigendur lífeyrissjóðanna? Það eru bara vinnandi fólk og við sem eigum réttindi í lífeyrissjóðum, réttindi okkar grundvallast á því hvernig farið með þetta og það að fara að úthluta einhverjum sérstökum réttindi til stórra hluthafa eða stjórnenda og ég vitna nú gjarnan í frægan dóm í Bandaríkjunum sem eru Dodds-bræður gegn Ford. Það að segja að Dodds-bræður þeir eiga verulega stóran hlut með Ford í verksmiðjunum og gamli kallinn hann ætlar í lok árs að veita kaupendum bíla á árinu afslátt vegna góðrar afkomu. Og þá segja Dodds-bræður, já, þú getur tekið af þínum ágóðahlut, en okkar hlutur, kaupendunir eiga engan rétt á afslætti. Það hægt að veita afslátt sem sölukvata á árinu, en vegna góðrar afkomu, góð afkoma, hún gengur til hluthafa. Og þetta mál það gekk í gegnum öll dómstig í Bandaríkjunum og kennslubókardæmi í félagarétti en hvor vann? Hvort var að Dodds-bræður unnu þetta mál og þetta þennan rétt hluthafana en ekki duttlunga forstjóra kaupendunir, þeir voru búin að kaupa sér bíl og áttu engan rétt. Kaupandinn í apríl eða maí, hann getur þrúkkað verðið við
við í seljandan og þegar samkomulag hefur náðst og þá viðskiptum lokið, þeim viðskiptum og hann á engan rétt þó að seljandinn hefur hagnast en það getur vel verið að seljandinn lækki verð á bílunum og það bara þá verður kaupandinn að býta á jakstunum og segja ég voru á snemma en eins og ég segi að það þetta jafnræði og réttur hluthafana sem ég hef verið að berjast fyrir og það ná fæstir sem skilja þetta en ég ætla ekki að hætta baráttu minni og ég ætla ekki að hætta baráttu minni í þessu máli. Herri, takk fyrir spjallið og vegnaði vel í þeim verkefnum sem þeir eru verið falið núna óumbeðið. Já, óumbeðið, já, ég veit ekki hverju falið mér nokkuð skapaðan hlut eitthvað, þá lendir maður í svona málum. Já. Og og ég held að alþýðustöðin ætti nú að verða þessi sjónarmið. Já, gerum það. Já. Takk að þið fyrir. Og við höldum áfram eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið þið sæl og velkomin á Rauðaborðinu aftur. Ég var nú aðeins fyrir þættinum en nú minn kafli sem á miðvikudögum heitir reynsluboltar og ég með fólk sem telst reynsluboltar. Páll Magnússon, þú ert fyrirverandi ýmislegt, til dæmis útvarpsstjóri, þingmaður og núverandi forseti bæjarstjórnar í Vestmannum. Já. Margrét Sanders, þú varst eins og í forma samtaka Vestmanna og þjónustu, ekki rétt? Jú. Já, og bæjarfulltrúi í Reykjanesbæ. Já. Og svo var Þóru Sigurðardóttir bara menningin alveg eins og leggur sig. Já. Menningaviti. Er ekki alltaf að vinna eitthvað kringum menningu? Jú, ég er það, sannlega. En áður fórum í upptökuna, þá var þetta mál sem kom upp í gær í Kveiki, við okkur svona, sem horfum á þetta og okkur svolítið misbúið, það ekki, það sé hægt að elta fólk svona rækileg eins og kom fram hana. Jú, ég horfði á þetta náttúrulega af athygli. Mér fannst þetta sko fyrst og fremst óraunverulegt að þetta skyldi hafa átt sér stað með þessum hætti sem lýst var og hlutdeild þessara lögreglumanna sem komu að þessu og auðvitað þess sem pantaði þjónustuna og þeirra sem stóðu að þessu. Stundum var þetta reyndar beinlínis hlægilegt en það nú kannski ekki það sem maður getur leyft sér þegar uppi staðið að hlæja þessu því að auðvitað þetta bara graf alvarlegt og ég hefði sjálfur, maður hefur nú marga fjöruna sopið og fylgst með í alls konar hlutverkum eins og varst nú að tellja upp áðan. Ég hefði bara að óreyndu aldrei trúa því að þetta gæti átt sér stað á Íslandi. Nei. Þetta svona freklegt inngrip í fólk sko í talsverðan tíma. Þetta að setja sig í spor þess sem sætir þessu. Já, sko, þegar það horft á þetta eða lesið þetta, þá það þetta svona bíómyndastíll á þessu. Þú veist, þetta náttúrulega bara eitthvað sem við höfum verið að horfa á í sjónvarpi og ég meina, mér finnst bara fyndið að við tölum og erum að hneykslast á að það sé einhverju engaspeðarar. Ég meina, þetta bara í öllum bókmenntum og út allan heim. Þannig að litla Ísland, við saklausu við alveg, eru engaspeðarar á Íslandi? En auðvitað þetta, sko, það sem að alvarlegt í þessu, ég að reikna með og nú vil ég samt segja að þetta bara rétt að byrja. Við höfum að fá miklu meira upp á yfirborðið væntanlega og frá öllum aðilum, en það sem komið fram, að þarna eru 2 fyrrverandi lögreglumenn og þá það spurning, sko, hvernig eru samningar við aðila sem í rannsóknarvinnu eða eru með upplýsingar og hvað gildir lengi þeirra trúnaður og sama, auðvitað það mun alvarlega kannski þegar þú ert að vinna og þetta kannski þín aukavinna að verða private detective. Nei, en mér finnst þetta engaspæjaramál, mér finnst bara svolítið athyglisvert að þarna eigum við að fara að sjá á Íslandi bara skrifstofur, engaspæjar skrifstofur, það sem að
Er þetta upplösum framhjáld? Kannski þetta bara sem þú veitum ekki það, en hérna þetta þetta hljóðritað og þetta og teknar að þessu myndir og það eru verið gagnaleki úr sem njósna heimi. Það er nú bannað, þú mátt ekki taka upp svona samtöl nema með leyfi. Ég var nú bara að horfa á alvöru glæpamynd, ég var að horfa á Henning Mankell á Danmarks Radio í gær þegar að maðurinn minn kom hlaupandi, ég held að það orðið eldgos. Þá var hann að horfa á Kveik í hinu sjónvarpinu og svo horfði ég á þetta náttúrulega alltaf á eftir og ég fannst þetta svo ótrúlegt. Líka í þessu fámenni hérna, þá finnst manni svo ótrúlegt að þetta sé hægt. Og það þarf að vera ansi slingur til að geta falið sér svona og vera að fela alls konar og eftir því sem að mér skilst, þá er þetta ekki leyfilegt. Það er ekki leyfilegt að taka svona upp af fólki á þess að það viti af því. Nei, það liggur í hlutarnas eðli og svo var líka verið að tala um það þarna í einhverju samhenginu að það menn hafi verið að setja fylgitæki á bíla til að geta fylgst með því hvert þeir fóru og hvar þeir lögðu, hvar þeir dvöldu og þar fram eftir góðum myndatökur af fjölskyldu mannanna, börnum og hérna að þetta er einhvern veginn allt svo þetta er ógeðfellt. Já, ógeðfellt og utan við allt sem maður héldi að væri partur af íslenskum veruleika En við skulum ekki gleyma því ég var að tala um saklausa Ísland og mann bregður þó svo að ég hafi verið að gantast með áðan og maður á að geta gantast kannski með þetta en maður að segja maður að horfa á þetta í bíómyndum eða lesa myndi glæpasögum og svo hefur verið að tala um að þetta viðgangist og ég hef mestar ágjörð því að lögin okkar ná ekki eins og utanum þetta vegna þess að við erum kannski ekki með okkur bara dættist ekki hug en aftur á móti skulum við ekki gleyma því að ég meina það eru alls konar mál sem hafa komið upp í gegnum tíðina, ég meina Geirfinnsmálið og hvernig menn voru að rannsaka það og það fór og við á Sunnu sem þekkjum það líka þegar sprúttmálin voru þegar rannsóknarlögreglan gekk svo langt fram að hún bara setti sprútt í skotti hjá sprúttarsalanum að þeir gátu aldrei náðunum þannig að það var að rísa mál ég að segja, það er ansi margir hluti sem að gera, við erum ekki alveg þó ég að vera að segja að við erum saklaus að það hefur margt gerst í gegnum tíðina en þarna erum við bara komin í nútíman þar sem að tæknin orðið meiri og menn eru kannski orðnir á svæsnari, ég veit það ekki en aftur, við höfum eftir að fá miklu meiri skýringar og upplýsingar þetta en þetta er eiginlega eins og þetta er eins og bara skáldsa Mér heyrist einhvern veginn að Ólafur Þór Hauksson sem er núna ekki héraðssaksóknari, hvað heitir það? Jú, kannski. Jú, er ekki héraðssaksóknari. Já, að hann, menni, tveira sem störfuðu þar og það er alveg ljóst að þeir höfðu farið í ykkur gögn í heimildarleysi áður eða hættu. Það er auðvitað það sem er langt alvarlegast í þessu. Það er þessi móralla bak við þetta og að menn í lögreglunni skuli gera þetta. Þetta er svo slæmt fyrir lögregluna. Þetta er auðvitað álitssnekkir að svona siðferði skuli viðgangast eða það skuli, menn skuli bara yfirleitt detta þetta í hug að taka að sér fyrir peninga að njósna annað fólk. Það er eitthvað sem okkur dettur ekki í hug að lögreglan geri. Nei, en svo var einn þessara manna, afbrótafræðingurinn fyrir löggan, hún var líka í svona þjónustu fyrir Samherja, sem menn kölluðu skrimsladeild Samherja. Hann var innanborðs þar. En þeir voru náttúrulega líka grunnaður það að hafa farið með gögn út á sínum tíma og síðan var það mál fellt niður. En núna veltum maður því einmitt fyrir sér hvort að hafi verið einhver fótur fyrir því. Að þeir hafi verið búnir að vera nálgast einhver gögn. Já, það er náttúrulega eins og í Samherjamálunni, ég ætla nú skulum ekki að tími það, en þar eru náttúrulega tvær hlíðar og en það er tengsl á milli samt, þessi sami maður var að vinna fyrir Samherja. Algjörlega, og svo náttúrulega Ólafur er náttúrulega sérstakur saksóknari og það var náttúrulega sérstakt embætti sem að gerir máli kannski alvarlegra, en ég að segja, mér finnst bara mikið, ég held og ég held ekkert með það virðist vera bara að Ísland er bara eins og allstar annar staðar, að það eru einstaklingar sem eru bara að starfa við það
að uppljóstra, hvort sem það heitir framhjáhöld eða ég segi framhjáhöld af því að það er bara einhvað sem er bara hluti, þú ert bara hérna sérstakur bara sjálfstæður rannsóknaraðili og bara gerir ýmislegt og það er greinilega bara business hér og það er svo bara líka tæknin orðið svoleiðis að einstaklingar geta haft aðgang að tæknibúnaði sko, sem Stasi hefði ekki geta látið sér dreyma í sínum viltustu draumum sko, hérna leyniþjónustu landa sko. Það er hægt með lítilli fyrirhöfn að taka allt upp í hljóði og mynd, elta bíla, elta einstaklinga, kortleggja ferðir bíla og einstaklinga í gegnum síma og hvað sem sko, þannig að í sjálfu sér þetta sko já, ég veit það ekki, þetta er að minnstakosti, það er miklu greiðari aðgangur að því fyrir einstaklinga með til þess að gera lítilli fyrirhöfn að gera eitthvað sem sko leyniþjónustur landa hefðu verið fullsæmdara fyrir 40 árum. Mér finnst svo frábært þó að við skulum eiga fjölmiðlar sem að geta flett og annað svona. Það finnst mér gott og við mættum gjarnan eiga fleiri fjölmiðla. Ég finnst það náttúrulega mikil synd hvað þeir eru fáir. En þó að það skulle vera til fólk sem að leggur sig út í það að fletta ofan á svona málum. Helgi Selja nú kon aftur á RÚV. Já, svo er þetta náttúrulega tilviljunarkennt sko. Þið sjáu það sko, þau hérna, hann kynnti þetta sem upphaf á einhvers konar legamáli, stórum lega, eins og, ég meina við höfum séð svona stóru lega frá Wikileaks og fleiri sko. Og þá er í rauninni það sem er líka kannski svolítið ókveikjandi við þetta er að það er einhver staðar að velja það sem lekið er. Það er líka partur af þessu. Að það verða til einhvers konar massi af upplýsingum sem einhver sem við vitum aldrei kannski hver er að taka ákvörðunum þessu legum við ekki. Já. En er það lekin þá fer ég bara aftur í bara Samherjamálið sem svo verið að segja að ég nefndi ekki að tala um það en ok. En þar var sko talandi leka og ekki leka. Þú veist, hversu langt eru menn að ganga til þess að ná upplýsingum? Bæði rannsóknar blaðamenn og svo rannsóknar aðilar fyrir einhvern aðila og svo framvegis. Hversu langt mega til dæmis fjölmiðlamenn ganga? Mega brjótast inn í síma? Mega hlera samtöl? Mega þeir í skjóli, svo bara í skjóli nafnlindar að þá er það bara þriðji aðili og svo bara, nei, hann lét okkur fá þetta og við mögum ekki segja nafni hans. Já, það er þetta tekist á þetta út allan heim, eins og þið menn í máli prinsins í Bretlandi og svona, það var hleraði símar og hvernig fjölmiðla brugðust við því eftir á Sky á hvaða borga eða Daily Mail gerði það líka. Þetta er margt af þessu málum eru þetta alls konar grensumál, en margt af þessu líka eins og ég segi, veistu ekki alveg uppruna. Þetta er kynnt sem legamál hver lag. Já, það er forvitnilegt, mjög svo. Það er forvitnilegt. Það virðist reynur og hópnum, sko. Já, það virðist líka vera, sko, að einhver staðir eru menn að taka ákvörðun það, að þetta látum við lega en ekki þetta, þannig að þú fær kannski aldrei heildarmyndina af þessu. Ég verð að segja ykkur það, að ég saklaus Íslendingurinn, að ef ég hefur verið að fá hvort sem að er bara á Messenger eða bara á einhverjum spjallforritum, kannski bara verið að tala í síma með einhvern og svo bara skilaboðin eitthvað svona, þá hugsaði ég alltaf bara, já, ef þetta fyrir fjölmiðla og ég bara segja hálfkvenna vísur að menn geta verið að tólka það einhvern veg, það er einskjöld að vera skýr og vera ekki að senda bara einhvern út í lofti. Það er bara, sko, maður er orðið meðvitaður að þetta er bara þetta er ekkit, þú ert ekkit óhöldur. Nei, fólk þarf náttúrulega að læra að passa sig með alla þessa samfélagsmiðla, sko, hvað þú segir. Mér að segja einu sinni fyrir nokkuð mörgum ára síðan, að þá er ég blaðamaður á DFF og mér er búið að koma á ákveðna lögmannsstofu í bænum. Og þar eru mér afhent mjög merkileg gögn, bara alveg sko frá fyrstu hendi. Og ég tek á móti þeim og ég geng svona rólega upplöga við upp á DFF og veit hvað ég að gera. Svo þegar ég kem upp yfir, þetta er nú eftir háti og aldrei þessu vant, þá var Jónas Kristjánsson enn í vinninni. Þannig ég fer inn til hans og sína honum þetta og hann bara segir, þetta er aldrei svo frétt í þessu. Og þá segi ég já og þá sagði hann, hvað þetta hugsa? Þá er ég hugsa að sá sem lét mig hafa þetta, hann hefur gagnað þessu. En svo er ég búin að vera að hugsa, sama hvaðan gott kemur. Og það sagði hann líka.
Já, þetta líka, sko, ég held að þetta nú gamalt siðferðismál fréttamanna og fjölmiðla. Sko, þeir eru alltaf þess vitandi og meðvitandi, blaðamenn, fréttamenn, fjölmiðlar, að oftast það þannig í legamálum af þessu, þegar þú ert að fá upplýsingar bak við tjöldin og ert að treysta á hérna, að þá það oftast, eða að minnst kosti mjög oft, sem annarlegur tilgangur á bakvið þann sem að leka þessu. Það að segja að hann eða hún eða hver sem þetta gæti hugsanlega verið að reyna að ná sér niðri á einhverjum einstaklingi, stofnun eða einhverju slíku. Hann hefur einhvern hagað þessu, beinan eða óbeinan. Það breytir engu hins vegar eðli og efni málsins. Og þó það sé þannig að það sé annarlegur tilgangur á baki, hefnd, fjárhagslegur ávinningur hugsanlega, eða hvað sem það breytir engu efni málsins. Það verður alltaf, fréttamaðurinn eða fjölmiðlinn verður alltaf að leggja bara sjálfstætt mat á það. Þetta mál alveg burt séð frá hugsanlegum hagsmunum þess sem lagði? Það rýrir ekki málið sjálft gagnvart fjölmiðlunum og almannahagsmunum. Og hittu náttúrulega upplýsingarnar að vera traustar, þegar maður verður ekki að treysta í þetta leið. Já, það þarf alltaf að gera. En svo má líka segja, sko, þetta bara góð pæling, vegna þess að, sko, ég í samkeppnisrekstri, ég hérna með skipafélag og það bara óþolandi aðili komin inn á markaðinn, eða þú veist, að reyna að komast inn á markaðinn og bara við erum bara, ég ekki að tala samráði eða svona, ég bara tala bara almennt í business. Að það þá leiðin á markaðinn að bara fá einhvern til þess að hakka upp síma eða taka upp gamalt mál eða, ég meina, Björgólfur mjög umfangsmikið, mér hafði ekki eins og kvarla aðmennum að því það sem þú sagðir. Hvaðir á bakvið að leka einhverju og að sitja á svo upplýsingum hinga og þanga og bara til þess að ná sér niður á einhverjum. Ég bara... Já, ef það eru sko einhver rangindi í tabli, sko, þá það verið frétt en ekki bara eðlilegt svona olbúaskot eitthvað, þetta verið að vera eitthvað. Ef þú telur það eiga erindi við almenning og vera siðferðislega rátt. Það náttúrulega það sem að fjölmiðlamenn þurfa alltaf að spyrja sig. Það alltaf grundvallarspurningin alveg án tillits til hagsmuna þeirra sem lágu málinu í upphæð. Þú séu ykkur bara Watergate líka. Það er nú stærsta lekamál sem nokkuð tíman hefur komið upp og áhrifamesta. Nú eru komni menn í vinnu hjá RÚV sem að nenn að fara í þetta eða? Nei, ég meina, akkur þetta að koma upp núna? Það það sem ég bara velta fyrir mér. Ég meina, Watergate var nú bara, það var eitthvað bara að gerast akkur og þá, en þetta gamalt mál og akkur núna. Nei, þetta er bara áhugaverð pæling án þess að fara að gera eitthvað lítið úr málinu. Já, mér langar svona skiptum að sko, ríkisstjórn Íslands svona, mér finnst sko gagnrýnin á hann oft svolítið hjákátlega að hún kemur frá þeim sem kannski voru að stjórna áður, ekki svo langt sem þau stigu frá borði, en þetta sko Hanna Katrín Friðriksson, hún alveg eitilhörð á móti útgerðinni, alveg eitilhörð og þú forseti bæjarstjórnar í Vestmannaeyjum, þar titringur út af þessu vantalega? Já, og það má líka segja að þetta sé kannski eiginlega tvískipt viðbröðin í þessu. Það að segja, við sjáum sem var nú reynda svolítið skrítið í aðdraganda þessa máls að þá var einhvern veginn, fannst mér dálítið klaufalegt hjá ríkisstjórninni að líta og kalla eftir samráði við þá að vera að tala hagsmunaaðila sem væri þá bara útgerðin. Sveitarfélögin hafa líka alveg óumdeilanlega og óvéfengjanlega hagsmuni í þessu máli og þú getur annars vegar litið á þetta og þið sjáum það líka til dæmis taktíkina sem samtök fyrirtækja í sjávarútvegi beitir. Þeir á klókindi sínum vita sem að það ekki margir sem hafa samúð með þeim eða telja þá með einhverjum hætti að himinin sé að hrynja yfir þá þó að veiðigjöldin hækki 9 milljarða á ári í atvinnurekstri sem að skila 94-95 milljörðum í árlegan hagnað. Þannig að í fyrri auglýsingaherferðinni til dæmis hjá þeim að þá nálgast þeir þetta út frá sveitafélögunum, ekki út frá sjálfum sér. Af því að þeir vita að það auðveldar að kalla fram samúð og skilning, við lifum öll á sjávarútvegi eins og sagt í auglýsingunum, en ekki út af því að þeir reyni að kveikja einhverja samúð með útgerðarfyrirtækjunum sjálfum. Þannig að þetta eiginlega tvenns konar hagsmunir í þessu, þetta það sem snýra sveitafélögunum og hitt sem snýra þessum fyrirtækjum.
og ég fyrir mína parta horfandi á þetta af þeim stað sem ég að þá þetta auðvitað þannig eins og þetta hefur verið presenterað. Mér finnst ýmislegt klaufalegt í aðdragandanum hjá ríkisstjórninni. Skil hvað að baki liggur í þessu. Mér finnst viðbrögð SFS eða samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi út úr öllu korti. Yfirdrifin og ýkt og svona úlfur eins og allt sé að fara til fjandans. Þeir þurfa að segja upp fólki, verðmæti fyrir 53 milljarða eiga tapast. Það þarf að reka fólk, þá að hætta að vinna fisk, hann fer í vinslu óunnin til útlanda og þar fram eftir götunum. Og leggja niður fyrirtæki? Já, sko, mér finnst þetta yfirdrifin viðbrögð að þessu leyti. Mér finnst eins og mjög sönsuð og skynsamleg viðbrögð hjá samtökum sjávarútvegs sveitarfélaga sem hafa nálgast þetta mál og gagnrýnt þetta út frá öðrum forsendum. Meðal annars að það fylgi ekki greining á því hvað áhrif þetta hefur og þar fram eftir götunum. En ég veit það ekki. Ég eiginlega ekki alveg ánægður með framgöngu stjórnvalda í þessu. Mér finnst ekki hafa staðið alveg rétt að þessu. Mér finnst að sumuleyti viðbrögðin hjá útgerðinni sjálfri jaðra að minnsta kosti á köflum við að vera fáránleg og allavega yfirdrifin. Þannig að svona við sjáum hvað setur hverju þessu vindu fram. Já. En þetta skiptir okkur öll máli svo sem, þetta eitthvað bara heitasta pólitíska máli núna. Já, náttúrulega þetta ekki mál sem að ég hef sett mig kannski mjög mikið inn í, en sko, ég sammála því að þessi viðbrögð virka á þann sem að bara horfir á þetta utanfrá, óskaplega yfirdrifin og barnaleg, enda hefur þetta farið illa í fólk, þessi auglýsingaherferð og þessi lætöll. Mér finnst... Sko, ég hef náttúrulega hlustað á Hönnu Katrínu og mér finnst hún ótrúlega traustvekjandi. Ég verð bara að segja það, mér finnst hún svara vel og halda sér ofboðslega vel og hvort hún heldur þetta alveg svona út, það kemur bara í ljós. Hún segist hafa tekið tillit til athugasemdar sem komið fram og þau hafa hækkað þetta frítekjumark hjá litlu fyrirtækjunum og svo framvegis. Nú ég alveg vissum að þið eru kannski ekki alveg sammála mér þetta. Ég bara horfi á þetta sem utanaðkomandi aðili og mér finnst hún virka mjög eins og hún viti alveg hvað hún að gera. Það var með mútið Sigur Inga í Kastljósi, það var alveg í vikisla. Já, hún var alveg sakalega öflug þar. Það aldrei hægt að stjórna landi á ömund. Að einhver hafi það betra en einhver annar eða eitthvað annað. Það þarf að vera einhver útreikningur, það þarf að sýna fram á eitthvað. Að segja að þið græði svo mikið pening hvernig eru að tala um sjávarútveginn í heilsinni, eru að tala um landvisluna, hvað eru að segja? Nú hefur komið fram, ég meina byggingaverktakar eru þeir sem eru að græða mest samkvæmt öllum súluritum og annað, eigum að vaði þá, mér finnst það ekki rök sko. Aftur á móti þetta með auðlindina, hvað á að greiða fyrir auðlindina? Við skulum athuga það og mér langar fyrst að segja, fyrir ekki ég ætla að bakka hans hérna, mér langar fyrst að segja, sko, það hefur alveg komið fram, þú veist, kannski þarf þarna greiðslan að vera hærri. Kannski verðum við bara að fá meira fyrir þetta. Það bara sjónamið. En þá, hvernig ætlar að fara þangað? Að vera grjótharður og ekki? Ég ekkert voða hrifin af stjórnmálamönnum sem að, sko, svo grjótharðir að þeir hlust ekki, sko. Að ég reyndar mjög hrifin af Hönnukötu en ég en almennt en þarna að ég til dæmis sko áður en þetta kemur upp þá vissi ég var þarna formaður Samtaka verslunar og þjónustu og var í framkvæmdastjórn Samtaka atvinnulífsins og í stjórn og ég veit að landvinnslan hefur verið til mikil umræðu. Við vorum að hafa áhyggjur af því þegar maður horfði á landsbyggðina og annað að útreikningarnir sýna landvinnslan er ekki gróðra stöðin hjá sjávarútvegi og að þetta ekki hótanir, það bara þú ert alltaf að hámarka virði. Akkur haldið þessi fullt af fyrirtækjum sem að vinna bara akkurat engan fisk og að flytja bara frosinn til útlanda. Það vegna þess að þeir fá mest út úr því og það eru helst þessir gömlu kallar og konur sem að þrjóskast í landvinnslinni og maður hefur áhyggjur af því, segja maður bara nei, ég ætla ekki að gera þetta. Annað sem að mér finnst athyglisvert, sem að ég gerði mér ekki grein fyrir og mér finnst þetta góð rök,
Það eru við það að fara að búa til einhverja norska leið til þess að mynda verðmæti á hvernig á að selja eða hvað markaðsvirði fisksins til landvinnslunar. Noregur, ef það er rétt, ég heyri þetta bara í umræðu þætti, bara ef það er rétt að sjávarútvegurinn í Noregi sé ekki að greiða veiðigjald, sjávarútvegurinn í Noregi sé ekki að borga hafnargjöld og sjávarútvegurinn í Noregi er ekki að borga kolefnisgjald. Þessi 3 gjöld sem er á útgerðinni hjá okkur, ef það er rétt, en ekki í Noregi, hvernig getur við þá borið þetta saman? Er þetta borið saman, er þetta epli og epli? Og síðan í þriðja lagi, að það er ekki eins og ég hafi ykkur að hagsmuna að gæta, það er ekki neitt, sko. En í þriðja lagi, þá hef ég alltaf borið mikla virðingu fyrir útgerðinni og því sem að við fáum í gegnum skatta og annað, vegna þess að önnur ríki eru að ríkis styrkja sjávarútveg. Og ég bara velti fyrir mér, þú veist, eru við svona klárið eða akkur eru við og gengur þetta svona vel hjá okkur? Aðganga fiskimiðum sem aðrar þjóðir hafa ekki. Það er líka Noregur og líka, það er algjörlega þannig. En ég bara segja, ef að við erum að hámarka verðmæti þetta mikið, að það er bara frábært vegna þess að þegar pabbi að bæjarstjóri í Njarðvík, að þá var 7 stjarnan þar og ég ætla ekki að segja ykkur, Njarðvíkurbær var næstum farin á hausinn vegna þess að það var eilíft verið að styðja og borga inn í fyrirtækið. Það voru svo margir sem hefðu misti vinnuna í Njarðvík ef að það hefði farið á hausinn og það sem að bærin var að blæða út af þessu. En geta að borga meira örugglega, en reynum að vinna þetta þannig að það sé þá sátt og þá getur útgerðin ekki koma og sagt nei, við ætlum ekki að borga meira. Ef að ríkisstjórnin ákveður, við ætlum að ná 10 milljörðum að nút og þá bara, ef að þið segja að þetta sé svona, láta okkur þá vita hvernig á þetta vera. Menn verður þá bara ég held að við séum að bera saman, sko, það er engin vafi á því að ég tek þetta fram að í grundvallaratriðum hef ég stutt og verið í vörn og sókn fyrir þetta fiskveiðistjórnunarkerfi. Það er hins vegar á því nokkri gallar sem aldrei hefur verið hægt að taka upp til að lagfæra vegna þess að það hefur aldrei tekist að fá neitt samtal við sérstaklega stóru fyrirtækin í sjávarútvegi lagfæringar á þessu kerfi sem ég segja er í grundvallaratriðum gott því að það skilar okkur best rekna sjávarútvegi líklega í heiminn. Kerfið sjálft. Þannig að það er engin að deila það og það er engin að bera þetta saman við sjávarútvegskerfi eða fiskveiðistjórnunin í Noregi sem í samanburði við Ísland er með allt niður sig enda er þetta engin aðalatvinnuvegur í Noregi. Þeir hafa sína olíu og alls konar hluti aðra sem þeir græða miklu meira á. Það eina sem er verið að gera í þessu núna, þessu frumvarpi ríkisstjórnarinnar núna, þess vegna gefur þessi seinni auglýsingaherferð SFS líka rangamind vegna þess að það er engin að taka upp norskt kerfi í sjávarútvegi. Það er engin að leggja það til. Það eina sem er verið að gera, það er verið að reyna að finna einhver staðar vitibori markaðsverð á uppsjávarfiski. Það er til verð á bolfiski. Hann er seldur á markað á Íslandi. Það er ekki gert á varðandi uppsjávarfiski. Þannig að það er verið að finna einhverja vitræna leið til að búa til annað verð eða rétt verð sem er einhvers konar markaðsverð eða heimsmarkaðsverð. Þannig að það verði ekki bara til í einhverju milli deilda viðskiptum fyrirtækja hér á Íslandi á hvað selur vinnslustöðin í Vestmannaeyjum sjálfri sér uppsjávarfiskina. Þannig að það er bara verið að taka upp það kerfi. En sjávarútvegurinn sjálfur getur á nokkra sök á því hvernig menn upplifa þetta einfallega vegna þess að þeir hafa ekki verið til viðræðu einu sinni lagfæringar á því sem allur heimurinn sér og frændans að er rangt við kerfið. En það kemur í sjálfu sér ekkit veiðigjaldinu við. Það eru bara alls konar hluti. Auðvitað er þetta líka þannig og ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að veiðigjaldið, andlagið á að ákverðast af því hvað er dregið upp úr sjónum en ekki á því hvað er inn í bókunum hjá fyrirtækjunum. Það á bara að vera einfallega þannig að það er til gjald og þú veist sjálfur þegar þú ferð að gera út alveg sama hvort þú ert trillukall að gera út á krókaleifi eða hvað sem þú ert að gera að það er til auðlindagjald og það er x krónur á hvert kíló af þorski sem þú dregur upp úr sjón. Andlagið eins og núna er gert er það sótt inn í bækur fyrirtækja.
í einhverjum milli deilda viðskiptum sem þú hérna í staðan fyrir það bara. Þess vegna þetta og það finnst mér að vera til dæmis skilgreining, hver munurinn á skatti og auðlindagjaldi. Skattur, eins og allir vita, sóttur inn í bókhald fyrirtæki og einstaklinga. Þú ert með ákveðna tekjur, samkvæmt bókhaldi og þú borgar skatt af því, hvort sem það útsvarið að tekjuskattur. Þú átt ekki að sækja andlagið í auðlindagjaldi með sama hætti. Það bara þannig að þú þarft, ef þú ætlar að veiða þorsk á Íslandi, að þá kostar það x krónur á hvert kíló. Þá veistu það fyrirfram. Þegar þú ert að reikna út, borga sig að gera út bátinn minn ekki. Ég þarf að borga þjóðinni, eigandanum, ríkinu, x krónur fyrir hvert kíló á þorski. Þar verður andlagið til, en ekki inn í bókunum. Þetta munurinn á auðlindagjaldi og skatti. Hér menn að rugla þessu saman. Þeir segja þetta heiti veiðigjald. En eins og þetta sótt og praktiserað, þá þetta de facto skattur. Og það einn gallinn á þessu kerfi, sem til dæmis, mér finnst að SFS, eða samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, hefðu sjálft átt að hafa frumkvæði að því, að hérna laga eða minnstakosti vera reiðubúin að ræða þegar þessi umræða kemur í gang. Já. En svo líka þetta með uppsjávarfiskinu og verðið í Noregi, að það ekkert langt síðan að norskur bátur landaði hérna heima á tvöföldu verði á því sem að íslensku bátarnir á. Þetta náttúrulega hefur umkostunarefni sjómanna á uppsjávarskipum mjög lengi. Og þegar ég var til sjós og þá var alltaf, við vorum að veiða eitthvað 4-5 sinnum meira per haus heldur inn í Noregi. Og menn held að við væri þá svona mikið duglegri, en við erum bara svo lánsum með fiskimiðin. Það bara þannig. Það bara þannig, við erum mjög lánsum með þetta. Það ekki líka, að við erum líka búin að fjárfesta vel. Við erum með svakalega tækni og að koma í frystihúsinu landið, nýsköpunin og þessi fyrirtæki í kringum sjávarútveginn sem að ekkert í eigu sjávarútvegsfyrirtækjara. Þetta bara nýsköpunar fyrirtæki sem hafa blómstrað, að þeir eru með að segja núna farnir að nýta hvernig þeir skári fiskin út og farnir að selja til þess að hreinsa bein af kjúklingi. Þróun hefur verið það mikil. Og það sjá bara þessar vélar, að því að ég vann í frystihúsi þegar ég var barn, að þá alveg ótrúlegt hvað vélarnar og hvernig þróun hefur verið og nýsköpun á Íslandi kringum þetta. Þannig að fjárfestingarnar hafa líka verið að skapa þetta. En ég veit ekki ég held að ég hef bara áhyggjur af umræðunni, ég skal segja ykkur það. Það eru 10 manns sem eru fram að sjónvarpi núna og garga á mig. Skiljiði, og örugglega fleiri, miklu fleiri og sama með ykkur sem eru á hinni skoðunni. Það aldrei hægt að ræða málefni, bara almennt, þú veist, bara ræðum þetta bara hver rökin, ég sammála því sem að þú ert að segja, hluta til og ósammála og svona, bara tökumst á, mér bara góð rök sem hafa komið á Páli og mér og þér og þú veist, og ræðum þetta bara. En ekki bara, nei, ég ætla að halda mig við þetta sama hvaða, þegar helvítisútgerðin getur bara borgað meira, annars getur þið bara skila þetta eitthvað sem við erum náttúrulega öll unnið einhver staðar í fiski, það varla til sá, ég meina, ég var að vinna í þarfyrstustøðin í Reykjavík, bara hérna niður á Granda og ég var svo lítil, ég var 13 ára þegar ég byrjaði þar og ég var svo lítil, ég var sett fram í móttöku og ég átti að moka upp á reimina, ég gæti ekki lyft skóflunni. Hvað þá ég kæmi karfanum upp á. Það nú eitthvað búið að gerast í tækninni síðan En ég meina við erum einhvern veginn svo mikið í þessu og teljum okkur öll vita best. En mér finnst til dæmis, svo líka athyglisvert, það sem að koma fram núna, það í sambandi við strandveiðarnar og fjölgadögum og auka strandveiðar og allt þetta. Af því að mér finnst þetta gaman að því að frændi minn sem býr út á landi, hann fór inn í kvóta, hann með smábát og þetta nú ekki alveg svona mikið rómatík í sólinni það sem að eru þessi gömlu kalla með kasketinu og að veiða einn og einn, þetta eru bara hraðbátar sem að fara á sjóin og heimatur og á sjóin og heimatur. En og hann bara með þennan bát og fer síðan í kvóta, þegar maður búið að fara í kvótan og bara sagan og allt þetta og hann fær kvóta. Og til þess að verða arðbæri í sínu, að þá kaupir hann kvóta félag, eða bara manni sem var bara í sama litla sveitarfélaginu og tekur lán fyrir því og kaupir kvóta.
Og þá átti þessi hinn aðilinn sem að seldi honum kvótann, þá átti hann skip. Heyrðu, það var bara hálf ári seinna. Það var bara minn maður sem seldi kvótann og bara hefði náttúrulega geta bara að lifa góðu líf á Spáni í flottu húsi. Og Steini frendi bara að vinna fyrir þessu. Nei. Þá bara fekk hann strandið kvóta útlendan. Af því að hann átti bara, að það er bara hérna, já, gjör svo vel vinnu minn. Þú veist, ég finnst þetta bara mjög skrítið. Ég bara, fyrir ekki, ég skil þetta ekki. Sko, menn seldu sig út úr einhverju kerfi, síðan í kerfinu breytt, þeir gáttu byrjað að veiða aftur, við hliðin á þeim sem keyptu, sko, með láni. Þannig að hann átti ekki nema helminginn af þorskinum sem hann dró upp, sko, meðan hann sá sem seldónum hann, átti sinn þorsk allan, af því að kerfinu hafi verið breytt í millitíðinu. Alveg frá því að kvótakerfið sett á, þá var hægt að finna þessi dæmi, en eins og ég hef oft sagt, sko, það er hægt, eins og þið munið, þá gerðist þetta í 2 skrefum. Núverandi fiskveiðistjórnarkerfi eða núverandi kvótakerfi. Fyrst er kvótakerfið sett á, það er að segja aflamarkið. Og það var ákvarðað þannig að það var tekin, og þetta var mjög einfalt, það var tekin bara veiðireynsla þessara báta, hvað höfðu þeir veitt, prósentuelt mikið af heildar aflamarkinu, næstu 4 ára á undan, og svo fengu þeir þann kvóta úthlutaðan á sínum tíma. Þá var þetta fiskveiðistjórnarkerfi. Svo gerist það nokkrum mánuð seinna, 4 ef maður rétt. 91, já, þá er sem sagt verður framsali til. Þá ertu allt í einu áttu eign upp á þetta, þar sem þú áður átti rétt til að sækja sjóinn upp á þetta. Og sko, þegar þetta er gert, þá er vel hægt að segja það með allgóðum tilfinningarökum að þá hafi orðið til eitthvað mesta óréttlæti sem stjórnvöld hafa látið yfirmenn ganga. Það er að segja, þegar tilteknum aðilum, tiltekinni sort af þeim sem áttu allan hæginn af því að sækja sjóinn, var afhentur þessi kvóti. Þetta segir, þetta er búið og gert, og það sem, ef mönnum finnst þetta hafi verið mjög óréttlátt á sínum tíma, þá breytir það ekki því að þetta verður ekki réttlætt aftur á bak. Vegna þess að allur kvóti sem veitu núna við Ísland, eða yfir 90% af honum, er keyptur kvóti. Þetta er sem sagt full framið óréttlæti og verður ekki afturkallað. Þannig að menn verða að taka á þessu kerfi með öðrum hætti heldur en að kvarta yfir því sem gerðist þegar kvótakerfinu var komið á. Þá spyr ég sko að sko, nú var ég ekki að segja, en einmitt í þessu sko að allir sem hafa keypt kvóta frá 91, þeir vita það að hvað stendur í 1. grein laga stjórn fiskveiða. Fiskunni, við í Íslandi eru sko sameign íslensku þjóðarinnar. Það vissu þeir. Er það ekki? Það hafa menn alltaf vita, sko. En síðan hafa menn náttúrulega, svo er þetta mikið lagaþvæla í kringum þetta, hvernig þetta stendst. Menn líta á þetta, til dæmis útgerðirnar, og með nokkru rétti að hvað heitir þetta? Þetta heitir, held ég á lögfræðimáli, ívilnandi stjórnarathöfn sem ekki verður tekin tilbaka nema með bótum. Það stendur svoleiðis í íslensku lögum. Það er að segja að þú ert búin að kaupa þér eða fá einhver réttindi af hálfu stjórnvalda, ef það á að taka það tilbaka, sem er náttúrulega ekki verið að gera með því að hækka veiðigjaldið, sko. En ef þú ætlaðir að taka það tilbaka, ef þú ætlaðir bara að hætta bara með þetta kvótakerfi og taka upp eitthvað allt annað kerfi, jafnvel þó að kerfi sjálft, svo ég þreytist nú ekki á að segja það, er búið að sanna sig. Vegna þess að það gerir tvennt, það uppfyllir 2 af 3 megin skilyrðum sem fiskveiðistjórnarkerfið á Íslandi þarf að gera. Í fyrsta lagi þá þarf það að tryggja eins sjálfbæra nýtingu á fiskistofnunum okkar eins og við höfum vit til. Og það gerir það. Við förum hér eftir ráðleggingum fiskifræðinga, svo geta við deilt það hvaða eru nákvæm vísindin á bakvið það, en eins og við höfum við til að þá eru við að nýta þessa auðlind okkar rétt að bestu manna yfir sín. Í öðru lagi er ég sannfærður það að þetta fiskveiðistjórnarkerfi er að skila okkur arðsamasta, sem sagt, mesta heildararði af nýtingunni á þessari auðlindi sem mögulegt er til þjóðarinnar. Þriðja atriðið uppfyllir hins vegar ekki. Þriðja skilyrðið fyrir þessu kerfi ætti að vera það að þetta kerfi þarf að vera í sem mestri sátt við þjóðina. Það þurfa sem flestir að skilja hvernig það virkar, upplifa það sem réttlátt að svo miklu leyti sem það er, og það gerir núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sannarlega ekki. Vegna þess að mönnum hefur misheppnast
að gera það nógu trúverðugt að vinna þetta í nógu mikið til sátt og þar við marga að sagast stjórnmálamenn, atvinnugreinina sjálfa og fleiri. Nú er sko verið að undirbúa næstu seríu verbúðinni. Það verður mjög gaman að sjá hvernig þau taka hvernig þessi mál þróast, sko. Já, þetta svo lifandi núna, það svolítið. Já. Já, ég meina það finnst öllum þetta að koma sér við. Nei, mér finnst þetta mjög gott sem að þessi yfir hjá Páli vegna þess að fyrrverandi sjálfstæðismaður, þú gleymdir að nefna það áðan. Eða núverandi, það eftir hvernig á það litið. Já, hann kannski komin í andstöðu í Eyjum, í bæjarpólitíkinni. Nei, já, við höfum alltaf vinnið vel saman. Sko, það sem ég langar bara að segja mér finnst þetta bara frábært að við komum þessu að þeir geti, að því að fólk enn að tala að fengu gefinskvótan, þú veist, og reyna að spóla tilbaka og þetta með að 90%. Nú við sum fyrirtæki sem eru starfandi enn sko, þau fengu úthlutun. Já. Og það er samt þau hlutfall sko ruglast. Ég held að þetta er auðvitað mismunandi eftir fyrirtækjum, einstökum fyrirtækjum, en það breytir ekki þeirri staðrind eins og ég segi að yfir 90% af heildaraflamarkinu við Ísland núna, á öllu aflaheimildunum keypt af og gengið margótt kaupum og sölum og skipst á tegundum og guðum á þetta hvað sko. Það sem ég langaði að segja í þessu samhengi þetta er svo skemmtilegt mál. Já, mér finnst það reyndar. Það er rétt í auglýsingunni, við lifum öll á þessu. Það er það sem að mér finnst, þannig það sko, í atvinnurekstri er algjör forsenda að fyrirsjáanleikin sé góður. Ef ekki, þá fer það að tapa vegna þess að þá fer að haga skringilega. Þú fer að græða mikið núna, skýtt með framtíðina eða skiljið, þú veist að vera að reyna að taka eitthvað út. Þannig að ef við erum að fá gott fyrir þetta, verndum þá greinina, náum sáttum í það. Mér finnst það líka eitt sem að þegar svona mikill fjöldi segir bara þeir geta bara borga meira og fari bara í burtu og þessi reiði út í greinina sem að skila góðum lífskjörum til Íslandinga. Geta þeir borga meira? Örugglega, þeir segja það sjálfir, mjög margir, þá bara náum við sátt við þá líka. Án þess að segja, og ég er alveg sammála því sem kom fram áðan, að þegar að núna eru þeir að hækka frítekjumark út af þessu að lítil og millistór fyrirtæki kvörtuðu. En er það leiðin, ég meina, við viljum ná þessum peningum, en það ekki, það er það aðalatir að ná einhverju, en svo segir útgjörðin að þessar 10 milljarðar, að þetta sé bara stórkostlega vanmeti og sé bara ekki réttur útreikningur og við hefum ekki séð, útreikningur liggur ekki fyrir. Í síðasta ári voru 93 miljón króna hagnaður á útgerðinni. Það getur verið núna, svo er það náttúrulega gengið, nú er gengið til dæmis eins og svo er þetta misjæmt og ég meina það er svo erfitt líka að taka eitthvað 1 ár út úr og segja býttu var loðnubrestur þetta ár eða var það ekki, það munar sko skriljónum og makríllin og þetta, þannig að þetta er ekki bara eins og kaupin gerast á þessari eyri að það er ekkert 1 ár en eitt eins og annað. Það kemur út úr þessu. Þetta er svolítið spurning að þora að bara, það er búið að tala um þetta mörg ár og hver ríkisstjórn fætur annari hefur gugnað á því einhvern veginn að hreyfa við þessu. Svo nú verður bara komið ljós hvernig þetta fer, en það veit enginn nákvæmlega hvað kemur út úr þessu. Ég held að menn gerir sér alveg grein fyrir því. Sko ég þekki Hönnu Kötu vel, bara vann með henni í pólitíkinu sín tíma, líka fyrrverandi sjálfstæðismanneskja, en og ég, sko, hún er brjálæðislega skynsum. Þú veist, þess vegna, sko, þessi að hún sé eitthvað grjóthörð, ég held að skynsemis hlutina heilanum á henni fari í gang og ég trúi því að hún horfi til þess að tekna sem að ríkissjóður verður að fá út úr þessu og finni leið í sátt við atvinnuveginn. Ég vil áfram... Ég held að það sé ekki hægt. Jú, ég trúi því að sé hægt. Þeir spyrna bara við fótum. Nei, ég ætla að segja ykkur eitt, ég var nefnilega sjópaði fyrir og eftir kvótakerfið og eftir kvótakerfið þegar var hérna á vertíð og mjög mikið fiskiri, þá fækkuð við netum. Þá
Af því að þá voru ekki kappi við neitt, sko. Nei. Það bara fækku við nettum, sko. Kappveiðin, þetta var orðið meiri við, sko, í góðu móti. Og vinslan líka, þeir kolluðu bara meiti. En rómantíkin fór náttúrulega dálítið úr þessu, sko. Já, mikið. Aflakóngar eins og Binni Gröf og svoleiðis, þeirra tími leið með kvótakerfinu. En ég meina, það náttúrulega bara, strandveiðarnar eru náttúrulega þannig að það er rómantíkin, hún ekki rómantíkin ekki meiri það, þetta er orðin spýtbátar eins og ég er að segja mjög mikið. Já, þeir með bara fiska eitthvað 700 kíló á dag eitthvað liðs. Nei, þegar ég segja að hún sé hörð þá meina ég ekki að hún sé bara einhver jaki. Mér fannst hún bara málefnaleg. Mér fannst hún bara tala skynsamlega. Mér fannst hún ekki kvika og þetta er rosalega töff mál að fara út í. Já, þetta er ekki, þetta er, ég meina, það er við við anstæðinga þetta, sko. En það er merkilegt að ríkisstjórnin, eins og hún er samsett og bara horfum á og hlustum á það sem við hafa sagt, að fjármálaráðherra, er það ekki rétt hjá mér og það leiðrétti mig og ég er að fara með eitthvað fleipur í beinni útsendingu, að Daði, hann hefur nú verið mjög mikill andstæðingur strandveiðanna. Já, skrifaði fyrir einhverjum árið síðan að það væri fjárhagsleg sóun. Já, ég meina það er ýmislegt sem er, sko. En nú er hann bara öðru hlutur. Menn verða náttúrulega bara ná sáttum eitthvað, það er ekki allir alltaf sammála allt. Nei. Menn náttúrulega bara taka þetta er náttúrulega stóramál ríkisstjórnarinnar, sko. Já. En hann vil náttúrulega ná í einhverja fjármuni, það er þetta alveg ljóst. Nú er hann þar við borðið að hann þarf að fá tekjur. Þetta er bara allt pólitík hjá mér. Ég horfði á í morgun þegar Kristrún Frostadóttir kom fyrir stjórnskipun eftirlitsnefnd út af máli Ástu Lóu Þórsdóttur. Ég horfði á þetta líka. Já. Ég er nú bara að segja eins og ég er ekkert í samfélkingunni, mér finnst bara, sko, henni svo sem bara, og hraðinn sem er búin að vera hjá þessari konu, frá því hún byrjaði í stjórnmálum og hvert hún er komin, og svo þegar maður horfa á þetta, þá er það líka, sko, hún er svo mikið vald á sig eins og þarna það var sótt að henni. Svakalega innbeitt og skýr. Já. En maður hugsaði nú samt, er virkilega verið að fara vel með tímaforsætisráðherra í þessu endalaust, það var 2 klukkutímar, sömu spurningarnar, aftur og aftur, tyggja upp einhver smáatrið, þetta er liðið, þetta er búið og eitthvað það hvort að einhver manneski síma hafi lofað einhver, þetta er svo óáhugavert, sko, bara því ég var að koma hérna, þá horfði ég að þetta, ég var hans ekki nefndi, sko. Já, mér fannst hún En hún svaraði mjög vel og mjög vel. Þeir eru raunlega gáfi henni tækifæri á að vera, sko, langt best. Já. Já, ég sá þetta ekki, en ég svo sem þarf ekkit frekari vitnana við það, sko, hafandi horft hérna á íslenska pólitík í miklu lengur inn í kærum um að muna, sko. Já. 100 ár, tæplega. Það fer að vera. Já. Að sko það er einhver blöðum það að fletta að hún er mikill spútnik í íslensku stjórnmál. Já, hún kemur hérna fram sem einhvers konar stekkur út úr höfði seifs, myndi eitthvað segja, sem eiginlega svona fullskapaður stjórnmálaleiðtogi og er allt í einu, og við getum alveg sagt það, að í það umhverfi sem hún kom, kannski segir eitthvað aðra líka, þó ég vil nú ekki vera dónalegur hérna, að sko þá kemur hún einhvern veginn og sópar þessu til sín og henni tekst að gera það sem mörgum stjórnmálaleiðtogum þar með talið mínum hefur kannski mistekist á síðasta áratug eða 2 að hún opnar faðminn á þessum flokki sem hafði verið að sífellt að þrengjast hér langt skeið eins og hefur gerst eins og gerðist hérna með Sjálfstæðisflokkin sem var þessi víði breiði flokkur samfylking borgaralegra afla á Íslandi og allt svona og faðmurinn var opinn svo þrengist hann og þrengist og flokkurinn minnkar og minnkar sama hefði gerst með samfylkinguna því munið það í kosningunum 2016 og hún var við dauðans dyr ef hún hefði fengið 80 atkvæðum færra þá hefði hún þurrkast út á Norðurlandi eystra. Þar fékk hún kjördæmakjörinn mann. Nei, það er logi í þessu. Já, hún fékk kjördæmakjörinn mann þar þetta var eina kjördæmi þar og hún er sem sagt og hún er svo gott sem dauð 2016. Það er minna en 10 ár síðan. Og hún er núna komin og hann stærsti flokkur í Íslandi.
hvað gerir Kristín? Hún gerir þetta miklu hugrekki öllu saman. Því að það nú, við höfum hort upp á alls konar væringar í þessu vinstri flokkum gegnum tíðina, síðustu áratugina. Hún galopnar flokkin, segja, hér eru bara allir velkomnir. Líka þeir sem eru á móti Evrópusambandinu. Líka þeir sem styðja fiskveiðistjórnarkerfið. Þetta bara víður flokkur og hann getur numið allt frá gömlu eðalkrötunum sem kallaðir voru og voru flesti hverju komnir yfir í sjálfstæðisflokkin og til hinna sem, með öðrum orðum, henni tekst það sem stjórnmálaleiðtogum eiginlega þeirra alfa og omega sem forsætisráðherra Kanada að takast núna eða formanni Frjálslyndaflokksins þar. Flokkurinn var að drepast og hann núna langstærsti flokkurinn aftur. Tala samfærandi og opnar flokkinn og lætur svona vinda gusta hann. Gekk býsna rösklega fram í því að ýta svona til hliðar fólki sem var svona einstrengingslegt vinstri fólk. Helgu Völu til dæmis og fólki svona opnar þetta allt saman og hefur gert þetta miklum bravúr og enda sér maður hvað samfélkinga fólk óskaplega stolt af henni hvað sem á samfélagsmiðlum henni bara takast að búa til stóran flokk Ég var líka flott hjá henni þegar eftir þess að afferð með Dag B að þá fyrst var hún svona töff í þessu svo bara var eins og hún áttaði sig á því nei, ég gerði mistök þá sagði hún það bara þetta voru nú mistök kannski hjá mér ég hefði nú kannski ekki átt að gera þetta svona og segja þetta svona það fannst mér mjög gott hjá henni af því að hún hefur verið svona ekkert gefið mikil færi á því að viðurkenna mistök en hún gerði það þarna og þar með einhvern veginn svona var ekki mikið meira að segja málið hún fer mjög hratt upp og hún áða alveg inni og hún gerir þetta vel og það verður ekki tekið af henni og síðan samfylkingin var á þinginu gargandi út af orkumálunum hún bara, það þarf að virka meira og þá bara flokkurinn að segja að það þarf að virka meira og í útlendingamálunum, þetta var nú þeir sem bara vildu opna landi og allir átt að koma og mátti ekki gera neitt og mátti ekki stoppa neitt eða neitt og hún mjög skynsum og kemur bara með það og allir fylgja leiða á bakveg hana. Hún sterkur leiðtogi. Hún sterkur leiðtogi en við skulum ekki gleyma því að oft þegar að þú fer svona hátt í skíjana þá er fallið rosalegt þannig að af því að þú nefndi Dag og mér datt að huga þegar þú nefndi Dag að því að Dagur mjög farsæll leiðtogi hann mjög vinsæll leiðtogi og það eru stór hópur sem að fylgir Degi og jú, hún baðst afsökunar en hún setur hann í horninu hann út í horni miðað við reynslu og annað hún gerur hann ekki að þingflokksformanni hann jú í einhverjum nefndum og svona settur í einhverja óvinsæla nefnd sem þarf síðan að koma með einhverja niðurstöður og svona en hann ekki að fá það miðað við að hann búin að vera með flokkinn á milli 25 og 30% í Reykjavík og búin að halda völdum og halda flokkonum saman í Reykjavík. En ég held náttúrulega líka að Kristrún hafi gert það sem formenn í stjórnmálaflokkum verða að gera. Við getum tekið þetta samanburð eins og við Kanada þessu náfram eða bara hér. Nýr formaður Sjálfstæðisflokksins þarf að gera það sama og má segja kannski að hún hafi byrjað á því og Kristrún gerði það sannlega það komin hérna nýr formaður við erum ekki að veðja og það ákveðið miskunnarleysi í þessu en það verður að vera þarna fyrir hendi við erum ekki að veðja á gömlu forystumennina ég hér nýr formaður í þessum flokki ég ræð ferðinni ekki Dagur af því að hann var góður í Reykjavík eða og sama þarf auðvitað Guðrún Hafsteinsdóttir að gera í Sjálfstæðisflokki ég meina hún skipti hún gerði reynda það sama sömu leyti við getum mælt þess þetta svona skref hún byrjaði á því að skipta framkvæmdastjóra í flokknum Kristrún skipti þingflokksformann kannski gerir Guðrún það í haust líka það ekki hægt að stýra stjórnmálaflokki eða koma inn sem leiðtogi sem einhverju máli skiptir dýnamískur nýr leiðtogi í flokki sem í alls konar hefðum venjum og einstaklinga hér og þar það verður að vera ákveðin svona vöndur í þessu það bara komin í fórista og þetta hefur Kristrún gert að bara talsverðin kjarki það sem verður áhugavert að sjá það hvernig spilast úr næstu árum að því að við sem höfum ég náttúrulega ekki í pólitík og hef aldrei verið, ég hef unnið með ráðherrum úr öllum flokkum ég hef verið skipuð í verk af fólki úr öllum flokkum og ég hef unnið með held ég
10 eða 15 borgarstjórum og ég meina maður sér svo mikið hvernig þetta fer. Ég meina ég vann mjög mikið með síðustu ríkisstjórn líka. Mér fannst ég vann með Mörgu, Lilju og frábært að vinna með þeim og mér frábært að vinna með þessu fólki núna. En það bara, maður sér svo mikið hvernig, sko, ef maður horfir til þess af Katrínu, hvernig hún fór og svo horfir maður af Kristrúnu sko, og maður að velta því fyrir sér hvernig getur fólk, af því að þegar þú ert búin að vera lengi við völd þá sérðu ekki sjálfandi eins og aðri sjá þig. Nei. Þú sérð ekki að það allir að verða þreyttir á þér kannski. Nei. Og þú sérð ekki hvenær hættumerkin birtast, af því að þú ert bara búin að vera svo lengi á þessum staða, á þessum kalda toppi að þú sérð ekki, þú hefur ekki útsýni, það bara þoka Við höfum nokkuð dæmið þetta. En það er þetta sem, sko, bara frábært hjá þér. Sko, það er þetta sem ég að tala það er það að sko, Dagur ekki þarna í vinstra liðinu, sko. Dagur þegar þeir voru bara 2016, bara skrimt, bara valla komast á þing, sko, að þá var hann enda með pálmann í höndunum í Reykjavík, skiljiði, að þarna þið með svakalega leiðtoga sem að býður í starttólunum, það er það sem ég að tala en hans tími mun koma það er það sem ég að segja hún á að taka hann fram þegar hún orðin öryggi sínu já, þegar allir eru konum með á hreint hverju fórmaður þá tekur hann eða þá að hann tekur yfir ef að henni stikar ég bara segja að bara vika bara... En Dagur var líka mjög klár að hann var ekkert að spila út neina mikla óanægju með þetta. Nei, hann bara býður á bakan. Hann veit að það stundum svo gott að býða. Sá kann allt sem býða kann. Hann klókur. Og þá bara kemur að því að það þörf fyrir þig. Að þá akkurat passarðu í þetta. En það sem ég dáist að með Kristrúnu sko hann hefur mikið þrek, þú tekur alveg eftir í með pólitíkusa, sko, ég náttúrulega þekki Þorgerði vel, hún var auðvitað menntamálaráðherra meðan ég var á listahátu, ég vann mjög náið með henni og maður sér með Þorgerði, sko, að þetta gengur nær henni. Já, við höfum náttúrulega mörg dæmi það, sko, að það hefur ekkit farið neitt sérstaklega vel með alla stjórnmálamenn að verða ráðherra, það ekkit eða verða flokksformenn og fólk hefur bara mismunandi aðferði til að takast á við þetta og hættan alltaf svo, sko, ef menn eins og reyndar kannski bara í öllum eða mjög mörgum störfum að það þegar fólk fer að fá alla sjálfsmyndina sína út úr því sem það gerir frá degi til dag, sko. Þá verður þetta svo þungt og það verður svo erfitt að hætta sem ein ástæðan fyrir því hvað fólk á erfitt með að hætta í pólitík á Íslandi. Að þekkja sinn vitjunatíma, finna það þegar það komið nóg. Við sáum enga sérstaka ástæðu fyrir því nokkurt okkar hér það að Guðni skildi ekki gefa kost á sér aftur sem forseti. Nei, en hann fann það sjálfur. En hann fann það sjálfur og ég held að það sé en sumir sko hanga svo lengi á þessu eins og hundurinn á róðinu að sko ég sá og þekkti marga alþingismenn. Ég satt nú ekki á þinginum í 5 ár. En ég var ofta að hugsa sko þeir sem höfðu kannski setjað þetta sem lengst að þeir voru fyrir löngu búin að týna því erindi sem þeir höfðu ef þeir höfðu það þá í upphafi. Það bara það að þá viljinn til þess að sitja hann löngu búin að kæfa dómgreindina eða skynsemina það hvenær menn eiga að hætta. Öryggið, menn vil ekki fórna örygginu, sko. Nei, og þetta orðið þá eru menn fannir að líta á þetta meira sem starf og ætla að reyna að hanga í því eins lengi og því geta, sko. Eða býða bara eftir því að þeim verði hent út með valdi, sko. Feldir í prófkjörum og kosningum og hætti ekki bara fyrir í rauðan dauðan í staðin fyrir bara gamla viskan það hvað það mikilsvert að þekkja sinn vitjunatíma. Það verður við líka að gera hér. Það sérstök gáfa. Nú erum við að þegja. Við verðum að þekkja okkar vitjunatíma. Ég takk ykkur mikið vel fyrir skemmtilega samveru, Þórunn, Margrét og Páll Magnússon. Takk sömuleiðis. Og Rauðaborðið heldur áfram auðvitað augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
er það komið að ég að fara í leikhús, það er nú búið að vera hlé á því hjá okkur einhvern sinn, ég veit ekki á hverju, en ég fór daginn á Storm söngleik sem að Una Torfa semur tónlistina og textan og leikur og Unnur Stefánsdóttir, hún semur líka og leikstýrir. Mikið rétt. En það sem þetta fjallar svona ungt fólk að þá hef ég gert það og ef ykkur tryggur hlustandi þá veit hann það að þegar það fjallað ungu kynsluna þá kemur Sóley Lóa Smáradóttir, dóttir mín alltaf með mér og ég vitna alltaf í hana og ég stundu sagt að Sóley sagði að þetta hefði verið frábær sýning. Það var allir svo glaðir og svona. Þannig ég ákvað bara að Sóley kæmi bara sjálf með mér núna. Af því að hún sérfræðingur minn í því að greina það hvort að höfundar og þeir sem setja upp ná einhvern veginn að ná utanum ungu kynsluna. Því það er vitað að það margar útgáfur ungu kynsluna, það eins og hún eins og við gamla fólki sjáum hana. Einmitt, bara frábært að hafa Sóley. Herðu, en af hverju það þessu að setja upp sýningum unga fólkið? Þetta sýningum ungu kynsluna. Já, en ég meina við vorum náttúrulega öll einhvern tímann unga, það ekki? Þannig að þetta líka einhver svona nostalgísk þrá kannski sem blundar innra með mér að, þú veist, halda í eitthvað sem að ég man mjög skýrt og svona smá saman að feita út með árunum. Þannig að þetta náttúrulega bara númer 1 og 3 það að vera manneskja á tímamótum og þetta saga áfall og saga Ekki eftir að segja að þú séð svona, þetta kallað að vera svona eins og blóðsuga. Finna ykkur ungu kynsluna, soga í það í vonum að þú missir gæskuna frá þér. Jú, örugglega. Ég meina, ég í miðaldrakrísu. Ég bara 50 á næsta ári og það örugglega hluti af eldinu sem brennur innra með mér þegar ég fara að hlusta á Unnu og þetta fer svona einhvern veginn að æpa á mig að þarna sé ótrúlega mikil hæfileika manneskja að semja svona opna, einlega, fallega tónlist ástina og þrána eftir nándinni og ég hugsaði bara wow, þú veist, mér fannst þetta bara stórkostlegt, ég bara kolfjall fyrir þessu og bara hágrét bara við fyrstu hlustuna fullt af þessum lögum og þá var Una 22 ára þannig að fyrir mér var þetta bara, já, þetta bara svona æfti á mig sem einhvers konar efni í sögu fyrir krakkan okkar og svo ég móðir. Ég foreldri eins og svo margir og með 4 krakka heima og mér langaði líka, þú veist, svo ég gerist bara persónleg að gera eitthvað fyrir þau, þú veist, mér langaði bara, maður hefur auðvitað fylgst með þessari umræðu og maður með börnin á heimilinu á ólíkum aldri og ég meit 17 ára strák sem var nú með Sóley í skóla sem að þau fá einhvern veginn alltof lítið efni fyrir sig inn í leikhúsinu. Þú veist, það í símanum, þau fara kannski einstaka sinnum í bíó, en þau koma alltof lítið í leikhús. Þannig að mér fannst bara það per se, Una Torfa og að langa að gera eitthvað fyrir þau. Bara langa að gera eitthvað sem að hleypir þeim inn í að geta horfst í augu við sjálf sig. Þú veist, við höfum verið að setja upp alls konar söngleiki krakka í útlöndum og leikritum úlinga erlendis og við erum alltaf að reyna einhvern veginn að fá þau til að tengja við þetta challenging form fyrir þennan hóp. En ég hugsa, akkur ekki bara gera eitthvað nýtt. En maður ekki ungur 22 ára að semja söngleik? Ég myndi halda það, jú, en þetta bara bilun, sko. Ég ætlaði að leiðrétta sjálfa mig, þess að Andrew Lloyd Webber, ég held að hann hefði bara verið kannski jafngamall og þú núna, þegar Jesus Christ Superstar kom út. Akkúrat. Hann hefði verið bara 24-25. Halldór Laxness var undir 30 þegar hann skrifaði Sölkuvölku. Halldór Laxness var undir 30 þegar hann skrifaði Sölkuvölku. Þannig að það gerist oft, að það líka, maður hugrakkur þegar maður ungur, sko. Það bara að láta vaða. En unga fólk, Una, lítið efni fyrir ungt fólk í leikhúsinu? Já, það held ég að sé alveg klárlega þannig, sko. Það náttúrulega bara allt svo erfitt á Íslandi, sko. Svo erfitt að búa til einhverja svona blómstrandi grassroot í svona litlu samfélagi. Og þegar það meira segja bara erfitt fyrir stóru leikhúsin að komast af, sko. Og þá þá þarf mikinn kjark til að veðja á verkefni eins og þetta, eins og Storm, sem að það sem við erum að reyna að ná til markhóps sem að kemur sjaldan í leikhús, lítið. Þannig að
mér finnst það bara rosalega mikilvægt að það sé kjarkur í rekstri svona menningarlegra stofnana. En það kemur ekki staðið fyrir grasrótina? Nei, alls ekki. Einhvern tímann ef við ætlum að vera nostalgísk, þá var fólk á þínum aldri sem var að setja upp alls konar sýningar, bara í einhverjum gömlum iðnaðarhúsnæðum og við stundum fjallaðum þetta hérna. Þetta er eiginlega soldið eins og að segja hverfa, það er bara eins og allt húsnæði og svo dýrt, það er ekki hægt að taka það yfir og eitthvað lera. En á sama skapi hefur eiginlega sjaldan verið margt í gangi í grasrótinni. Þú veist, það eru svo sem hús sem að halda utan um það eins og Tjarnarbíó og svona. Sem lítur að vera bara sprungið, sko. Já, algjörlega. Þeir fá svo lítinn tíma hver sýning fyrir sig, en það er alveg ótrúlega mikið framleitt að mögnuðu listafólki á Íslandi með nýri sviðsöfundabraut og svona í listaháskólanum. Þannig að það er brjálaðislega mikill kraftur í sjálfstæðisenninni. Þú veist, það er ekki hægt að segja það, sko. En auðvitað, þú veist, er erfitt að framleiða leikhús með enga peninga og við erum þeirra að gæfa aðnjótandi að þjóðleikhússtjóri þorði að taka sig á þetta og veðja á þetta og þá erum við náttúrulega í smá lúxustöðu að geta gert þetta einhvern veginn, já, bara svona gert þetta eins og við fantaserum en á sama tíma langaði okkur að gera þetta svolítið hrátt og svolítið, þú veist, gera ekki 25 manna, 30 manna stórsöngleik, sko, heldur hafa þetta bara svona pínulítinn kjarna af nýjum listafólki og já, ég fann það strax eitthvað svona þörf fyrir að treysta á söguna og vera í svona ákveðum einfaldleika og aftur að einhverjum uppruna og einhverjum svona þrá eftir nánd sem að við höfum fjarlægst. En þegar ég er að spyrja hvort það sé eitthvað fyrir hæfi ungs fólks eða fjalla ungt fólk í leikhúsunum, ég er ekki vissu hvort að þú sett rétta manneskja til að spyrja því að það er eitthvað við þig sem við vorum að ræða hérna áðan, við vorum að bíða eftir þér. Að ég sagði einhvern tíma þegar ég var að tala við Ara Eldjárn að hann væri það sem mætti kallast kynslóða villingur. Já, já, ég tengi við það, sko. Þá er eins og maður sé að tala við kynslóð pappan, sko. Já, ég tengi við það. Mér hefur í rauninni aldrei liðið eins og ég sé ungt fólk, neitt sérstaklega. Já, ekki einu svona þegar ég var barn, sko. En ég held að, sko, það sem ég langaði að segja áðan og í rauninni bara núna þegar við erum að tala að Stormur sé eitthvað svona fyrir ungt fólk eða ekki, eða ungt fólk. Mér finnst þetta verk ekki fjalla eitthvað svona unga fólkið í dag árið 2025 og hvar það er statt og hvernig það hagar sér og hvernig það er. Mér finnst þetta verk fjalla þessi tímamót sem það eru að útskrifast úr menntaskóla eða ef við kannski víkkum það ennþá meira bara þessi tímapunktur í lífinu þegar maður fattar að maður ber ábyrgð á sínu eigin lífi og maður er fær að taka mjög örlagaríkar ákvarðanir. Hvern maður þorir að elska, hvað maður ætlar að verða og þegar maður er svona að koma út úr menntakerfinu og þá fattar maður, þá líður manni eins og allar þessar ákvarðanir séu svo ótrúlega aðkallandi og mikilvægar akkurat núna. Og ríkar. Já, og afturkallarlegar. Já, og þetta er eitthvað sem er tímalaust, sko. Þú veist, þessi tilfinning og það er svolítið það sem við erum að reyna að skoða og rannsaka í þessu verki er þessi hiti í svona og þetta tilfinningarót allt á þessum tímamótum. Já, þetta er svona eins og að standa á bjargbrún og ég upplifði þetta bara sjálf og það er líka kannski einhver þörf fyrir mig og mínum aldrei sem ég er í dag að fjalla þetta tímabil að mér fannst þetta bara eitthvað erfiðasta tímabil sem ég hef gengið í gegnum af því að það er allt svo heitt og hættulegt og einmitt örlagaríkt og stórt og þú veist það er einhvern veginn allar taugar þandar og maður er svo meðvitaður og maður er svo hrár og maður er svo berskjaldaður og maður er líka svo hugrakkur og þú veist það er einhvern veginn bara allt í gangi og það er bara gott ramma þú veist við erum alltaf að leita að high stakes, bara hæstu teiknin og meiri segja ég sem bara var frekar bara heppin með þessi fyrstu 20 ár, ég fekk bara hálfur taugaáfall á þessum tímamótum og bara allt í einu gátu ekki allir drauma minni ræst og maður upplifir ykkur höfnun og já, þetta er alveg ótrúlega mikið upplifi ég fyrir og eftir þessi tímamót að einhvern veginn fara úr bómullinni. Við erum svo ekki skelfa Sóli og mikið þetta gerist á næsta ári. En Sóli, þetta með að eitthvað frambóð efni fyrir þína kynslóð. Já. Það er, ég hef tekið þið á svona ýmsar sýningar. Samkomlega var það að ég tekið eiginlega bara með á sýningar sem að fjalla ungt fólk. Já. Og það er ekkert margar. Nei, það er ekkert svo margar. Finnst það vanta efni? Já, mér finnst það sérstaklega í leikhúsum. Það sem ég
ekki vita að vinir mínir fara í leikhús. Þeir fara frekar á tónleika. Enginn fyrir í leikhús. Þannig að það gott að fá þessar sýningar sem eru ekki og flóknar þannig séð til þess að skilja. Eins og Ástorm. Ég náði að fylgja söguþráðunum alveg út og þetta var ekkert eitthvað, ég var ekkert í vafa að reyna að skilja eitthvað, þetta var nógu auðvelt en samt nógu áhrifaríkt. Þetta hafði einhver skilaboð. Þannig... Þetta flög ekki yfir hausamótunum þess. Nei. Það er sýning ekki gera það er bara... Akkurat. Nei, þetta var nógu skemmtilegt að nenn að setja þetta. Ég var alveg landið í að nenn ekkert að setja sýningar sem að voru eitthvað svona, við erum að reyna að ná til ungu kynslóðunar, við erum með þennan boðskap. En svo var þetta einhvern veginn að það bara lendi ekki alveg nógu. Og svo verið að segja líka litirnir sem eru notaðir í sýningunni, þeir eru þetta ná að grípa skilur athyglinna. Þannig það breytti líka rosalega miklu, maður var alltaf að horfa á eitthvað, það var aldrei leiðileg stund í sýningunni. En ef krakkar sem að þú þekkir eru bara ekkert að fara í leikhús, má þá bara leikhúsi bara að sigla sin sjó eða hefur farið á sýningar þar sem að leikhúsi einhverjir töfrar? Frábæra sýningar? Já, nei, leikhúsi má alls ekki dæja. Mér finnst það ekki, þótt ég fara ekki mikið í leikhús, þá finnst mér mjög, ég meina að þetta leikhús verður að vera lifandi því að þetta er listform og öll listform ætti að vera lifandi. Þetta eins og að segja tónlist ætti bara eitthvað fara á því að einhverjum líkar ekki við hana, eitthvað svona. En það gæti ekki sagt að symfóníuna, þegar maður horfir yfir salin og það meiri segja fólk á sviðinu hefur sagt að hérna er bara gráir kollar. Ég veit það. Eins og það sé að deyja. Já. Þetta verður sagt óperuna. En hvað gerist þá? Það allt í nú bara frumsýtar 3 nýjar íslenskar óperur að sama vetur. Já. Magna. Það búið að spá henni dauða endalaust. Já. Bara reis upp í grassrótinni þegar að sjoppan lokaði. Svolítið magnat. En þetta með þessi tímamót að nú þú að fara að taka ákvarðanir í lífinu. Viltu þú standa á björgbrún? Þetta er aldrei svona, já, en það er aldrei vitlaus hugsun en ég veit að það er ekki allir með þetta að því að það er svo gott að hafa net því að það er ekki allir með þetta net til þess að grípa sig eins og ég er með foreldra mína og fjölskylduna og ég er með vini og skilur leita sér upplýsingar og þóra að gera hitt og þetta og svona. Þannig að þú meir gera mistök? Já, það er frekar að leyfa mér að gera mistök frekar en að halda ég þurfa að vera með þetta allt á hreinu og þá fara allt til fjandans ef ég gerir þetta ekki rétt eða eitthvað svona þá er gott að hafa þessu hugsun það er í lagi að gera mistök því ég veit að ég get farið og leita mér aðstoð hjá mömmu eða pappa eða eitthvað svona en það er ekki allir með þessa hugsun þess vegna er þetta frekar hræðilegt einhvern veginn ég hugsa það sjálf sem einstaklingur en svo síðan veit ég að ég er með alla en það er samt bara eitthvað svona að borga skatta eða eitthvað svona ég er bara eitthvað hvað er það? Ég veit ekki hvað þetta er og það hræðir mig bara eitthvað rosalega en skilur það að hafa þetta fólk sem að aðstofar það er þetta skiptir öllu máli. Því að líklega eru við 3 kynslóðar hérna ég hef stundum hugsað þetta þegar ég var ungur að þá hékk það einhvern veginn í loftinu kannski arfleiðin frá hippatímanum að samfélaginu væri best ef allir myndu bara gera það sem við vildu og þess að maður væri mín skylda eiginlega á samfélaginu að bara gera það sem maður mitt í hug að gera og það væri best fyrir alla en ég hef svona áttað með á því að þessi hugsun dó einhvers staðar út á leiðinni það er þessi þrýstingur sem þið eru að tala um að þessi svona mikilvægar ákvarðanir að taka ákvarðan á þessu tíma kannski hringdum bjöllu hjá einhverjum öðrum að minni kynslóðinu, hún hringdi ekki bjöllu hjá mér Nei, mitt Hvaðan kom þessi hugmynd? Já, þetta er svolítið áhugavert að hugsa ég mér svolítið að því að í stormi að þá erum við svolítið að skoða þessi tímamót eins og þau birtast okkur í nútímanum við erum að skoða þessa pressu eins og hún lítur út árið 2025 og þá erum við að tala um stelpu sem að líður eins og hún eigi að fara í læknisfræði eða einhver sem er búin að ákveða að hann ætlar að skrifa bók sem breytir heiminum og þetta er svona allt svolítið hverfist svolítið í kringum næstu skref í námi eða akademíu eða svona starfsferli en þetta er þessi pressa alveg jafn raunveruleg á öðrum tímum þar sem þetta snýrist kannski meira nú er ég að verða fullorðin og ég þarf að vita hver ég er þó það sé ekki í tengslum við
skóla eða vinnu að þá kannski, þú veist, eins og hippatímanum að þá var kannski meiri pressa á því að vera orginal og vera, þú veist, vera einhver típa og hafa eitthvað erindi og... Bara leita sjálfur sér. Já, finna sig. Einmitt. Í fjarlægum dildum jarðar. Já, og þá var kannski eitthvað tap að fara bara, þú veist, að læra hagfræði eða eitthvað, skilur. Þannig að þetta ég held að séu allir að glíma við þetta bara, þú veist, óttan við óvissuna, þú veist, sem að kemur svo sterkt til manns á þessum tímamótum. Og ég man eftir að hafa svona, ég veit ekki, ég líka akkurat á þessum aldri núna, þú veist, ég að vera 25 ára í sumar og maður að fatta það núna að það veit enginn alveg hver hann og það veit enginn alveg hvað hann að gera. Það stóra lygin, sko. Já. Það sagt að börnunum að fullorðið fólk viti að sé orðið fullorðið, það ekki okkur. Já, og við erum spurð þegar við erum lítil, hvað ætlar að verða þegar þú ert orðin stór? Þú veist, eins og maður verði eitthvað, bara varanlegt. Bara nú ég orðin lögfræðingur og þá veit ég hver ég En það virkar bara ekki þannig. Nei, og mér finnst við bara alltaf vera að díla við það sama, eiginlega alveg á sama hvað aldrei við erum. Og það var hlutaði sem að mér fannst að magna við bara söngtekstana, þar sem þetta byrjar allt uppsprettan að sögunni. Að þú veist, þetta alveg svona alveg ótrúlega einfaldur, fallegur tærbóðskapur að þora og treysta. Og það talaði svo til mín að því að við erum öll að díla við þetta. 8 ára tvíburarnir mínir, 8 ára foreldrar mínir, að halda veisluna sína og hafa ágjörð að snitturnar verði ekki nóg og fara í eitthvað panik yfir einhverju situation, í einhverju stjórnsemi og ég hugsa það bara, vá, við lærum ekkert, við þroskust ekki, eða þú veist, þetta bara alltaf það sama að við erum að reyna að þekkja okkur sjálf, standa með okkur sjálfum og standa í lappirnar, gegn þessum erfiða fucking heimi sem að fara til fjandans. Þannig að mér fannst líka bara allt sko myrkrið sem í gangi núna í samfélaginu og heiminum þurfa þetta. Mér fannst þurfa bara svona birtu og ást og von. Þú veist, og þetta hljómar alltaf óksla væmið og sumir finnst þetta bara væmið og það líka bara allt í lagi. Það erfitt að fara inn í svona opnun. En mér fannst það bara eitthvað sem talaði mjög mikið til mín. Það svona eilífur bóðskapur láta hjarta ráða för og það allt saman. Já, og líka bara, þú veist, að þekkja sjálf á sig og þora bara að segjast að elska eitthvað. Þú veist, ég meina, við erum svo mikið að reyna að ganga í augun á heiminum með einhverju ímynd og þetta sem að þú ert að tala sko, einhver hugmynd hverjir aðrir halda við séum og það endar oft í svo miklum átökum og myrkri og leiðindum. En ég held að það sé alveg hægt bara Una bara eitthvað klárast manneskið sem ég þekki en hún samt þorir að tala bara svona skiljiði mig, að þetta svolítið næft sko en ég sagði bara já, vá, yes þú veist og mér finnst þetta vera eilíðar verkefni okkar allra, einhvern veginn að bara treysta á þetta verði í lagi alveg sama þótt við séum að verða 100 ára sko Svolítið, erstu þessi bóðskapur í verkinu? Bóðskapur í verkinu? Já, ég átti reyndar erfitt með að finna hann bóðskapin, ég þurfti alveg að hugsa í svona 2 tíma eftir sýninguna af því að þessi sýning hefur þetta hún með söguþráð sem mjög sterkur en það svo mikið að gerast að maður gleymir dálítið hver bóðskapurinn því það svo mikið af upplýsingum en svo þetta finnur held ég fólk bara alls konar skilur öðruvísi túlkun á þessari sýningu en jú, þetta rosalega falleg sýning og mér finnst að flestir ætla allavega fara að sjá hana sko. Hún svona hefðbundin svona hóp söngleikur mörguleiti, þessu svona típur það eru þarna svona í kringu þig eru svona eiginlega freka típur frekar svona eða ekki eitthvað svona sem eitthvað verslógaur sem að fer einhvern veginn automatist í að verða framleiðandinn á sýningu, eða ekki eitthvað Já, svona uppsesta peningum og svo þessi sem ætlar að skrifa stóru bókina, hann kemur á svona einhverju brotnu heimili, leiðist út og glæpabrödd þetta svona eða ekki? Jú. Þetta orrt inn í svona söngleik eins og það eru margir söngleiki sem hafa verið gerðir svona kynslóðir heldur betur. Við erum náttúrulega bara undir áhrifin frá því sem að við höfum fílað í gegnum tíðina og við hræðumst ekki að nefna það, bara hárið og rent og þessar sýningar en svo var þetta náttúrulega bara óvissuferð, þú veist, maður fer á stað með eitthvað þörf fyrir að hafa eitthvað að segja og eitthvað erindi og mér langaði að fjalla týndu drengina og kvíðnu stelpurnar af því að það svona svolítið það sem er mikið búið að vera í umræðunni og eitthvað bara sem að ég brenn fyrir að við tölum en svo maður auðvitað að gera 2,5 tíma söngleik og langar að hafa þetta aðgengilegt og skemmtilegt og fyndið og bara einhvern veginn að tekja rosalega mörg box
til að þú farir út og hugsir eitthvað sko og það var ekkert endilega lagt upp með það, þetta er hópur, en svo byrjar þetta bara og það er svo gaman náttúrulega bara í svona opnu sköpunarferli, það er ógeðslega erfitt og skeri, en það er mjög gaman að bara hefja samtali við Unnu, við skrifum handritið saman, velja svo leikhópinn, að hefja samtali við þau og þá bara í gegnum svona spuna, því við unnum þetta í svona 2 hollum sem við fáum ekki alltaf svigrúm til að gera, því þetta er nýsköpun, þá vinnum við fyrst sko áður en að við klárum handritið í svona spuna alveg í 10 daga og þar komu þessar týpur svolítið bara frá leikurunum, þú veist, þannig að þetta er ekki bara eitthvað við heima að skrifa, þetta var nú sniðut eitthvað og tikka ykkur svoleiðisbóks og ykkur er svona ólíkir litir, okkur fannst líka að vera með alltaf þessar tilfinningar sem er stelpmanna mikilvægt að hafa ykkur svona töffara með sko, þannig að við vinnum þetta svolítið, ég vinn þetta svolítið út frá leikofnum líka og orkunni sem að þau presentera. En svo er alltaf aukapersónur og aðalpersónur og náttúrulega aðal baksögurnar, stóru sögurnar í þessari stelpu sem hún verður ástfangin af Helgu og Tomma, þessum brotna týnda dreng. Og þau fá svona kannski mestu sögurnar, en svo eins og Sóli segir, svo er rosalega margt annað að þælast þarna fyrir og svo tekur bara það út sem að kannski vilt þú bara hlæja einhverjum fyndum strákum eða fara inn í ástarsögu stelpnanna eða þú veist, að það er ýmislegt að fylgjast með sko, en svona kannski það sem að kveikir á okkur Unu sem er bara mjög persónulegt er þetta bara að lifa einhverja erfiðleika af að þessi vinahópur lendir sannlega í áfalli á þessum tímapunkti þar sem þau eru öll bara ung og frjáls og fersk og reyna að hafa gaman að lífinu, en svo eru þarna 2 persónur með svona áskoranir, þú veist, það er eitthvað áfall í bakbókunum, þú veist, það er eitthvað missir, þau eru þarna bæði, þú veist, að því að við höfum líka svo mikið áhuga á orsök og afleiðingu og af hverju við erum eins og við erum og það allt saman. Og þá þurftum við náttúrulega að fara svona aðeins dýpra inn í þær sögur og hafa hitt svona aðeins kannski bara með svona smá svona svona gleðibombur svona í kringum þessar 2 dramatísku sögur. Ég nefndi bara þessar týpur af því að við höfum séð mann var aldrei hvað heitir sem við sáum í Bæjarbíó, eitthvað messa. Já, ég sá það. Hópur. Já. Og svo í Sjafnarfjarðarleikhúsi í Borgarleikhúsinu sem var líka svona hópur. Tóm hamingja þannig. Tóm hamingja. Og þá er að raða sama svona týpum. Já. Og sömuleit er það þarna. Já, einmitt. Og ég er ekki að kvarta yfir því. Nei. Ég er bara að segja að svona ólíkir litir. Því er alltaf svolítið svona val að maður er svona mörkunum þess að vera, maður nota týpunar. Já. Og þær fólki út í sannu skilur það vegna þess að við erum að tala svona týpur. Já, og þá erum við svolítið að strípa þær að vera persónur. En oft eru svona erkitýpur notaðar, við erum kannski að nota þær líka til þess að skoða einhverja hugmyndafræði og láta hugmyndir takast á. Og hugmyndirnar sem birtast í sumum sefinum hjá okkur til dæmis svona efnishyggjan sem að kemur frá Berki Verslóstráknum versus einhver svona rosalegur... Verslóstrákarnir lenda alltaf í þessu. Ég veit það, elsku drengirnir. Þetta eru alls ekki fordómar í bímeginum. Nei, að þú veist, hann er með þessa efnishyggju nálgun og svo er Elisabeth persóna sem ég er að leika með einhver svona rosalegan listrænan idealisma. Með MH-ingur. Já, og bæði verður svolítið svona, er kannski svolítið öfgakent, sko, en það er bara gaman að sjá hugmyndirnar takast á og mér finnst eiginlega svona stærsti punkturinn í þessu þegar það birtast svona einfaldari karakterar að þetta gerist það líka af því að við erum með takmarkaðan tímaramma og stóran hóp og þá þarf svolítið að eima niður einhverja eiginleika og við erum líka því við erum að reyna að vera í samtali við samfélagið og þá er gott að svona vísa í eitthvað sem að fólk þú veist, fólk er kannski með stærri mynd af persónu eða svona svipaðri persónu nú þegar í huga, þannig að við getum vísað í eitthvað. Þetta er eins og raffar í einhverju erkitýpur. Svo er það raunveruleiki líka vegna þess að MH er menningarstofnun og með kultúr og þar hefur haldist ákveðin svona listræn svona valkostur, þannig að ef þú ferði ómótuð inn í MH að þá er líklegt að þú verði líka, ég meina samfélagi hefur áhrif á okkur og það ferði í versl og að þá ertu komin bara í jakkaföt. Heldur betur. Mér finnst það eiginlega bara magnað sko, að því að auðvitað stúdera með þetta rosa mikið núna, hvernig ástandi er á skólum og ég var að tala um það við hana, að því að ég og maðurinn minn fórum í MH og það var bara alltaf ekki option núna fyrir, eða skilur, það er eins og næstu eins og þessi búin að dragast aðeins skýrari línur á milli svona menningin innan menntaskólan. Börnin vil ekki fara í MH eins og þið? Nei, og það var bara mikið sjokk sko, að það var bara komið ekki til greina sko. Það kom ekki til greina, ég ætlaði MH fyrst. Manstu því? Það
var ekki séns að ég ætlaði að fara í Menntaskóla Hamri. Ég var bara kvennó eða MR og það var ekkert annað. Og ég fór í kvennó, en síðan bara... Svo endaður ég Einmitt. Nei, en svo líka fannst okkur mikilvægt sko að vera ekki bara með, unga kynslóðin bara í kvíðakasti. Það þarf líka að hugsa, við erum gerð úr svo ólíku efni. Sumir eru bara aðeins meira líklað, bara með minna í bakpokanum og eru einhvern veginn bara kannski bjartari og kærlausari situation, það er alveg raunverulegt. Að fólk er misáhyggjufullt á þessum tímamótum og það er mjög mikilvægt að hafa svona smá gleðisprengur inn á milli, til að líka búa til mótvægi við að sumir eru bara að fela það að þeir eru að farast úr vanlíðan í sögum. Einn stelpan náttúrulega sprengir upp húmórinn reglulega með ótrúlegum hreyfingum. Já, Birta, hún er alveg mögnuð. Og þetta hefur bara verið samið gert í kringum hennar getu. Já, heldur. Er þetta ekki bara svip á leikari sem er góður á trommusetti eða skella inn á trommusetti inn? Jú, og Jakob kann á trompet og það var alveg svona mjög meðvitað og Iðunn er með dansbakgrunn og Marinó, þannig að maður var svolítið svona að draga fram þeirra hæfileika eins mikið og maður gat. En við vorum með svona opnanir, það er svo gaman að vera í svona mikilli nýsköpun því að við opnanir köllum við í raun og veru svona eitthvað svona gjörninga þar sem þau ættu bara að koma með eitthvað að borðinu á bara algjörlega á fyrstu stigum og það er náttúrulega kviknar alveg rosalega mikið í höfundunum okkur hvaða personur við erum að fara að skapa og þar kemur strax fram þetta element, uppistandarinn sem er alltaf að upplifa höfnun, bara höfnun frá skóla, höfnun frá strák en er alltaf einhvern veginn að halda í birtuna sína og það er svo fallegt hjá elsku Birtu okkar sem heitir Birta og er algjör Birta. Já. Þetta er lífið og þetta er þessi tímamót og þetta er líka kynslóð og það er talað þessa kynslóð ykkar. Það er ýmist. Það er engin kynslóð bara búið við annaðins áreiti og erfiðleika heldur þessi kynslóð. En síðan kemur á móti, það er engin kynslóð verið opnari og jákvæðnari og bara ef ég tala við unga fólki þá ef ég bara engar áhyggjur af framtíðinni. Og það er eiginlega ekkert annað á milli, Það er annarkvort talað ykkur eins og þið séu bara síðasta kynslóðin fyrir heimsendi eða að þið séu bara vor í hvað nýtt upphaf. Hvað segir Sóli? Hvort verður þið? Á ég að taka þetta? Þið er eitthvað átt þetta samtal. Sóli hefur ekkert nefnilega rosalega trú á sinni kynslu, Nei, þetta er bara af því að samfélagi er svo skipt nú til dags og það eru allir svo hræddir að gera mistök. Eins og það var bara, eins og ég ætlaði bara ekki að fara í Menntaskóla Hamrahlíð því að það var bara málaði sem einhver fríkskóli. Það var bara eitthvað artsy-fartsy fríks. Og hvernig var pínu bara eitthvað, þú bara rosa basic, kemst í gegnum þetta bekkikerfið þú útskjöfu. Það var bara svona, það var ekki örugt. Já, þetta var bara frekar öruglega. Alls ekki standa upp úr. Bara alls ekki, þetta var bara mjög... Það var bara hvernig og maður vill bara... Akkurat, MR, það var rosalega kröfu mikið, þú þarftir að hafa mikið fyrir því. Þetta er aldrei bara svona Vestló, þar voru bara peningar, FG, Vestló Rejects, þetta er aldrei bara svona... Það bara allir menntaskólar eru með einhvern stimpil á sér og þú velur aldrei hvar þú ætlar að vera og hversu... Þetta er svona svolítið eins og bara að fara í súpermarkað að kaupa sér vörur. Ég veit það. Þetta er svolítið neyslukennt. Rosalega. Og það er svo mikið að eyðileggja. Því að ég veit bara fullt af típum eins og, ég veit ekki hvað, einhver sem að segjum bara eitthvað, er að fara í læknisfræði. Það er bara eitthvað, skólarnir fyrir þig eru kvennó og MR. En þú hefur líka gaman að listum með eitthvað. Akkur ekki bara fara í MH. Þú getur alveg fengið upp gott stúdentspróf með 10 í einkunn. Það er bara eitthvað skrítið að þú fórst í MH. Þá er það bara eitthvað, fórst í MH ætlar í læknin. Það er eitthvað svona, það er bara eitthvað rugl, skilur. Það er bara í listum og ferði í kórinn. Já, akkurat. Þú ert fyrir MH á þess að verða MH yngur. Ég er aldrei bara, já, ég er bara að taka þessa kjarnáfanga. En skilur, það er fullt af fólki sem er að fara í læknisfræði MH. Og það er fullt af, skilur, fólk í Vestló sem er líka bara að fara í leiklist. Fattur þau ekki að fara í hagfræðina. Nei. Þetta er eitt, ég má segja eina sögu sem ég segi stundum af Sóley. Þannig er ég svolítið sérvitur og ég fylgja til því að börn hafi kosningarétt. Og það er bara langt mál að segja út frá því, það er ýmsar rök fyrir því. Og ég gerði svona tilraun með því að ég gaf Sóleyju kosningarétti mig þegar hún var 9 ára. Og síðan hef ég verið kosið það sem hún hefur sagt mér að kjósa.
og þess að vera aðtók hvort hún fari vel með atkvæði sitt og hún hefur gert það og vill ræða þetta svona nema í einu kosningu, ég man ekki fyrir 2 eða 3 skiptum að þá sagði hún, ég er búin að ákveða mig, þá verður hún losnað við það að fara að tala við pappa sinni um pólitík. Þannig hún tekur þetta bara mjög alvarlega og mín reynsla er svo að börn geta alveg kosið svona, að þetta er spurningin sko hvenar foreldrarnir hægt að fara með atkvæði barnsins og hvenar barnið fer eitt inn í kjörklefann og mér finnst svona bara 9 ára að vera ágætt. En svo spyr ég Sóley, hvað finnst þér? Finnst þér að börnið hafa kosningarétt? Nei, sagði hún. Nú, svo ég, hvað hefur þetta ekki gengið vel í okkur? Já, pabbi, þú þekkir ekki mína kynslóð. Nei, einmitt. Þá var hún að vísa til svona hóps sem er lokaður inn í einhverjum annarlegum heimum inn í TikTok eða hvað það heitir. Já, það er bara, maður verður grimmd og hatur og einelti og leiðindi. Dómharka. Mjög mikil. Ég var bara með það reglur að þú þyrftir sko að fræða þig hvað væri í gangi og stefnuflokka og stefnufólks. Þú þarft að hafa, skilur, þú getur ekki fara að kjósa án þess að vita neitt, þú getur ekki heyrt eitt orð að vera bara, mér líst á þig, skilur, mér finnst það grundvallaratriði að þú þurfur að fylgjast með allri kosningabaráttu, sem að ég gerði. Ég horfði á allar pallræðir og ég veit ekki hvað, þótt að ég væri 9, 12, 14, ég veit ekki. En þetta gerði ég bara, ég satt bara alltaf. Hún hefur örgulega gert þetta líka, sko. Ég þakki þetta, algjörlega. Því líkt uppeldi sem það er hlutið, ég segi ekki. En þessi hugmyndum, þessi kynslóð lifi ykkur svona háskalega tíma. Hvað segir þið? Er það þannig? Sko, ég... Hefur aldrei verið verra að vera ungur heldur en í dag? Jú, ég held að það hafi bara rosalega oft verið miklu verra að vera ungur en í dag. Og ég sennilega bara... Já, ég held að við í nútímanum erum náttúrulega sérstaklega hérna bara á Íslandi það er bara miklu auðveldar að vera til en hefur nokkuð tíma verið. En samt sem áður eru mjög stórar nýjar áskoranir að svona sem steðja að og þú veist, við erum bara að fara í gegnum svo rosalega byltingu út af internetinu og hún er að interneti er að breyta því hvernig við tölum saman, hvernig við skilgreinum okkur, hversu mikið úthald við höfum fyrir þú veist, hverskins samskiptum eða því að vera ósamála eða og svo er eitt svona svolítið stórt sem að ég hef áhyggjur af er að við erum líka kynslóð sem að elst upp við svona ákveðin forréttindi svona í sögulegu samhengi og erum að mörguleiti ómeðvituð hvað þessi forréttindi kostuðu kynslóðirnar á undan okkur og kunnum ekki að viðhalda þeim og kunnum ekki að berjast fyrir réttindum okkar og okkar upplifun er að réttindi okkar komi ofanfrá og ég held að það sé rosalega já, ég er svona áhyggjur af því að við þurfum að læra að funda, við þurfum að læra að hittast, við þurfum að læra að grípa til aðgerða, tala saman í raunheimum, ekki bara skrifa eitthvað á netinu, heldur að gera hluti í alvörunni, átt okkur á því hvernig samfélagi er raunverulega breytt. Og þú ert dóttir Svandísar Svavarsdóttur og sem er dóttir Svavars Gestssonar. Þannig að þú hefur náð þessu. Ég hef náð þessu. Ég náð þessu. En heldur að, ég meina, þú hefur drukkið það með móðumjólkinni. Já, en svo samt sko á hvernig ætlar að koma þessu erindi til fólk sem hefur ekki verið alið upp við þetta tal við kvöldverðarborðið? Sko, ég hef einmitt hugsað bara mjög mikið um það því að ég læt mig samfélagið varða. Mér finnst það vera ábyrgðarhlutverk að vera til og að fá að taka þátt í samfélagi og afi Svavari mitt tala alltaf um að það skipti bara það sem að skiptir einna mestu máli í lífinu er að gera gagn og ég trúi því ég hef fundið þá leið sem ég er að nota núna að gera gagn með því að búa til list og listin sem ég bý til stefnir yfirleitt að því að sameina fólk frekar en að sundra því að hvetja fólk til að koma á einhvern stað og vera saman hlusta á lag eða koma og sjá leikrit af því að ég held að það hafi rosalega jákvæð áhrif á samfélag stórar samkomur og samvera og að fólk sitji og upplifi eitthvað saman. En vinahópurinn á sviðinu er að gera þetta. Já.
En maður hugsa svona, ég meina, krakkarnir ekki að gera þetta nú, það bara væri allir í símanum ef þetta væri raunveruleg mynd af krakkum í dag. Ég held nefnilega ekki, sko. Ég held að þessi hópur krakka muni alltaf vera til. Ég held að þetta sé eilífur hópur, að það eru krakkar sem að vilja þrýsta á ramman, vilja taka sér pláss, vilja búa eitthvað til og þetta ennþá að gerast. Þú veist, krakkar að stofna hljómsveitir, krakkar að keppa í músíktilraunum, krakkar að búa til leikhús. Það eru leikfélög í menntaskólanum okkar og ungt fólk ekki bara inn á TikTok. Sko ég á stráki í Vestló sem jafnaldri Sóleyjar og ég sé hann ekki sko og ég hef alveg ágjörði bara, hann lærið til próf? Nei, hann í Morfís og hann í leikfélaginu og hann þú veist, það svo mikið félagslíf í gangi. Auðvitað þetta ekki allir hópar samfélagsins sem að fara inn í þessa skóla og fara í félagslífið á fullum krafti. Og þess vegna erum við að gera hennar söngleik. Þú veist, við komum að því hvað getum við gert fyrir unga fólkið, að sköpunar kraftur, hann mun bjarga okkur öllum, ekkert bara þessari kynslóð. Þú veist, það það sem að ég held að því að það svo mikil heilun í því að búa eitthvað til og það getur verið í mjög víðu samhengi. Það þarf ekki að vera búið til lag eða leikrit, sko. En bara hvernig sköpun getur skipt sköpun og ég held að það sé það sem við þurfum að setja miklu meira inn í skólana. Það bara núna ástand í skóla hjá tvíburunum mínum að það bara ekki til peningur fyrir leiklistakennara. Þú veist, þau verið þá bara að gera það sjálf á sal og maður hugsa bara guð mig góður, það þetta að koma saman, búa til, takast á, lesi í aðstæður, þurfa að nota innsæði sitt, takast á, þú veist, það það sem að ég held að geti bjargað okkur. Já, en hópurinn, einhver leiti þetta svona óður til félagsskaparins og kraftsins í því. Vinana. Þið kannist við það að það var eitthvað sem tók þetta saman 1990 þá voru 95% af öllum topplögum í Bandaríkjunum voru hljómsveitir. 2000 þá voru það 91%, 2010 voru það 50%, 2020 voru það bara 5%. Einmitt. Og Una ekki hljómsveit, hún bara Una Torfa. Ég bara Una Torfa. Já. Þannig að einhver leiti sko einstaklingsmiðunin í menningunni að svona hópurinn og dýnamíkin kannski tengdist þetta bara strákaböndum, ég veit ekki hvað gerist í þessu bílskúrum hjá þeim. Nei, ég var að heyra þessu umræðu einmitt, það var svo mikið að Þú kannastu þetta? Ég kannastu þetta, en ég held að þetta sé bara svona einstaklingshyggju væðing samfélagsins, þú veist, bara birtast þarna, þetta bara birtingamynd hennar. Ég held að þetta sé líka bara hvernig við uppgötvum list, að það gerist núna rosalega mikið einmitt í gegnum internetið og það að nota internetið svona einveru þú veist, stemning, maður bara einn í sínum síma eða sinni tölvu. Þú með heiminum bara. Já, og á meðan, þú veist, 90s krakkar voru kannski að sýna hvert öðru plötur og hlusta saman og það gæti verið svo leiðilegt, sko. Já, einmitt. Þegar maður lærti ykkur úlíkaherbyrgi og að hlusta og yes og eitthvað svona ég var að deyja. Já, einmitt. En þetta bara breyttur veruleiki, þannig að fólk svolítið mikið kannski að taka sín fyrstu skref eitt og ég var svolítið þar, að ég var bara ein með minn gítar og bróður minn sem að kunna spila á bassa og svo kynnist maður hægt og rólega einhverju fólki, en núna þegar ég spila tónleika þá er ég með hljómsveit með mér og búin að kynnast fullt af fólki í gegnum þessa vinnu og mér finnst svo gaman að sjá það bara munur á því núna og þegar ég var í menntaskóla sem sko, þú veist, bara 5 ár síðan, 6 ár, að það eru svo miklu algengara að sjá stóra tónlistamenn á Íslandi spila með hljómsveit frekar en að koma einir fram með DJ, skilur. eins og var á tímabili. Já, og núna bara bullandi stemning fyrir því að fólk sé að hittast og spila saman og semja saman. Þetta sem koma aftur eins og lópapeysan. Já, sígild. Kemur sterkinn. Algjörlega. Þetta fer allt í hringi. Við vorum að hlæja við Galabúsónum mínum. Maður búin að vinna svo mikið með unga fólkinu og maður fer að klæða sig eins og foreldrar mínir klæddu sig. Akkurat. En mér langaði að bæta við bara sko, með það að það var bara meðvitið ákvörðun að hafa þennan vinahóp í Stormi að sko sýna það sem að okkur finnst vera svo frábært við það að vera unglingur og við ætlum að nota þennan söngleik til þess að sviðsetja fegurðina, ekki ljótleikan. Við ætlum ekki að sviðsetja einmannaleikan og aðskilnaðinn og firringuna og firringuna. Við ætlum að reyna að lyfta því sem að er ennþá til og við ætlum að minna á það að þetta er alltaf til og þetta er eilíft og þess vegna, þú veist, og okkur finnst gott og gaman og hvetjandi að sjá krakka koma saman og búa eitthvað til
og þannig að það var svona það var smá aktivismi líka í því sko, að gera það. En að hluta til það sem er því kallað skáldævisaga, þetta byggir svolítið mikið á þér. Já, en ótrúlega skemmtilegt í rauninni finnst mér af því að Unnur hlustar bara á lögin mín og vinnur svona grunna söguþræði út frá textunum mínum. En við fórum ekki í eitthvað svona djúpt samtal hvaðan lögin koma eða hvernig aðstæður voru þegar ég samti þau. Þannig að þetta byggir svolítið á túlkun Unnar á minni músík og svo stíg ég inn í þetta hlutverk Elísabetar og hún er alveg eins og ég að sumu leyti og svo einhver allt önnur típa en ég aðru leyti og það er búið að vera mjög svona skemmtileg áskorun. Það slæðir í gegn lag hjá henni eins og hjá þér. Já. Þannig það er margt. Akkurat. Svo líka bara því að þetta er erfitt form sko. Ég nú leikst í nokkur söngleikjum með mjög svona misgóðum upplægi í handriti sko. En þeir verða oft bara vinsalir að þetta er aðgengja hjartana að syngja og tjá sig með tónlist. En mér fannst þetta líka bara svo spennandi og flottur rammi að halda í svona smá jarðsamband og raunsæi sko, að þetta eru krakkar að semja þessa tónlist, hún er að búa til plötu, þau eru að fara að halda tónleika, þetta er ekki þessi algjöru fantasíu sönglíkur þar sem út alltaf bara bresta í söng út frá tilfinningu, þannig að mér fannst það líka bara ótrúlega skemmtilegt að hafa þessar blörruðu línur en hafa þetta samt línur, hafa þetta ekki þú veist, sjálfsæfisögulegan söngleiku Unnu Torfa því ég er búin að vera að vinna svoleiðis sýningar í einleikjunum mínum. En er það samt að hluta? Algjörlega. Það er engi sem situr út í sal sem að ekki það er svona mörk í lína á milli Elísabetar algjörlega, en það er rosa ákvörðun og hún heitir Elísabet það er bara það, þú veist, það er statement að bara já, við erum að fara að segja sögu af tónlistakonu en svo er þetta dásanlegt að tala um það þegar fólk brestur svona út í söng mér finnst það best sko þegar einhver opnar sko glugga á annari hæðin og tekur undir það finnst mér sko þetta er challenge sko já, ég veit það algjörlega, það tekið alla leið oh my god en þú veiktist og varst við dauðastýr. Já, ég veiktist af krabbameini 2020 en það er ekki hluti af Nei, en það er þetta í rauninni sko, þú veist, þessi hópur í kringum Elísabetu, þetta er ekki byggt á mínum vinum. Þetta er ekki líkilskáldsaga. Nei, í rauninni, sko, það sem ég myndi segja er að söngleikurinn byggir bara á þemum sem birtast í lögunum mínum og þannig að við erum svolítið að taka, þú veist, mína tilfinningasögu og nota hana sem einhvern grunn. En sko einhverja svona vörður í mínu lífi hvað varðar sko fólk og stað og stund og eitthvað, það er ekki partur af söngleiknum sko. Nei, alls ekki. Þannig að og þá ég segi ekki, það myndi heita við dauðanstyr, myndi heita í frásögn. En það dauðin er í verkinu. Já. Bara annar. Já, akkurat. Haldið að það sé út af því? Já, ég held allavega eitthvað svona tengsl við það sem er í lögunum og textunum. Já, við allavega tölum bara mikið. Þannig að verði að koma honum að þarna. Við tölum bara mikið sko erfiða lífsreynslu og það getur verið mjög opið sko og áföll og það er nú svona næstu í tískuorði í dag. En við erum, sem er bara mjög jákvætt að fólki fyrir að tala erfiða lífsreynslu en við höfum báðar reynsla því frá ólíkri átt og það er einhvers staðar sko grunnurinn í sögunni, já. Fyrir og eftir dauðan og að lifa dauðan af og er það hægt? Er hægt að lenda á algjörum vegg? Missa, skilja, næstu því deyja, þú veist, það er bara hægt að yfirfæra þetta á hvaða áfallega er við lífsreynslu sem er hægt að halda áfram upp úr hólunni. Þannig að það er alveg sannarlega hluti af efnivinnum, þótt svo við höfum viljað hafa þessi mörk mjög skýr sko, að þetta væri ekki eitthvað reynslusaga Unnu, þá auðvitað er það hluti af dýftinni í hennar söngtekstum og hluti af því að það er alveg brútala, nú ætlum við að fá unga fólki í leikhúsið og taka svo ákvörðunum þar sem við tökum ákvörðunum í seinni hluta verksins að bara fórna einni persónu, en það var bara mjög mikilvægt. Og þú veist, við reyndum alveg að berjast fyrir þessari ákvörðun hvort að við ættum að snúi sig ykkur aðra átt, en þetta brann svolítið á okkur að fara bara alla leið í það, að vera ung manneskja bara að hefja lífið og lenda í svona rosalega alvarlegu áfalli og er hægt að halda áfram og hvernig gerir maður það og þannig að við, fórum alveg bara djúpt í það samtal og töluðum við mikið af fagfólki og mikið af foreldrum sem hafa mist börnin sín og reyndum að gera það bara af mikilli virðingu og dýft sko. Og það er alveg örugglega,
þú veist, ekki að það sé ykkur meðvitað ákveðni á mér þegar við byrjum á sögunni, við fórum bara strax á djúptrún og við Una, af því að við höfum bara áhuga á því að komast að kjarna málsins sko, að reyna ekki að þykjast vera eitthvað cool sko og þá náttúrulega byrjar hún að deila sinni reynslu og ég byrja að deila minni reynslu og ég lendi mínu áfalli 35 ára sem á allt öðru meiði en það svona fyrir og eftir sko og það að fá svona trukkin í lífið sem að bara flestir lenda í eitthvað tíman á lífsleiðinni, það ansi brútalega lendi í því 20 sko og það fannst okkur bara djart og við vorum alveg smá hrættar að það yrði aðeins umdeildara en það held ég bara einhvern veginn fléttast þannig inn í söguna að það verður bara hluti af henni en það var sannarlega áskorun að láta það einhvern veginn virka inn í svona söngleik sko. Og dauðin hluti af lífinu og Já. Maður ekki að lifa með honum ef maður ætlar að lifa með lífinu. Stundum er sagt að þeir sem að svona eru við dauðans styr og snúa aftur að þeir komi skárri tilbaka. Ég kannast við það. Akkurat. Ég hef þekkt svoleiðis menn sem hafa verið nærri dauðu lífi og risið upp og voru miklu skárri mánuðin á eftir. Svo verður þau náttúrulega bara eins. Já, ég held allan, ég hef lært svo mikið á Unu sko, ég þreytist ekki á að segja það, af því að það eitthvað svona mjög djúpt æðruleysi í gangi eftir hennar lífsreynslu bara af öllu, en örugglega ekki síst þessu og það veitti mér hugrekki í að kýla á þetta verkefni sko, að það auðvitað hlýtur að vera rosalegt að horfast í augu við dauðan sko, að það kemur eitthvað svona alvöru sjónarhorn á þetta allt saman, allt þetta dæmi sko og þá eitthvað leiksýning og hvort eitthvað gagnrýnandi fíli hann eða ekki eða hversu marga sýningar verða, það verður eitthvað neginn, bara þetta verður eitthvað neginn stærra, þessi þörf fyrir að fjalla þessi skiptimáli. Já. Ég svo gamall að í Vínubekk dó drengur 11 ára í umferðinni og fólk var, krakkar voru bara að deyja miklu oftar. Já. Og ég held að þessi margir af minni kynslóð eldri sem að þetta kemur bara reglulega. Já. En ég veit ekki. Herðu, unga fólkið, áhorfendurnir, við fórum svoleiðis, það voru nokkrir yngri þú. Já. Ekki margisamt. Og svona eldra fólk, mikið af svona kannski foreldrakynslóð foreldrakynslóð Unu kannski. Já. Síðmiðaldra fólk, mætt á úlíðarsöflíkinu. Þannig það ekki. Jú. Þegar þú stendur á sviði og ert að horfa þá ert ekki að syngja til jafnaldræðina. Nei. Þeir ekki, sko. Þeir eru þarna í munum. En bara stærsti svona hópur viðskiptavina leikhúsuna, stofnana leikhúsuna er fólk á miðjum aldri en það líka bara dýrt að fara í leikhús og það sem ég held að segja reyndar aðalmálið er að það krefst sko skipulagningar að fara í leikhús. Maður þarf að skipulagja það með ákveðnum fyrirvara og ef maður ætlar að fara með vinum sínum þá þarf maður að tala sér saman og það sem er einfaldast kannski er að fara með Þú ert að slökka á símanum. Já. Ég held að þetta síðasta, fólk með kveikt á símanum í bíó. Já. Þetta síðasta víð sko. Þetta á sundlu þarna. En fólk kveikir ekki á símanum. Mér finnst það alveg magnað sko. Kveikir það á símanum? Nei. Og ég bara gerði Kæru Jelenu sem var líka svolítið svona, við fengum svolítið mikið á ungum hópum inn og það og mér fannst það bara algjöru töfrar sko, að þau bara lögðu frá sér síman og þau bara voru í mómentinu og það þrá þetta náttúrulega allir, við þráum þetta líka miðaldra fólki, það bara please þú veist, það áskorun fyrir okkur öll, við erum orðin sjúklega að hafa þessu þannig að það bara alveg, bara ótrúlega gaman að sjá, ég meina það kom nú fullur salur af kvennói gerði ekki? Já. Bara úlingar. Er það allt annað að vera með sýningu, af því að við tölum oft áhorfendur sem hluta, við stöndum með þeim. Er það allt annað að vera með sýninguna ef það eru framhaldsskólakrakkar? Bara algjörlega. Það var bara mjög skemmtileg upplifun, sko. Það var það svo mikið af bröndurum sem að virkuðu alls ekki í gær og aðrir sem að virka aldrei en virkuðu í gær. Þú veist, eitthvað svona grín sem að miðaldra fólki finnst ógeðslega fyndið, fjall alveg flatt í gær, sko, og svo öfugt. Og þú veist, eins og að karakter í verkinu sem heitir Sigtryggur sem er umboðsmaður Elsabetar og hann er með svona þrúandi nærveru en er ógeðslega fyndinn, sko, og hann fær alltaf mikinn hlátur og vekur mikla lukku. Okkar maður hugsar mikið slútt. Já, og hefur svona húmor fyrir honum, sko. En í gær þá bara elsku Halli okkar þurfti að hafa fyrir því að leika Sigtrygg í gær, sko. Af því að það var einhvern veginn eins og salurinn væri svolítið bara
þetta er ekki okkar maður. Nei. Þessi er hérna komin til að stíga á tær og vera með vesen. Vesen og frekju og kallrembu. Halli vill ekki fónga fólkið á sýningunum. Nei, en það var bara skemmtilegt svona hvað, þú veist, þetta, og þetta er það sem ég elska við að vera í svona performance listum, að þetta er svo mikið samtal og það er svo mikil orkuskipti í gangi að hérna, þú veist, við köstum einhverju fram í sal og svo fáum við einhverju orku tilbaka og það hefur svo mikil áhrif hvort á annað. Þetta er geimvísindi sko, það sumir hafa tendens til að gera lítið úr því að það sé ekki erfitt að vera leikari, að standa á sviði, en þetta eru bara algjör geimvísindi, af því að þetta er svo lifandi form og þetta er svo mikið alvöru samtal og alvöru rafmagn við áhorfendur og við erum bara eitthvað, þú veist, opaslega innblásin að búa eitthvað til upp á okkur sal og æfa ykkur dansspor og syngja og búa til ykkur raddir og svo er svo stór stund þegar áhorfendur mæta í fyrsta skipti og það var alveg viku fyrr núna af því að þetta er náttúrulega líka bara ungir og hérna margir leikarana stíga sinn fyrstu skref þannig að við höfum gott svigrúm og það var magnað, þú veist, fyrsta mómenti með áhorfendum er alltaf magnað en náttúrulega sérstaklega í nýju verki, í nýsköpun þar sem að allt er einhvern veginn bara við erum svo mikið, það er svo mikið hérðhæðun í okkur sko, að það er bara eitthvað mamma mía sem er bara búið gangi 10 ár, það er bara þú kemur inn bara, þú veist þetta er málið, þótt svo handritið sé kannski eiginlega alveg glatað sko, eða skilurðu, það mist þetta bara svo merkilegt, þetta er svo ógeðslega spennandi tímamót að vera með svona nýtt stöf sko, og rafmagnið og bara finna, er þetta virka, er hleið og í talningum fyrir höfundana sem eru búin að setja og skrifa þetta allt, þú veist, það var alveg ótrúlega gaman þegar það gerðist sko, og eiginlega bara svona mín í áfall sko, á mjög góðan og jákvæðan var að virka. Já. Þetta tengist einu, hérna hafa þegar ég var ungur og kannski enn frekar kynslóð foreldra þinna sem eru eldri en ég. Já. Það var að tala um kynslóðabil. Já. Síðan ég man ekki eftir að vera að tala um kynslóðabil 80 eða 90. Mér finnst það að vera núna og mér finnst þú eiginlega tengjast þarna með umboðsmanninn. Sem að það er tolerans gagnvart þessu manni hjá hérna eldra fólki, en það er bara 0 tolerans gagnvart honum og mér finnst þetta koma fram í þessi umræðinu mál Ástulóu sem að það sem eru alveg augljós svona kynslóðaskipti, fólk svona sem var 50 plus að ég meina hvað sem gerði fyrir 30 árum og eitthvað svona, hvað verður að ræða þetta eitthvað, en með svona skýrari hérna svona mörk. Já. Já, heldur betur, við erum vonandi að læra eitthvað. Er þetta raunverulega, er þetta hluti af vandanum, nú er ekki að segja að önnur kynslóðin hafi rétt fyrir sér, en það gerist í kynslóðu þegar það verður rof á milli að þá vantar samtal, sumir að segja það, að unga fólki mætti tala við gamla fólkið og eftir maður reyna að gera eitthvað úr þessu, því að það gengur ekki að við hérna rofnum alveg og ég regna með því að eldri kynslóðin hafi eitthvað til síns máls og unga eitthvað til síns máls, eða hvað? Ég held sko... Erum við bara að bíða eftir að gamla fólki degi? Mér finnst þetta svo áhugavert að því mér finnst sko bæði viðbrögð sko að vera hérna bæði það að vera rosalega umburðarlyndur fyrir einhverju sem er kannski ekki alveg eins og það á að vera og það að svona hvað maður að segja, svona alveg fordæma eitthvað 100%. Þetta er bæði einhver svona fælni við að ræða málin. Þetta er bæði eitthvað svona flótta viðbragð. Bara annarkvort, heyrðu, við skulum bara ekkert vera að tala um þetta, ræ, er ekki bara gaman og hérna, og svo hinum megin bara, þú veist, afgreiða strax. Já, bara afgreitt, búið, næsta mál á dagskrá. En því miður þá, eða sem betur fyrr, þá er tilveran bara miklu flóknari. Og það að vera manneskja er svo rosalega flókið og það er svo erfitt á þessum tímum í dag þar sem að hérna svona samfélagsumræðan sem slík er að gerast á svo skrýtnum vettvangi, er að gerast á netinu sem að maður upplifir að sé eitthvað sem allir er að sjá en í rauninni er maður bara að sjá einhverja sneið af internetinu og manni líður svo að þetta sé allstaðar en þetta er ekki allstaðar. Allir er að leggja fram niðurstöðu. Já, og allt gerist rosalega hratt. Við viljum bara niðurstöðuna strax og ég tek afstöðu til þess. Já. Þess vegna erum við nú með þetta rauðaborð hérna, við njótum þess að vera, við segjum að mál sé bara á 0 punkti. Við erum bara komin tíminn til þess að ræða það og samræðan sé raunverulega erindið. Já. En það er ekkert vinsælt í dag sko. Það er allir að biðja bara um að fá hérna lausnina. Já. Þetta er svo triggerandi vettvangur, þú veist, það er svo triggerandi að þú veist að allir geta einhvern veginn bara svona spúð sínu á lyklaborðinu og ég held einmitt sko
að við verðum bara að læra hvort af öðru. Það var mjög gaman fyrir mig, þú sem er að vera 50 á næsta ári, að vinna með þeim og hlusta á þau og þau hafa vonandi lært eitthvað mér og ég að þeim og mér fannst það líka í hennar máli Ásthildarlóu ótrúlega áhugavert hvað þetta var kristaltært, þú veist, að dómharkan í sikur áttina. Þetta er náttúrulega bara polarisering samfélagsins sem að drepa okkur, sko. Og ótrúlega erfitt af því að svo eru líka með kynslóð fóreldrar minna og kannski alveg slætarinn í mína kynslóð aðeins svo mikið já þau voru ástfangin og maður bara, þú veist, what? Þú veist, þetta er svona einfaldað á báðum endum pólana, á báðum pólunum. Eins og þú gerir oft þegar þú verður að fá niðurstöðu bara. Já. Það er nákvæmlega það þarf niðurstöð. Er þetta góð eða vond manneskja? Og við eigum þetta allt í okkur. Við erum bara djöflar og dýrlingar og við eigum allar þessar hliðar í okkur og við þurfum einhvern veginn að ná að vanda okkur betur, að setja okkur í spor hvors annars og það hjálpar leikhúsið okkur að gera. Til þess vegna gefist við ekki upp á þessu formi og hún er búin að vera stund þetta í allan hennar tíma og hættum þess ekki þótt að sé miklu einfaldar aðgengi og ókeypis stöf fyrir fólki í símanum. Við hættum þess ekki að þetta þjálfar vöðvan í líkamannum sem að bara hjartastöðin að reyna að setja okkur í spór hvors annars og sýna hvort öðru skilning og ég hef bara fundið það á minni 20 ára reynslu að þarna, eins og Una var að benda á, getum við haft áhrif. Miklu frekar enn í pólitík. Þarna getum við breytt heiminum. Það er ekkit flóknar en það, sko. Svolítið má ég spyrja þig kynslóð? Heldur að mín kynslóð geti einhvern tímann skilið þína kynslóð? Er þetta eitthvað svona 1900? Segir þú dissa eitthvað að ég sé að koma með úreldi viðhorf? Einmitt. Finnur þú fyrir þessu að sé veröldir sem að krakkar lifa í sé bara annar hugmyndaheimur heldur en þú ert náttúrulega aldraða foreldra það hefur oft áhrif á fólk. Já, en samt svona ekki, mér finnst þetta alveg já, eldri kynslóð geta alveg haft áhrif á yngri, við getum lært á hvort öðru alveg þannig sé alveg 100% en það er sumt alveg svona já, eins og bara eitthvað svona að ég setjum þetta bara undir teppið og við nennum ekkert að pæla í þessu. Eða þá þetta bara eitthvað 1900? Já. Eða það. Já, mér finnst það, ég dálítið í dag eins og bara eitthvað með innflytjendamáli eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég get tekið það sem dæmi. Þá var þetta bara eitthvað, já, þegar ég var ungur, þá var enginn og þá var þetta bara Ísland fyrir Íslendinga eitthvað svona og þá koma, skilur, jafnaldrar eitthvað, já, þetta var þannig og af hverju erum við þá svona núna, af hverju allir eitthvað koma, þá erum við að taka influence af þeim, skilur, sem mér finnst ekki vera réttu viðhorf, skilur, Ísland, skilur, við þurfum ekki, það ekki geta verið allir hvítir hérna, skilur, en það var bara eitthvað sem að langa með Jónu fannst, skilur, ég veit ekki og það var bara þannig þegar hún var þannig ég skil að henni finnst það skrítið en það ætti ekki að vera skrítið í dag, skilur við erum alls konar þetta er eitthvað sem að er svona þessi kynslóðslit Það er heilt unga þingmann Miðflokksins tala eins og var í nýraður kall, sko þannig það er til alls konar En eru við ekki að þokast samt í rétta átt með þessu samtali mörk og aðmáðs og þöggun og það var ekkert samtal, sko. Það sem mér var stendur sem Ástarlóu, að það bara klofnaði einhvern veginn á milli og svo bara púff. Og svo bara dæma hvern annan. Því mér fannst þetta, er þetta ekki brilljant mál sem við eftir að ræða ekki verið að ræða. Þetta er mál sem er ekki hægt að þetta er svona enganlegt og svona samfélagslegt, miklu frekar heldur en eitthvað pólutíst eða þetta er ekkert stjórnsýslu á ekkert erindi þangað en það eru þingmenn að reyna að halda þessu inn í eitthvað svona stjórnsýslu þetta mál passar ekkert við það þetta er enganlegt og samfélagslegt mál hvernig við horfum á svo margt, siðferði og kröfur til þeirra sem að standa og eiga að stýra samfélaginu. Hvenær fólk er fullorðið. Já, en svo er þetta líka bara svo persónulegt og óþægilegt og þetta er svo, þú veist, maður er líka bara með samúð með fólkinu sem stendur í miðjum storminum, sko. En svo það líka. Svo líka það, sko. Þú veist, að því að það hlakkar alveg fyrst tímanu bara, og svo bara, þú veist, maður fór bara í þeytivindu, sko, í þessu máli og þurfti að horfast svolítið í augu við sjálfa sig. Og sína fordóma. Og við sem samfélag ættum að tala um þessi mál. Já. Í staðan fyrir að vera að flýta okkur á því, sko, hver er rétta niðurstaðan? Já, nákvæmlega. Það er minnst krafan um það að komum bara niðurstaðan í ferli. Já, mikil dómharka. Hún er ekki kannski mikið búin að skána í allir þessari umræðu, eða ekki umræðu mörk. Við hefum ekki talað um tónlistina?
Í leikriðinu? Nei. Gera það? Já, hún öll eftir þig. Já, öll lögin eftir mig, en svo svona músík undir senum stundum, svona eins og skor, svona meira eins og kvikmyndatónlist sem eftir Hafstein Þráinsson, kærasta minn. En samtir þú eitthvað nýtt fyrir þennan söngleik? Ég samti 3 ný lög, samti opnunarlagið í verkinu sem heitir Málum miðbæinn rauðan, svo samti ég lag sem heitir Hvað viltu, sem fyrsta lag eftir Hlé, þar sem þau eru svona 4 saman að syngja og svona rocklag, og svo samti ég lagið Sólmyrkvi sem að Tommi syngur. Þannig þú þurftir að semja eiginlega fyrir hópin og aðra af því þú áttir nóg af verkum til þess að syngja fyrir Elsebettu. Já, en líka bara það vantaði bara upp á söguna. Já, upp á söguna, bara svona moment þar sem hugsa þarna verður að vera lag og það ekki til lag sem að passar þarna, þannig að ég samti lag inn og það var rosalega skemmtilegt að fá að gera það að einmitt talandi að setja sig í spor að það svo gaman að semja frá sjónarhorni einhvers annars. Einmitt. En samtir þá eftir að allt handritið var komið? Kannski svona þegar við vorum komnar með mjög skýra hugmynd söguna og svona grind. Já, svona grind og svona moment sem við vissum að við vildum hafa, að þá samdi ég þessi lög. Það var svona eitt stærsta momenti fannst mér í ferlinu þegar hún sendi mig Sólmyrkva því að þetta náttúrulega svona kannski svolítið umdeilanlegt hvort maður eigi að hafa lag þarna og svona og þetta viðkvæmt, mjög viðkvæmt efni og viðkvæmt augnablik en hún söng bara inn á voice memo þessa laglínu og þennan texta bara í einni atrennu og bara það var alveg ótrúlega stórt moment og svona kannski einn af hápunktum þarna sýningarinnar svona tónlistarlega finnst mér en svo Una svo metnaðarfull að fyrst vildi hún bara hafa þetta allt nýja tónlist bara allt, ég fyrir að tala hann inn og það væri kannski svona ákveðin kostur að fólk þekkti hluta lagana og sem náttúrulega ótrúlegt hvað fólk þekkir mörglög með aldrunu 24 ára að því að ég hef leikst í söngleikum í kringum eitt lag þú veist, eitthvað eitt lag sem fólk þekkir eða bara eitthvað eitt gott lag, skiljiði mig en þarna eru þau svo mörg þannig að það því endi náttúrulega á þekktasta lagina því sendið mann út með það svona sing-along stemmingu svona eiginlega tónleikar, þar blörast þetta alveg yfir í unnu fyrir okkur. Talandi það, þú ert eiginlega eina á sviðinu sem ekki leikari? Já. Hvernig, við erum að tala hvað fólk alltaf verða, stórt alltaf að verða leikari? Ég ákvað fyrir löngu síðan að ákvaða aldrei hvað ég ætla að verða þegar ég orðin stór. Ekki hlustu þetta svolítið? Það ákvaði. Nei, en ég ætla að halda þessu öllu á opnu. Eins lengi og ég mögulega get. Ég segi vertu leikari líka, please. Af því að hún svo góð leikona, Málið að leiklist snýst svo mikið skilning. Í raun og veru, Það algjör misskilningur þetta snúist eitthvað rödd og útlit og eitthvað. Það snýst aðalega það að þú skilir hvað þú segja. Og það eru þessi töfrar að koma sögu yfir, fyrir leikara. Hvað þú ert að segja því að þú skildir hvað þú ert að segja. Já. Nei, ég meina þetta svo einfalt. Ég trúði bara allir sem var að segja. Þetta segja svona leikmenn sem ekki inn í leiklist og fara að horfa og bara, ég bara trúði allir sem var að segja. Er þetta hann? Eða þú veist, þegar þetta rennir svoleiðið saman, þá það góð leiklist, En þegar þú varst til dæmis að semja núna fyrir allar þessar manneskjur, ég far á æfingum þegar þú varst með Sinfó, þá varstu þetta bara ein. En núna hugafarið þegar þú varst að semja fyrir miklu fleiri og þessar týpur og þessar manneskjur, hvernig var það? Því að þetta hlýtur að vera öðruvísi ferli. Allt öðruvísi, Jú, allt öðruvísi. Því að venjulega þegar ég að semja, þá er ég að semja, músikalst þetta pínu áskorun af því að eins og þegar ég var að semja Sólmyrkva, þá vissi ég að ég var að semja fyrir Jakob og hann ekki með mína rödd. Þannig ég þurfti að passa að lagið hentaði hans rödd og ég bara ekki með, svona þú veist, ég hætti tónlistarnámi þegar ég var 12 ára, þannig að ég ekki með svona bóknámsþekkinguna til þess að vita bara hvernig á ég að finna hans rattsvið og en ég fann út úr því, en það var smá áskorun, en það sem var skemmtilegast var að gera textana, að skrifa texta sem voru ekki bara innan úr sjálfri mér og minni upplifun sem það sem ég venjulega að gera, heldur að ímynda mér hvernig einhverju persónu líður á einhverju augnabliki í sínu lífi og
skrifa þaðan og nota þeirra tungutak og eða svona hugsa, þú veist, hvernig tjáir þessi manneskja sig, hvað myndi Tommi til dæmis, hvernig myndi hann komast á orði til þess að lýsa sínum tilfinningum á þessu augnabliki. Sennilega einhvern veginn smá öðruvísi en ég. Og það fannst mér mjög svona skemmtilegt verkefni. Að ímynda mér, hvernig einhver annar myndi semja lag. Ég gleymti verki fjallar náttúrulega forboðnar ástir. Jú, líka. Við verðum aðeins að ræða það. Það Elisabeth verður ástfangin af vinkonu sinni sem eru forboðnar ástir eða hvað? Já, það svona svolítið... Það erfitt skref að stíga yfir? Það minnst það svo merkilegt með það að þetta gerist náttúrulega, þetta alltaf að gerast, að fólk verði, sérstaklega á þessum aldri, að maður verði ástfangin af bestu vinum sínum. En samt finnst fólki þetta alltaf vera jafn hræðilega óheppilegt og erfitt. En þetta rosalega stórt, það svo mikil áhætta í þessu. Því að ef maður fer yfir þessa línu og það gengur síðan ekki upp, að þá maður kannski búin að missa bara einhverja mjög dýrmæta mannesku úr lífi sínu og færa hana kannski aldrei aftur. En þegar þú segir forboðnar, ertu þá að tala að þegar þeir eru báðar stelpur? Ég vil bara vísa í Rómeó og Júlíu þar sem að fólk var ástfangið yfir ykkur borgarmörk og eitthvað slíkt. Þarna ertu ástfangin yfir ykkur mörk og það var bara þannig. Það er gott. Af því að við tölum mikið þetta, bara svona það að hvort þetta væri sagum það að koma út úr skápnum og hver að spila með hvaða liði og hvað það stórt skref í ástasögu þeirra, stelpmanna. En við vildum svona bara af virðingu við persónutuna og ástina og hinseginleikan og þá umræðu alla sem líka eitthvað aðkallandi núna í samfélagsumræðunni að hafa þetta bara epíska stóra ástasögu á milli vina. Þannig að megin þemað í henni það að ástin getur eyðilagt vináttuna. Já, og það að þora að segja manneskju og elskirna, það í alvörinu upp á líf og dauða, sérstaklega þegar það einhver sem þú getur mist. Sem það einhver náinn vinur. En við snertum klárlega líka á því í gegnum Helgu þessari tókstritu, þessari sjálfsmyndartókstritu sem það að fatta að maður sé kannski ekki straight og ég gekk í gegnum þetta sjálf sem unglingur og mér fannst þetta bara mjög flókið þegar ég komst að ég væri tvíkynhneigð og mér leið eins og ég væri bara svona uppgötva eitthvað mjög flókið sjálfa mig og tók mér langan tíma að samþykja þessar nýju upplýsingar mig og en það mér finnst það svolítið skemmtilegt að það birtist hjá Helgu í Stormi en við erum ekki að búa til einhvern ytri þrýsting eða við erum ekki að kynna inn einhverja homofóbíska karaktera eða eitthvað kerfi sem heldur þeim niðri eða neitt svoleiðis. Þetta snýst meira þessa persónulegu og innri tókstritu. Og þetta að hún hefur mist foreldri, Helga, að það ekki endilega óttin við að koma út úr skápnum, heldur bara ef ég elska, þá mun ég missa. Þú veist, þannig við vorum að reyna að vera svona aðeins svona dýpri tónum en að hafa þetta ykkur sögu það hvað erfitt að vera lesbía í dag eða eitthvað. Og bara við þekkjum þau öll sem við höfum elskað og í talningum sem við höfum mist eða verið hafnað. Það bara það stærsta sem maður lendir í lífinu. Erfiðasta, magnaðasta, skemmtilegasta, fallegasta. Þannig í grunninn þetta bara ástarsaga, sko. Þóttum fjalli líkum döðan. Gaman að fá ykkur hingað að fjalla Storm og takk Sóley fyrir að hjálpa mér. Una og Unnur, kæra þakkir. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Yndislegt að vera með ykkur. Við ætlum að halda áfram að reyna að skilja hana heim sem við lifum í. Það næsti kafli eftir augnablik og ég veit ekki alveg hver hann Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, komið í sæl og blessuð. Við getum þakkað þeim sem börðust á undan okkur. Framsýnum verkalýðs, forkólfum og hetjum að á morgun frídagur. Og þá minnumst við þess að réttindi launafólks eru ekki sjálfsögð. Það þarf yfirleitt að berjast fyrir þeim og mörg okkar fara í kröfugöngur eða halda upp á daginn með einhverjum hætti. Ég sjálfur að hugsa að gera það.
Ég er búinn að ná sambandi að ég hygg við Húsavík hér á Zoom. Ef allt gengur upp þá Aðalsteinn Árni Baldursson, kallaður Kúti, hjá Framsýn, formaður Framsýnar stéttarfélags á línunni. Heyrirðu í mér, Kúti? Já, ég heyri bara ágætlega í þér. Þó sé langt á milli okkar, þá bara sambandi held ég bara í besta lagi. Ljómandi gott. Sæll og blessaður, gaman að sjá þig og heyra. Verður mikið dýrðir á Húsavík í tilefni af 1. maí á morgun? Já, við höfum alltaf lagt mjög mikið upp úr þessum degi alla tíð og ég man eftir því þegar ég tók við sem formaður 94 þá hafðu svona gömlu hetjurnar mínar sem voru mínar fyrirmyndir áhyggjur af því að með mér myndi þetta kannski svona dala, svona þegar tækju yngri menn við því þetta var svo stór og mikill dagur en þetta situr enn í mér og við höfum alltaf frá þeim tíma lagt rosalega mikið upp úr þessum degi og svona, ég held bara hreinlega svona hlutfallslega hafi náttúrulega hér hátíðin í gegnum tíðina verið langt fjölmennust. Við erum að fá svona í dag svona 400 manns, já, kringum 400 manns og samkomu sem höldum hér í félagsheimilinu eða á Fossá til Húsavík í dag en vorum upp í Hyrtahögg þar sem vorum að fá upp í 900 fyrir COVID en með COVID þá dalaði svona félagslegur áhugi verulega en já, ég hugsa að við verðum með flotta dagskrá klukkan 2 á morgun á Fosshotel og við reiknum með fullu húsi. Frábært. Hvernig atvinnu ástandið í þinni heimabyggð? Atvinnu ástandið svona, almennt hjá þeim að fundi í gærkvöldi. Það sem þeir tala að það vanti iðnaðarmenn í flest störf og það svona, það má segja að atvinnuástandið hafa bara verið með miklum ágætum en hins vegar ber að geta þess að félagssvæðið okkar mjög stórt. Það nær frá Raufarhöfn og inn að Víkurskarði og eða Vaðlaheiðargöngum. Ég með Mývetningana og þína sveitunga og Kópasker, Raufarhöfn, Húsavík og allar sveitirnar. Þannig að svona almennt séð hefur atvinnuástandið verið með ágætum en það svona ákveðnar blikur á lofti og heims ófriður, hann fer ekkert fram hjá okkur og ég held að hann eftir að býta okkur bara verulega á þessu ári. Geturðu kannski aðeins sagt okkur meira þessar blikur á lofti og heims ófriðin, hverju það gæti ógnað? Já, ég er bara að sjá það getur bara ógnað almennt sölumálum hjá fyrirtækjum í sjávarútvegi. Það alveg ljóst að ferðaþjónustan mun gjalda fyrir þetta og við erum þegar farnir að fá spurnir af því og fólk farið að leita til okkar sem fær ekki fulla ráningar eða það verið að draga úr ráningum hjá fólki í ferðaþjónustu og það einn stór maður sem herra Trump sem að hafa þessi áhrif og svo náttúrulega höfum við bara líka mikla áhyggjur af öllu ferðaþjónustunni og sjávarútveginu og svo höfum við líka mikla áhyggjur af iðnaðinum. Því það vitamál að hér stórt fyrirtæki sem heitir PCC, mikilvægasta fyrirtæki á svæðinu miðað við svona umsvif og að auðvitað hefur það áhrif að Rússar eru að dæla ódýrum kolum yfir til Kína og Kína í samkeppni við íslensku stóru verksmiðjurnar. Þannig að ég held að við komum til með að sjá á næstu vikum og mánuðum bara ansi mikla erfiðleika. Ég óttast það. Já, þannig að menn sigla svona inn í hátíðin á morgun með ákveðnar áhyggjur en þið hafi verið að bera víurnar í niðurdælingu koltvísýrings. Hvar stendur það mál? Það rétt að það hefur verið þannig að það var fjölmennur íbúafundur hér daginn á vegum Carbfix og Norðurþings og ég var beðinn að stýra þeim fundi þannig að ég var á þeim fundi og fullt hús og komið þar fram mjög gagnlegar upplýsingar og það bara þannig með okkur og ósköp eðlilegt að þetta framandi og það eru bara mjög skiptar skoðanir þessar áætlanir og fleira. Það einhvern veginn þannig að við erum rosalega svona, þetta svona heitt svæði eða þetta svona flott svæði hvað varðar að við erum hér með gríða mikið af orku og sterkt samfélag. Þá við erum með náttúrulega jarðvarma virkjanir og við erum hér með stóra virkjanir bæði eins og í Kröflu og Þeistareykjum og svo náttúrulega minni í Laxavirkjun þannig að við erum svona með mikið af grænni orku og það svolítið sótt í þetta og jú það rétt að Carbfix og
og fleiri aðalar hafa verið að skoða það að koma með hér framleiðslu eða starfsemi en þetta allt svona bara á byrjunarstigi og menn bara að velta þessu á milli sín og það bara óvíst hvað verður úr þessu frekar og eins og með annað. Já, og eins og þú segir svona skiptar skoðanir og meðal íbúa þetta líkt og hefur verið náttúrulega á öðrum stöðum sem rætir hafa verið. Já, það bara þannig og menn bara hlusta umræðina en það svona, það sem eina sem mann finnst oft svo slæmt það að ég búin að vera að kynna mér það mjög vel og setja fundi og lesi mig til og allt þetta. Mér finnst bara það bara við ráðum ekkert við það á þessum miðlunum sem menn geta tjáð sinn og menn náttúrulega að tjá sig hitt og þetta og hafa ekki hugmyndu hvað að tala og skella hinn og þessu fram og það bara skemmir fyrir hvort sem þetta gáfulegt eða ekki gáfulegt. Ég bara vildi óska þess að maður geti stjórna umræðinu þannig að menn væri svona vandaðir í skrifum heldur en að bara skella öllu fram. Ég kalla svolítið eftir því eins og margir aðrir. Ertu að segja hinn bladrandi stétt og við fjölmiðlarnir erum náttúrulega stór hluti hennar að það sé stundum vík á milli vina? Já, og það bara þannig og það bara sama hvað við erum að tala og erum að ræða. Það skiptir máli bara hvernig haldið á þessu og talandi fjölmiðla. Auðvitað fylgist ég mjög vel með fjölmiðlum og auðvitað eru svona áherslu fjölmiðlana mjög mismunandi og við sjáum það í mörgum málum að það eins og að menn sé ekki búið ekki saman landi en þar kemur inn pólitík og stefna fjölmiðlana. Já. Það er bara þannig. Og meiri polarisering held ég fram. En þú nefndir áðan árið 1994 og manni finnst stundum eins og þú hafi bara verið alla þína hunds- og kattartíð í forsvari fyrir verkalýðsmál og þegar ég vann fyrir norðan ég held að það hafi verið aldarfjórðungur þá vorum við ofta að spjalla þú varst þarna formaður fiskvinnslu fólks til fjölda ára og svo það verkamannasambandið, starfsgreinasambandið og varst formaður fiskvinnsludeildar sambandsins og þinn grunnur almenn fiskvinnslu störf en ekki orðið ansi lítið eftir af fiskvinnslu og sjávarútvegi í Húsavík á Húsavík afsakaðu miðað við það sem var? Jú. Það þú kemur nú lóttur inn á eitt mjög heitt mál að það sem að ég vil alltaf segja minn grunnur þessi að þegar ég byrja að vinna á vinnumarkaði eftir ég útskrifaðist frá í dag heitir þetta Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri að þá hef ég unnið í fiski og gegnt þar störfum eins og það að vera þar lengi trúnaðarmaður starfsmann þarna voru að vinna 150-200 manns í deildum Fiskisamlags Húsavíkur og ástæðan fyrir því að ég fyrir í það starf sem ég í dag það að ég hvattur áfram af mínu samstarfsfólki í fiskvinnslu sem að taldi á sig tróðið svona launanlega séð almennt á Íslandi og þá fer ég að skipta mér verkalýðsmálum sem enda með því að mér eiginlega bara sparka út úr að mínum félögum út úr frystihúsinu og sagt bara farðu og farðu að vinna fyrir okkur. Já. Og það eiginlega upp að því að ég gerist formaður í stéttarfélagi og var náttúrulega lengi vel alltaf yngstur í hreyfingunni, það 20 ára eða 30 ára hvað það var, þá var ég alltaf yngstur en sem betur verið í dag náttúrulega konir öflugt ungt fólk í þetta sem í stjórnunarstörfum og að margir hverju gera bara frábæra hluti en þú spyrir náttúrulega út í sjávarútveginn og það náttúrulega ákveðin sorgarsaga hér öflugt fyrirtæki sem ég ætla ekki að gera lítið úr sem heitir GPG, rekur hér myndarlega fiskvinnslu á Húsavík og Raufarhöfn og mínum að gera frábæra hluti eða góða hluti en hér áður fyrir var náttúrulega Fiskisamlag Húsavíkur sem var þessi stóri vinnustaður með útgerð og bolfiskvinnslu og rækjuvinnslu og síldarniðurlagningu og skreiðarvinnslu og saltfiskvinnslu og aðgerð á fiski og ég var tími mitt löndunarstjóri þannig að þetta fór. Eru þið nú í hópi þeirra íbúa Íslands sem einmitt rifja upp liðna tíð í ljósi þeirra átaka sem eru á milli SFS og löggjafans, meiri hluta ríkisstjórnarinnar? Já, það er nefnilega enn og aftur sem ég nefndi á hann, ég kalla alltaf eftir þessari
einhverju vitræðni umræðum þetta en hvort að ég með hana, ég lægt aðra dæmi það en auðvitað, sko, ef ég byrja bara á þessu veiðigjöldum þá hefði ég vilja sjá það að ríkisstjórnin myndi nú setjast yfir þetta og gaumgæfa sko þann þol útgerðarinnar og ég veit að hún þoli meira heldur en að það sem hún hefur verið að greiða. Hún á að greiða meira til samfélagsins að þessari samfélagi auðlind sem fiskurinn í sjónum. Það bara þannig að mér fannst þau vaða áfram af því að það þannig að 80, 70, 80, 90% af þjóðinni vill bara að útgerðin borgi meira en svo bara spurningum þetta þanþol og ég vilja sjá það að það væri meira sest í meiri vinnu á þessu skellt fram. Pólitískt þetta vinsælt með að fá atkvæði út af þetta en mér finnst þetta ekki góð vinnubrögð. Ég gagnrýni þessi vinnubrögð að menn skulu ráðast í þetta með þessum hætti því að þetta aukið skattheimta á landsbyggðinni, þetta veikir byggðirnar þar sem sterkur sjávarútvegur fyrir og það má ekki gleyma öllum þeim litlu útgerðarmönnum og fiskuslum sem eru berjast að það ekki allir sem að græða á tá og fingri eins og stóru fyrirtæki sem að rata reglulega í fjölmiðla með arðgreiðslur og hitt og þetta. Það bara ekki þannig og líka fyrst núna að koma fram að það standi til að skila þessu eitthvað til sjávarbyggðarna sem eigin hlut en ég vilja hafa þetta miklu meira unnið og betur unnið af stjórnvöldum og mér finnst þetta ámælisvert en svo koma hinum, það að segja útgerðinni að útgerðin náttúrulega hefur spilað rassinn og buxunum með allir þessari auglýsingaherferð og vissulega það þannig að þar sem að útgerðarfyrirtækin hafa ákveðið að vera og efla sína starfsemi eins og víða að þá og það alveg þetta haldna fram sem kemur fram í þessum auglýsingum að þetta sé allt sem með ágættum í þessum byggðarlögum Dalvík og Grindavík og fleiri stöðum og Austfjörðunum og allt það, Dalvík en það var líka hægt að snúa þessar auglýsingaherferð við og segja þetta gerðum við og eyðilögum samfélögin og þá vitna ég til þess ég sjálfur lendi því hér sem formaður í stéttarfélagi fyrrverandi starfsmaður Fiskiðjusamlagsútvegur að hingað kemur fyrirtæki sem heitir Vísir í Grindavík, fjölskyldufyrirtæki sem fór hér og vildi borga bara vel fyrir það að komast endanlega yfir Fiskiðjusamlagið með þennan stóra og öfluga vinnustað. Ég var á móti þessu strax en ég var svo aftur beður það að slaka hans á vegna þess að þetta væri fyrirtæki og þeir lögðu fyrir mig pappíra það sem kom fram að þeir ætla að efla fiskvinnsluna, þá átt að stækka húsnæðið og þá átt að auka útgerð og þeir báðu mig bara að vera ekkert að þvælast fyrir þessu og ég ætti bara að fagna því að hér var komin aðeins sem vildi byggja upp og auka hér kvótan og allt þetta og það endaði með því að menn trúðu þessu en svannig fór að Vísir var hér í einhver 10 ár með starfsemi, þegar þeir ákveðu bara hægt að fara og því miður var það nú líka þetta var mjög slæmt og mikið högg fyrir samfélagið en því miður var þetta 1. maí það ár sem þeir fór sem að ef maður rétt á 2014 þau sár ívast upp núna þau sár ívast upp núna Já, þau gera það og þetta var náttúrulega Húsavík og þetta var að Djúpivogur og Þingeyri og þetta var afskaplega sárt og fá svo skýringar með það og það sem að tala að það kemi það væri, fólki bara flutt myndi bjóðast vinna í Grindavík, þar væri tóm blokk og það var að tala að 50-70 starfsmenn var að leiðinni úr bænum og það fór stór hluti að þeim fór til Grindavíkur. Þannig að allt og handabandi sem tók og átti við yfirmenn Vísis tók í hendina að þetta yrði til framfara að það stóðst ekkert. Þannig að manni gremst þessi auglýsingaherferð því að þeir getur líka snúið sig við og tala upp alla staðana í hringinn landi sem hafa verið nánast lagðir í rúst eftir að menn sem hafa haft yfir kvótanum að segja hafa yfirgefið svæðin. Það bara þannig, menn eru gramir og margir gramir víðum land út af í hvernig menn hafa leyft sér að fara með þessi byggðarlög. Sko við þurfum öll að hafa til hnífs og skeiðar og það svona grunn þörfin og við þurfum húsnæði og hvernig finnst þér svona jöfnuði háttað á meðal Íslendinga í dag? Annars vegar erum við að tala það að það náttúrulega bara þannig að það er mikill ójöfnuður í landinu en þó við eigum gott land, við eigum mikið auðlindum og getum
getum unnið að því að jafna þetta óréttlæti sem við búum við í dag. Og það eitthvað sem við verkalýðshreyfingin í hreyfingunni erum alltaf að minna á og ég vil meina það að við sem að gera mörgulítið góðar hluti. Við höfum til dæmis komið að því að með stjórnvöldum á hverjum tíma varandi svona í kringum kjarasamninga fá stjórnvöld að borðinu með ýmsa þætti sem hafa skipt gríðarlega miklu máli. Já. Þetta ég held að við sem að ég veit að þú ert nú ættar hér úr einnig fallegustu sveit landsins hérna á Norðurlandi að þá líka það þannig og staðreynd að við sem búum í hinum dreifðu byggðum búum ekkert við sömu skilyrði og þessi búi höfuðborgarsvæðinu og bara það að fara til læknis það kostar fólk jafnvel 100.000 þá er ég að tala ferðakostnaðar og vinnutap og annað og halda sér uppi fyrir sunnan og svo er verið að leggja alls konar kílómetragjöld á núna og það er flutningskostnaður hitt og þetta og menn þurfa að sækja sitt háskólanám mestuleyti suður til Reykjavíkur, til Akureyrar líka en þetta er orðið rosalega mikill baggi allan þessa álögur sem leggjast á okkur sem að veljum að búa annars staðar en í 101 Reykjavík. Já, þú myndir kannski vilja fá einhver skattafríðindi eða eitthvað sem að til dæmis Norðmenn og fleiri þjóðir hafa gert til þess að hvetja fólk og umbuna því í rauninni fyrir að búa út á landi því að það er mjög mikilvægt fyrir samfélag eins og Ísland að hér sé byggð sem dreifðust. Já, allavega það er á meðan það er þannig að það er tekið af okkur þjónusta. Það er tekið eins og hér gerist fyrir nokkrum árum á þessum stað hér sem ég bý á og fleiri stöðum að það var til þess bara lokað á fæðingardeild, það var lokað á skurðstofu og sagt ok, við erum að hagræða segja stjórnvöld og ríkisstjórnin eða fjármálaráðherra en á sama tíma verði bara að sækja þetta annað og þá er eftir að koma til mótsjöð þann mikla kostnað sem leggst á fólk að þurfa að fara eitthvað annað skilur þannig og bara það að ég hef verið mikill baráttumaður fyrir samgöngum og að því að það er mikið að fólki hér og út allt land sem þarf að fara suður til dæmis í geislameðferð í hverri einustu viku frá mánudegi til föstudags. Ég hef verið mikill hvatamaður fyrir flugsamgöngum milli til dæmis Húsavíkur og Reykjavíkur og ég fór ekkert fyrir löngu síðan á fund ráðherra og fékk tíma og fór suður og flög frá gegnum Akureyri og ég borgaði 100.000 krónur fyrir flugum með hann fram og tilbaka og svo búið að bæta við þessum endalausum sköttum. Jú, það kostar í Vaðlaheiðargöng, síðan er búið að taka upp nýjan skatt og að því að sjálfstæðismenn hafa alltaf talað að þeir sé að móti að hækka skatt en það er skattpíning í gegnum Ísafjarðarbæ að þurfa að borga fyrir það að leggja bíla á Akureyrarflugvelli og svo aftur í Reykjavík að vera með bíl þar til notkunar og svo keyrir maður ráðuneytin og þar þurfti maður að borga í gjaldmæli þannig að þetta skilur að borga og svo flýið kostaði 100.800 krónur. Það er rosalega. Þetta er þarna verður ég bara að vera að hitta ráðherra en í öðrum tilvikum þá erum menn að fara til læknis og það er bara sambarlegt og sé búið að fjölga hér þáttöku ferðum upp í 4, það var lengi yfir 2. Það var eitt baráttumáli sem ég var með í gegnum hreyfingunum og verkalýðshreyfingunum. Það var að fjölga þessum ferðum fyrir fólk sem býr fjarri Reykjavík. Já. Þetta er svakalegt og ég kannast alveg við þetta frá þeim tíma sem ég bjó fyrir norðan að það falla til ótrúlega margar auka krónur í kostnað við það einmitt. Ef maður tala ekki ef eitthvað er ef fólk þarf að sækja sér læknisþjónustu suður eins og þú ert að nefna og sumpart er erfiðar að ræða þetta í þessu landi af því að hér er bara eitt stórt borgarsvæði. Til dæmis í Noregi, svo ég fara aftur þangað, það eru margar borgir, margar stórar byggðir og þar er umræða landsbyggðirnar með allt öðrum hætti en hér. En Kúti, við erum að velta fyrir okkur að hefja hérna reglulega þátt, vera kannski einu sinni í viku með þátt sem verði svona einhvers konar fréttir vikunar eða hvað er að gerast úti á landi og ég vonast til þess að þú getur verið með okkur svona á línunni við og ég líka ánægður með það að sjá þarna að það eru allir dagar baráttudagar, ekki bara 1. maí, morgundagurinn er ekki eini baráttudagur, það eru allir dagar baráttudagar segir þarna, sé ég í rammanum hjá þér. Já, það er nefnilega það er eins og ég er alltaf veist, það er eitthvað sem þú veist við þekkjum að við ætlum að fara í átak, við ætlum að leggja af, við ætlum að fara í átak, við löpum í 5 daga og svo er átakið búið og við bara nennum ekki lengur og það er eins með þetta sem ég er að minna á
1. maí á morgun og hans verður minnst við land og menn alltaf berja sig á brjóst og tala mikilvægi ýmsa, bara þau mál sem mann verður hugleiki, en ég vil bara minna það með þessu skjali, eða með þessari auglýsingu eða með þessu plakati að allir dagar eru baráttudagar. Það bara þannig, það ekki þannig að menn leggja niður vopnin sko alla hina dagana, heldur fyrir mér eru allir dagar eins og þarna kemur fram að þú ert að vitna í baráttudagar og ég bara minna á það. Þetta eilíðar barátta og þú nefnir þarna landsbyggðin og annað, ég það með fúsum og frálsum vilja því að mér finnst í fjölmiðlum okkar hlutskipti ekki oft vera merkilegt, það að segja bara við hvað við búum og við þurfum alltaf að geta komið okkar skoðum á framfæri. Já, sjónarhorn. Hvort sem það auki aðgengi að heilbrigðismálum eða bara flutningskostnaðar öðru. Ég finn það alveg þegar ég að tala þessi mál. Svona í blöðum eða fjölmiðlum og þá rignir alltaf í manni mjög jákvæðum póstum þar sem bara verið að þakka fyrir þetta, að nefna þetta, því þessi umræða má ekki gleymast og tapast. Nei, það ákveðið ójafnvægi í umræðinu vegna þess að það skekkja í því hvernig við dreifumst, svo margir á sömu hundaþúfunni að margir dæma það í staðans að reyna að skilja að sjónarmið eru ólík eftir því hvort þú býrð út á landi eða hér á höfuðborgarsvæðinu. Það verður eitt af svona þemum þáttana held ég að það þarf að uppfræða bara okkar eigin landsmenn aðeins betur það að það ekki endilega gott fyrir samfélög að sjá allt með glerugum Reykvíkingsins. Já, og það líka annað, það þannig að manni leiðist að þurfa að vera að væla, ég vil ekki þurfa að væla, ég vil bara að menn búi bara við sambarilegt hlutskipti í þessu landi því að menn eru að borga allir saman skatta og hitt og þetta og það á ekki að kúa menn til þess að bæða búið út á landi og flytja suður bara því það ekki lengur bara hægt að búa utan við radíusin 101 Reykjavík þannig að við þurfum að huga þessum byggðum atvinnumálum og við þurfum að fá að vera með umræðinni. Má ekki kannski bara orða þannig að þið viljið að á ykkur sé hlustað án þess að þið séu dæmd eða fordæmd? Já. Það bara það og það líka annað, veistu, þegar ég byrja að tala þá ég eins og Castro að þá tala að það kemur fyrir að menn eru að fresta jólunum út, hann talaði svo mikið en maður getur alltaf tala í sjálfum sér endalaust bara þetta mikilvæg þessi mitt að jafna þetta bara almennt séð Já. Húsið skilið. Einmitt. Heyrðu, það var gaman að heyri þér Aðalsteinn Árni Baldursson eða Kúti eins og margir þekkja þig. Við hér á Samstöðinni sendum bara albestu baráttu kveðjur fyrir, ekki bara morgundaginn, heldur daginn í dag líka og daginn eftir 1. maí og við höfum eftir að heyrast á næstu dögum varðandi þetta sem ég var að skjóta til þín með fréttir vikunar út á landi. Vertu blessaður í bili, kallið minn. Já, takk fyrir þetta bara og megi allir bara njóta dagsins morgun áfram við. Já, alltaf gott að heyra í fólki sem býr ekki hér á höfuðborgarsvæðinu því það hefur aðra sögu og aðra sýn af heiminum heldur en við hinn en dagskráin ekki lokið, ekki fara langt. Við förum í aðra sálma hér eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ég er svo sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég ætla að halda áfram að ræða hatursorðræðu og þessa svona stemningu sem hefur orðið í samfélaginu. Hingað við borðið eru hjón, Mahadia og Mansour Malik, veriði velkomin. Takk. Það er kannski ekki hægt að tala endalaust hatursorðræðu án þess að tala við fólkið sem að orðræðan beinist gegn. En ég kannski bara svona byrjum bara á byrjuninni. Hver eru þið eiginlega? Við bara fyrir það, þú ert mikill feministi, við þekkjumst þannig af viðburði sem þú hélst íslam og feminisma.
og eiginmaður þinn, Mansour. Já, ég byrja þá bara, sko, ég heiti Mansour, fæddist í Þýskalandi, ég 36 ára gamall. Fjölskyldan mín flutti til Englands árið 2002 þegar ég var 13. Þá ólst ég upp í Þýskalandi og á Englandi, flutti hingað 2013. Ég trúboði imam. Já. Og þú ert trúboði. Þannig að þú hlýtur að finna ansi vel fyrir þessum svona stereotypum sem að samfélag íslensk og bara vestræn samfélag eru einhvern veginn búin að búa til af körlum, brúnum körlum sem eru múslimar. Já, sko það gæti verið. Þegar ég í kólapostinu að boða þá kemur það fram. Annars ekki daglega en jú. Og er þetta eitthvað svona, hefurðu fundið, þú komist 2013, hefurðu fundið finnurðu mikinn mun á samfélaginu, svona hvernig fólk leyfir sér að tala eins og á internetinu og bara svona hvernig það kemur fram? Sko ég skoða ekki internetið of mikið, sérstaklega Það er bara rosa holt. Já, þetta er ekki fyrir mig. Það er erfitt að segja, af því að í 2013 þá talaði ég ekki íslensku og ég hugsaði ekki of mikið hvernig það hvernig fólk hugsar mig að ég tali ekki íslensku. En núna ég miklu meira meðvitaður þetta, að ég þarf að gera það, hvað hugsa fólk mig ef ég gera það ekki, ef ég tala á ensku og þetta. En annars, nei, samfélagið bara samfélagið. Fleiri útlendingar hér, kannski. Já. Og bara stækkandi samfélag sem að ætti þetta bara að vera mjög jákvætt. En þú, Matti, finnur þú svona fyrir þessu, nú ert þú mikið á internetinu eins og ég? Já. Og þannig að þú kannski sérð þetta betur heldur en hann og svona sko ummælin sem að hafa verið látin falla núna bara síðustu daga, síðustu vikur. Þetta virkilega ljótt. Já, það kemur ekki svona hvað surprised? Óvart. Já, það kemur ekki óvart fyrir mig ekki lengur. Ég alltaf að bíða að ef það eitthvað í fréttin múslimar eða brúnt fólk eða fólk sem eru frá Afríku eða Austurlöndum, þá ég bara að bíða fyrir hatur sem í the comment section. Og hvernig segir maður svona, þeir eru alltaf, fólk eru í samfélaginu eru að svona prove me right. Af því að ég hugsa alltaf, kannski mingar það aðeins og það eru ekki eins mikið fólk að skrifa eitthvað ljótt, en nei, það alltaf eins mikið fólk. En það ekki, það svo erfitt að lýsa. Já, en þetta einmitt, núna hefur við verið að sjá, það voru falsfréttir sem fóru af stað og það þetta hatur gegn hælisleitendum og það einhvern veginn búið að búa til eitthvað svona hóp, eitthvað óvinn í einhverjum hópi sem ekki svona einsleitur og sem auðvitað mjög alvarlegt. Partur af þessu ímynda ég mér kannski að sé sko sýnileiki fólks, að því að þú talar fréttir og fjölmiðlar, þar yfirleitt neikvæðar fréttir sem eru fluttar af innflytjendum íslensku samfélagi. En ég hugsa ef það tengst með hvað í gangi svona in the world og ef það hefur áhrif á Íslandi. En mér finnst að ég þarf að svara já. Af því það svo mikið hatur í gegn múslimar og brúnt fólk og bara litandi fólk, like colored people. Og það sáum við líka hér. En það alltaf neikvæð. Stundum, ef við sem eru
útlendingar, ef við reynum að koma fram og segja frá okkur, já við gerðum svona frábært eitthvað, gerðum svona einhver að opna eitthvað tækifæri eða einhver ég get svona hugsað bara on top of my head vinkonur sem eru búin að gera svo mikið hér og þau þurfa að fara svona út á veg og tala sjálf en það enginn sem að gera það fyrir þeim í félag því það ekki svona it doesn't feed the media's narrative of what they want to portray people of color as og þess vegna já, það alltaf veikvæð þá af því það hjálpar svona media að hvað svona það býr til svona, ég einmitt bara svona neikvæðu mynd svona, og svona viðheldurinn svona upphalda svona salímyndir sem eru bara hér í samfélaginu og við sjáum fréttir, þegar við horfum á fréttir og við lesum viðtöl og svona, þá sjáum við sko hvíta Íslendinga og þeir eru alveg á öllum síðunum og þeir eru að gera skemmtilega hluti, þeir eru líka að stunda glæpi, þeir eru líka að leika í bíómyndum og þeir eru og það eru löng viðtöl við þá alls konar hluti, erfimál, þú veist, og allt annað á milli. En þetta sem að við fáum af nýjum Íslendingum og sérstaklega brúnum nýjum Íslendingum svona bara eitthvað svona smá skammtur og þá bara eins og í þessu tilfelli þar sem að þið eru hér komin til þess að einhvern veginn svona verja ykkur og ykkar trúarbrögð gagnvart samfélaginu og það auðvitað mjög sorglegt og þar held ég að við fjölmiðla fólk mættum gera mikið betur. Já. Og mér finnst stundum að það alltaf það sýnt eins og sem eru að flytja inn núna á Íslandi eru að gera eitthvað ólögleg sem ekki rétt. Þetta réttin manneskja að koma til Íslands og segja ég get ekki farið aftur heim get ég fengið eða má ég búa hér þetta löglegt, það má en þetta prósess sem tekur mjög lengi það var kona núna sem hún búin að búa hér 5-6 ár og núna þarf hún að fara aftur til Írak en hvernig virkar þetta? Hún búin að læra íslensku hún með börn hér sem að fara í skóla og núna líður henni eins og hún ekki velkomin hér en þetta var löglegt hún mátti vera hér en núna Ísland að henda henni út og við sjáum meira og meira af þessu og ég fjallaði svolítið það við þetta borð og fengið hingað Nóborðes og Solaris og við höfum verið að ræða hvernig þessa hörsku að fólk sem hefur verið hér í langa tíma með mannúðarleyfi því ekki gert kleift að sækja bara að vera áfram á Íslandi. Það einhvern veginn búið að bara afmáða úr lögunum. Sko það versta sem ég hugsa við tölum neikvætt innflytjenda og þeir gera þetta og þetta og þetta en þeir sem gera eitthvað gott eða við tölum við þurfum að víkja þeim burt eða úr landi en við tölum aldrei þetta gott fólk, við þurfum meira af þeim hér á landinu. Akkurat, það mjög góða punktur það einmitt, það eins og þetta svona one way Já. Bara þú ekki gott allir út og hann góð og hann má en ekki hinnir. En svo líka velti ég fyrir mér hvort að þú veist, þetta snýst kannski heldur ekki það hvort að fólk haldi að múslimar eða brúnt fólk eða innflytjendur séu vont fólk þau bara vilja ekki hafa þau hérna eða þú veist, þetta bara einhvern veginn svona og svo bara notið einhver svona ástæða og ég meina þið eru náttúrulega mikið athafnafólk þið eru mikið í svona góðum og skemmtilegum svona samfélagsverkefnum
og þið hafi kannski og lítið fengið tækifæri til þess að segja frá þeim. Já, við reynum að segja frá hvað við erum að gera en getum ekki sagt mikið líka því að það bara, já þessi we don't want to show off. Til sýnings, já. Þetta eitthvað sem við þurfum að finna svona middle ground fyrir þetta en já, við erum Sko, við reynum okkar besta til að gera það af því að, sko, eins og stendur hér Múslimar fyrir friði, við reynum að stöðla að hugtakinu reynum að gera ýmislegt að gera eitthvað gott í samfélaginu, að hjálpa fólki sko, segjum bara eitthvað sem við gerðum í þetta ár í febrúar skipulögðum við blóðsöfnun hún skipulagði viðburð slæðu og iftar fyrir konur síðasta ár til dæmis ár hvert förum við til barnaspítala og gefum börnum sem þurfa að liggja á spítala gjöf þó að við höldum ekki upp á jól en samt gerum við það jól við skreituðum barnabiðstofu í Landspítalanum já, af hverju? Af því að ég fór með sonur minn þarna, þurfti að bíða svo lengi og það var svo leiðilegt að vera þarna. Þetta var bara hugmynd, gerum bara eitthvað til að... Vá, veistu, ég hef hugsað það sama en ég hef ekki framkvæmda en ég hef setið með barna á biðstofu og verið bara, oi, hvað leiðilegt. Já, en þá reyndi ég að gera bara eitthvað þetta við já. Ég byrjaði með svona pínu hugmynd og þá kom hann alltaf að hjálpa mér, já, ok, við gerum það. Já, sko, ég tók þátt í góðgerða hjólaferð frá Írlandi til Englands. Þetta voru meira en 500 kilometrar. Ég náði að safna 360.000 krónur fyrir kraft. Vá. En já, eins og hún sagði, sko, mér finnst það erfitt að segja fréttunum að sko ég gerði þetta af því að ég gerði það bara af því að mér finnst gaman að gera það, ég held að ég þarf að gera það og þetta ekki til sínis, ok, komdu og skoðu hvað ég gerði bara til að segja ok, hann góður maður. Já, einmitt. Það þetta að sko brúnt fólk og múslimar þurfi alltaf að vera einhvern veginn svona að réttlæta sig. Já. Bara ég góð, ég góð, sjáuði mig, ég gerði svona gott. Já. Já, og þá það líka neikvætt, ok, hann gerir það bara til sínis. Já, ég meit alveg. En kannski, ég fæ spyr ykkur að þessu úti í Íslam, af því að það eru alls konar hugmyndir Íslam. Og sko, það eru þetta til líka bara alls konar múslimar í rosalega mörgum, eða bara í öllum heimsálfum. Og þannig að það en samt sem áður, þá erum við einhvern veginn búin að setja alla múslima undir eitthvað svona einn hatt og þetta bara svona propaganda, vestrænt propaganda sem við höfum bara búið til þessa ímynd einhvern veginn. Sko, af hverju, og þú veist, og ég meina, það ekkert í Íslam og við höfum rætt áður hér við þetta borð sem verra eða betra en í bara sko kristni eða hverju sem sko og af hverju ætli þessi trú sé tekin svona sérstaklega út fyrir svega? Góð spurning. Erfitt að svara. Já, sko til dæmis, ég les Kóraninn 4 sinnum að minnsta kosti á ári en það sem fólk gerir finn ég ekki í Kóraninum. Þá aðal spurningin fyrir mig líka af hverju fólk alltaf að tengjast þetta við Íslam eða þetta og þetta. Já, erfitt að svara. Við höfum talað með hijabin og Kóranin og feminisman. Þú fannst þína samsvörun í feminisma og þína valdeflingu í þínum hijab. Og hvað ég get sagt þetta að sum við eins og
við erum fædd í trú. Það eru fólk líka að koma inn í trú, like the convert, sem kannski betra spurning fyrir þeim sem eru að koma inn. Af hverju eru þau að koma inn? Af hverju eru þau að velja Íslam? Af því það eitthvað sem við þurfum að alltaf muna að fólk eru fólk og theology og practice of religion eitthvað annað. Við erum allir, eins og þú varst að segja, það eru muslimar í svona allan world? Heiminn. Og við erum frá mismunandi svona cultural backgrounds. Við upphöldum mismunandi svona belief systems og Íslam svona alltaf með okkur. Það ekki, við erum, en oft hvað fólk eru að gera er að blanda mikið, þeir eru að blanda culture og blanda trú sem stundum virkar ekki. Það eru fólk að hugsa, já, hann múslimi, en samt eins og við erum frá Pakistan, foreldrar okkar eru frá Pakistan, ethnicity is Pakistani, og ég hef oft heyrð að já, þú ert muslimi og þess vegna þau eru frá Pakistan að drepa konuna þína. Like you kill your daughters in honor killings, sem ekki frá Íslam. Þetta eitthvað sem gerir í okkar í samfélaginu sem has its roots in like old cultural beliefs. Og þetta gerist líka í kristnum samfélögum. Já. Og þetta gerist, það bara vegna þess að það til ofbeldisfólk. Já, og þess vegna svo mikilvægt að það ábyrgt okkar líka að segja frá að það ekki sama. En samt, það vantar aðeins svona critical thinking frá öðrum líka að hugsa, já, eins og við segjum feminista að það patriarchy. Við veitum samt ekki allir menn ekki að gera svona harm for women. En samt þá we fight against patriarchy, but we're not there to punish all men. En þessi svona hugmynd þarf að vera með allir svona all like concepts within society. Not all Muslims, and not all brown men, and not all black men, and it's just criminals are criminals, and they should just be criminals. They should not be, yes, these Muslim criminals. Og það einn sem ég búin að lesa, af því ég var svona að lesa yfirfréttir, þessi 2 menn sem voru sent núna í fangelsi, sem committed rape, their names were put in the news, whereas all the Icelandic men that have committed rape, their names have never been put. If anything, their names have been omitted out of documents. I find that so unfair. Why is that important? Af hverju þetta mikilvægt að segja já, Mohammed bin, whatever their names are? Ég held að sé, sko, ef ég set mig í spor hérna blaðmannsins og þá það agenda þarna, sko. Já. Og sérstaklega þegar sama manneskja skrifar fréttin þetta og þetta, en hér nöfnin, hér ekki. Já, það að því að það ekki hægt að segja útlenskur nauðgari, þá hérna, eða bara eitthvað svona arabiskur eða sýrlenskur eða eitthvað svona, þá hérna, þá rosa þægilegt að setja bara fram nafnum Mohammed. þá bara kveikir fólk á eitthvað svona og það býr til eitthvað reiði og smellir á fréttina og eitthvað svona. En það gerði bara það, sko. Já, en það gerði allt í einu, báðar svona fréttir voru þessi fréttatíminn sem voru að segja eitthvað gang rape, sem kom í sama tíma með þessi 2 menn sem voru sendt í fangelsi, og það var umræður í margar hópar líka hvað gerðist. Það var allt í einu. Það fór allt af stað. Já, allt af stað, og ég var bara ég fór aðeins svona down the rabbit hole og las mikið, og en ég að hugsa alltaf, ég gerir það ekki, ég hugsa aldrei að, já, eins og ég var að læra íslensku í tækniskólinn, og við vorum svona stór hóp með konur, sem ein kona frá Brasilíu sagði við mig,
be very careful of the white perverted pedophiles here in Iceland. Hugsaði ég ekki, já, allir Íslendingar og menn hér á Ísland eru pedophiles. Þetta svo... Einmitt. Þetta ekki svona, það þarf að vera svona aðeins, maður þarf að hugsa, já, það eru fólk sem eru að gera eitthvað sem ráng. En það ekki út af einhverju, það ekki út af, þú veist, því hverju þau trúa. Hugsaði aldrei, já, Christian men are going to be like that. Það bara ég hugsar ekki svoleiðis. Já, ég held það sé nauðsynlegt að viðurkenna að nokkrir einstaklingar sem kalla sig múslima gera eða fremja glæp og þetta, jú, þeir gera það. En þá líka nauðsynlegt fyrir okkar að aftengja gjörðir þeirra og trú. Já. Það alveg rétt. Ég, sko, Íslendingar, að því að nú komin svona æsingur í gang og einmitt þessar fréttir sem hún vísar í, þessar nauðganir og hópnauðganir og sem komið í ljós núna að með hælisleitendur þessi frá Palestínu og hælisleitendur frá Tyrklandi, það ekki hælisleitendur hér frá Tyrklandi. Það allavega mjög lítið að þeim ef svo því að það bara allavega. Þetta var bara falsfrétt, bara fake news. Og hún var gerð til þess að bara búa til eitthvað æsing og það tókst. Já. Og það tókst. Sem ég þarf að segja, að bæta við bara aðeins, sem eitthvað, má ég nefna political parties. Já, auðvitað. Já. Það sem miðflokkurinn að bíða eftir alltaf. Þau eru alltaf að bíða að það gengur eitthvað bara í gang og þá eru þau að koma. Ég var að frétta núna bara í dag. Vinkona mín sendi á mig, þú búin að sjá þessi Facebook-hóp sem þau voru að búa? Að það bara múslimahatur og útlendingahatur bara í þessi hópur sem ekki private, sem public en við getum lesa en ég var aðeins að bara kíkja inn, það var ein vídeó af múslimar menn sem voru að biðja í Breiðholtsskóli eða eitthvað skóli í Breiðholti. Já, bara þeir leigðu sal. Já, þeir voru að leigja sal að gera það. Það var kommentin niður að breyta því í Moskvu. Ég var, þú að grína? Og ég bara, væri það versta? Já, eða það, já. En það einmitt, og það líka einmitt þetta með, sko, það ákveðin hópur og ég ætla að leyfa mér að fullyrða samt að þetta lítill hópur þó það fari mjög mikið fyrir honum. Og orðræðan þeirra, hún einhvern veginn orðin aðeins meira accepted sem sko, áhyggjuefni og svona aðeins meira einhvern veginn svona farin svona að koma sér inn í mainstreamið en þetta ennþá mjög lítill hópur. Já. Og og maður sér það en þessi hópur og þetta fólk og þessir, ég meina, nú eru komin 2000 manns í þennan hóp sem þú talar mér var reyndar bætt í hann þannig að það mjög skökk tala og þannig ég sko og það sem að þetta fólk rosalega hrætt við, það einmitt að Íslam sé með eitthvað svona agenda og Íslam sé bara eitthvað svona ég veit ekki, eitthvað svona boogeyman sem að ætli bara einhvern veginn að taka yfir Ísland og brenna konur og brenna kirkjur og banna krossa. Hvernig? Nei, ekki bara hvernig en hvar eru kenningar Íslam þetta? Einmitt. Eins og ég sagði, ég les Kóraninn að minnst að kosti 4 sinnum á ári, ég hef aldrei lesið þetta. Nei. Ég hef aldrei reynst þetta, af hverju? Einmitt. Hvaðan kemur þetta? Og ég sem mjög svona, ég les mikið colonization og mér finnst það kemur af því að þetta búin að vera agenda hér á Evrópu. En þau eru núna hrætt að þau eru búin að gera það en ekki hér á Íslandi. Ég ekki að tala Ísland en samt. Við fórum ekki að síðaskiptinn og einmitt. Já, en þú varst að tala áður Lutheran Church sem kom hingað. Eins og hann nefndi líka síðaskiptin, já. Þau voru að koma hingað en það... Allir Íslendingar voru bara svingaðir að vera lúterskir. Einmitt og við þurftum að
brenna hljóðfæri og bækur og alla söguna og við varum bara mjög stór partur af okkar sögur sem bara horfin. Hvað segjum við þá? Bara allir Íslendingar út? Já, einmitt. Og Danir líka, já. Akkurat. Þannig að þetta er líka, þetta er partur af colonization, en þetta er svolítið svona colonizerar sem að hugsa með þessum hætti. Mér finnst það, af því að ég ólst upp í London og við erum svo stór hóp, fjölbreytt hóp og aldrei það var rasismi, en aldrei kom einhver til mín og sagði við mig, farðu heim. Það ekki, þetta rasismi sem ég svona tók á móti var aldrei svoleið, það var alltaf eitthvað P-word sem var ekki svona hard rasismi og aldrei sagði einhver við mig að því þú ert múslimi þarf þú að fara heim. Það gerði aldrei við mig af því að every other person is a Muslim there. Og ég búin að gleyma hvað ég langaði að segja. Ég held líka það sem sko, Íslendingar eru ekkert rosalega trúið þjóð. Við erum ekki mjög trúrækin þó að Íslands samfélag sé, og þó að sé ríkiskirkja sem bara eitthvað svona gömul arfleið frá því að við vorum kristni var þvingað upp á okkur. Mér þykir margt fallegt í kristni og margt fallegt svona sem að einhvern veginn maður lærði, en það líka mjög margt fallegt í Íslam, alveg svo það mjög fallegt í trúarbröðum, og þetta trúarbröð, þau koma frá góðum stað. Og þau eru mjög persónuleg og persónubundin og það líka svona svolítið einhvern veginn sem ég langar að spyrja ykkur út í, það þessi krafa mitt að þurfa alltaf að vera að tala trúna sína. Mér langar ekki að tala trúna mína, en ég þarf alltaf að tala trú af því að fólk sem ég að vinna með eru svo forvitin. Ég skil þetta, það má vera forvitin og spyrja út af eitthvað, kannski, af hverju þú að gera eitthvað. Hvernig þetta hjá ykkur? En þá stundum það var óþægilegt samt af því að þau voru að spyrja mig má maðurinn þinn eiga fjóra konur en ég var alltaf að hugsa nei, ekki byrja með þetta það er óþægilegt og þetta ekki sem einhver hugsar daglega. Nei. Þetta eins og fólk hugsar einmitt bara eitthvað svona, þú og maðurinn þinn í opnu sambandi eða, þú veist, maður einhvern veginn ekki því svingirar maður ekki að spyrja fólk þessu hluti. Þetta líka svo þetta eins og að spyrja einhver kaþólski hvað sem má konan þín tala í kirkjunni? Einmitt. Hver hugsaði þannig? En þá, mér finnst það óþægilegt. Ég mjög til að tala trú mitt ef það hjálpar þig að læra eitthvað, en ef þú með svona internalized ideas sem ég get ekki breytt, þá nenni ég ekki tala við þig, af því að þú búin að ræða hvað þú vilt að trúa og þá ég get ekki breytt ekkert og af hverju þurfum við að tala þá? Þá líka kannski forvitnin ekki beint hún ekki að koma af innlægum stað, hún meira áreitni. Já, sem ég held fólk I don't think people realize but I can tell. Ég með eins og ég segi oft með systur mín af því við erum bara alltaf að spjalla þetta, við erum með spidey senses sem bara við veitum what the intention is behind asking en þetta kannski bara eitthvað svona einmitt sem að maður lærir þegar maður þarf alltaf að vera að svara einmitt, ég þurfi að læra þetta af því að ég þurfi að læra hver svona til að ekki læra samt en til að svona tala við mig fallega eitthvað efni eða hver bara hér að like to put you down. Þá ég er komin mjög góð með þetta. En þið eigið 2 börn
og hérna hafið það áhyggjur af þeim í íslensku samfélagi? Stundum, ekki oft. Ég elskar að vera hér og ég elskar þessi samfélagunum sem ég í og stundum finnst mér að ég hugsa mér langar ekki að börnum mín eru like I don't want them to face racism and discrimination sem svo erfitt að lífa með. Það erfitt að vaksa upp. Hvernig útskýrir maður það til dæmis bara fyrir barni sem þekkir bara íslenskt samfélag og hérna bara íslenskt barn en þú veist að útskýra fyrir hérna, heyrðu, þarf maður að taka svona the talk? Sko, við tölum við börninu okkar að þeir eru aðeins öðruvísi í liti og þetta en við tölum líka mikið að allir séu bara eins brúnir og hvítir og gulir og þetta við eigum bækur og lesum saman allir eru velkomnir hér þetta bara í skóla til dæmis en þetta fólk frá bara ýmsum stöðum við gerum það en vandamálið að gera einhver annar í samfélaginu þetta líka við fá hvítubörnin þessa sömu kennslu væntalega ekki. Nei, ég þekki engan. Nei, ég og hvít barn, ég hef aldrei farið yfir þetta með henni. Þetta sérstaklega, hún reyndar ólst upp í London, þannig að hérna, hún kannski svolítið svona lærði sjálf bara, bara að vera í fjölmenningarsamfélagi, hvernig fjölmenning virkar, en það svona, en hún einmitt algjört einstæmi hér. Og þá kemur alltaf spurning inngilding og þetta og við gerum það, við kennum börnum okkar hvernig það að vera hér, hvernig það að vera öðruvísi en hvað gerir hinir til að hjálpa okkur líka. Akkurat. Af því að þetta ekki bara, nei, þið þurfum að gera það, við þurfum að gera ekki neitt, bara sitja hér og... Einmitt. Og það ákveðin barriér líka. Þú veist, hvernig kemst maður yfir þann barriér, eða þú veist, hvernig fær maður fólk til þess að taka þátt í einmitt inngildingunni og þú veist, við hljótum öll að vilja að öllum líði vel í samfélaginu. Ég held í alvörunni að mér sko margir af verstu internetrasistunum, ég held að þeim langi í hjartanu alveg að öllum líði vel en þeir eru bara einhvern veginn það búið að rugla þá í rýminu með alls konar einhverju propaganda og í einhverju múæsing. En það líka núna, það bara auðveldra að fara á netinu og skrifa eitthvað niður. Já. Það var ekki hægt svona 50-60 ár síðan. Og þeir eru ekki svona kannski enginn búin að kenna þeim að það eru reglur að vera á netinu líka. Það ekki bara hægt að segja hvað okkur langar að segja og ekki hugsa enginn að lesa yfir. Það eru mismunandi fólk sem eru að fara yfir fréttir bara á Facebook og lesa yfir kommentin og þá líður svo illa að lesa hvað þú ert að trúa sem ég hef aldrei hugsað að ég þarf að fara og tala við þessi kona hvað ég að trúa en samt ef ég út að labba eða ég í kringlunni eða eitthvað fólk kemur bara til mín og farðu bara heim af hverju? En hvernig get ég farið heim? En hvað ég fara til Þýskaland, England, Pakistan, hvað í næstu götu? Já, en og börnin okkar líka, hvað fættir hér á Íslandi? Já. Einmitt. Þetta undarlegt að segja það og líka að því að heimurinn einhvern veginn, hann svona stór og fjölbreyttur og við erum rosalega mikið einhvern veginn á ferðinni það fólk flytur á milli landa ég bjó í Englandi í mörg ár við gerum þetta einhvern veginn og þú veist maður sér eitthvað tækifæri eitthvað starf eða langar í námi eða eitthvað og svo eru sum sem að þurfa að koma að því að þau eru flýja stríð og þetta einhvern veginn svona það eins og einhver ákveðin hópur af samfélaginu sé ekki tilbúin til þess að sætta sig við þetta
En sami hópur situr í tölvunni sinni á Tenerife í íslensku kolóníinu og er á leiðinni á Ingo Viðuguð tónleika á íslenska barnum og að skrifa ógeðslega hluti palestínska hælsleitendur á Íslandi og dreifa falsfréttum nauðgunarmál. Þú veist, þetta alveg svona þetta eitthvað sem springir í manni heilan. Og ekki einu sinni búin að tilkynna stjórnvöld á Spáni að Íslendingar eru, nei, ég bara að grínast, að Íslendingar getur verið glæpamenn líka. Já, ég meina það fullt af Íslendingar, ég þekki nokkra íslenska glæpamenn sem bara búa á Tenerife, við getum bara alveg, það hafa búið, þannig að það alveg svona, þú veist, það alveg, það ekkert eitthvað bestu Íslendingarnir endilega sem að flytja til þú veist, út það margir frábærir en þú veist, það bara að því að fólk alls konar. Já, ef við setjum alla undir sama hatt einn Íslendingur gerir þetta eða bara fremur glæp, ok, þá eru allir Íslendingar þannig. Þegar einhver flytur þá til Spánar, ok, er þetta glæpamaður sem að flytja þangað? Þurfum við að tilkynna þetta líka að glæpamaður kemur til ykkar? Af hverju þá ef einhver kemur hingað? Einmitt. Já, og svo einmitt, það þetta samtal núna, það þetta sko hert útlendingalög og eitthvað svona og svo þetta frumvarp að svipta fólk sko dvalarleyfi og ríkisfangi sem alveg svona brjálæðisleg pæling, það bara mannréttindabrot, það má ekki taka svipta fólk ríki sínu sko, þegar það komið með ríkisborgari. Og stundum ég finnst, nei, ekki stundum, ég finnst að Ísland ekki fólk sem að búa hér á Ísland en svona the politicians we have in Iceland, some of them, they always just have this idea of being the first in something. And I think like this is something they want to be the first in. Við verðum bara fyrst. Við vorum fyrst hér og þetta. Já, núna verðum við fyrst hérna til að gera þetta. Við vorum fyrst að viðurkenna Palestínu en samt viðurkennum við ekkert Palestínu. Já, og bara þetta bara orðræða. Já. Hvernig getum við sem eru að flytja inn vera öryggir hér ef við veitum ekki hvernig lögreglan kemur og bara vísar okkur út landin. Hvernig getum við þá, þetta ekki inngilding, þetta á móti hvað inngilding stendur fyrir. Að þurfa alltaf að vera á tánum. Líka því að við sjáum bara eins og til dæmis að vera á mótmælum allt í orðið criminalizing sko. Þú veist og að verða þau brot nóg til þess að sé hægt að taka sko, við erum komin svo hættulega slóðir. Já, af hverju þeir en ekki við. Einmitt. Já. En framtíðin björt, samt. Já, vonandi. Sumar framundan og ég meina, þú ert alltaf með trúboð. Geturðu sagt okkur aðeins frá því í Kólaportinu? Já, af því að sko, fólk aðalega hrætt að koma til okkar. Þá ég hef lengi reynd að vera í Kólaportinu og bara gefa fólki tækifæri að koma að spjalla við mig bara í opnum rými, ekki vera hrætt við mig. Hvernig tekur fólk í það? Það mikið að koma og spyrja leiðilega hluti eða skemmtilega hluti? Ekkert. Nei, lappa bara hjá og skoða eitthvað hér og sumir tala við mig, flestir ekki, en þetta í lagi. Þetta, sko ég gerir þetta aðalega bara til að sýna fólk að við erum hér og mér langar að gefa þér tækifæri að koma ef þú með spurningum, þá getur þú komið til mín, tala við mig, já. Og nú það komið hérna út í kosmosin að fólk getur komið og rætt við þig trú. Já, alltaf. Á íslensku. Á íslensku, nákvæmlega. Ertu með Kóraninn á íslensku og búið að þýða hann aftur? Af því ég heyrði nefnilega, ég man eftir því fyrir nokkrum árum, þá var Ingólfur Sæinn, hann reyndar svona ferðaþjónustu fyrirtæki í dag, hann var pældi mikið í þessu. Það var
íslenska þýðingin á Kórananum væri bara út úr kú. Já, sko, Helgi, ég veit ekki hvað hann heitir, eða eftirnafnið, hann þýddi Kóraninn, ég man ekki hvenær, 2002 held ég. Þá kom annar edition út seinna 2012 eða eitthvað svoleiðis. Og núna ég og vinur minn sem professor í íslensku sem öðru máli í Háskóla Íslands. Við erum að vinna að þýða Kóraninn yfir á íslensku. Já. Hafið þið lesið þessa fyrstu útgáfu sem var til hérna í mörg ár og var bara vitlaus? Já, við byrjum þetta saman alltaf. Já. Af því að okkur sagt að tungumálið mjög fallegt sem Helgi notaði, en þá þýðingin ekki mjög akkurat. Nei, hún næri einhvern veginn ekki innihaldinu nógu vel. Þetta þýðing af þýðingu. Einmitt. Og við erum að reyna að þýða beint frá arabísku yfir á íslensku. En samt notum við eitthvað hér og setjum þetta saman úr biblíunni líka. Allt sami Guðinn. Já. Það ekki. Herðu, þakka ykkur kærlega fyrir að koma frómuhjón. Það var alveg dásamlegt að fá að spjalla við ykkur og ég bara slaka til að fá okkur næst og sjá þið í Kólaportinu helgina. Já. Takk sömuleiðis. Við þökkum þeim Mahadiu Malik og Mansur Malik hjónunum fyrir frábært spjall og á þessum nótum skulum við enda þátt kvöldsins. Ég þakka einnig þeim sem fylgdust með, Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og samstarfsfólki mínu að sjálfsögðu fyrir einn góðan daginn við Rauðaborðið. Ég minni á að hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni og vera með í þessu verkefni okkar hér með því að fara á samstöðin.is og íta þrá hnapp sem segir áskrift. Þetta óskaplega einfalt og þar með getið þið verið meðeigundur í þessu fína verkefni. Á morgun 1. maí og við ætlum að þramma með verkalýðnum hér af Rauðaborðinu en við komum aftur, mætum hressileiks á föstudaginn í vikuskammti þar sem koma góðir gestir og ræða fréttir vikunar og það verður nú nóg að taka þar. Ég þakka fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.